hausti til. Það margt í boði hér í þættinum í kvöld. Hérna aftast í þættinum ætlar María Lilja að ræða bannaða list. Tilefnið það að í Bandaríkjunum verið að þrengja tjáningarfrelsinu og meðal annars verið að setja ýmis konar list á eins konar bannlista. Koma til hennar Þrándur Þórarinsson sem málari og málar mjög pólitísk verk og Snærós Sindradóttir sem listfræðingur og rekur gallerí. Þau ætla að velta fyrir sér listina þegar listin hættuleg og þóknast ekki stjórnvöldum. Það sirpa hérna í gangi á rauðaborðinu. Björn Þorláks fær til sín nýju þingmennina sem að voru kosnir fyrir tæpa ári síðan. Og gengur ágætlega að vinna niður þann lista, hann langur þessi listi. Nú komið að Kristjáni Þórði Snæbjarnarsyni og eins og í öðrum þessum viðtölum að þá ætlar hann að segja frá sér, kannski ekki frá pólitíkinni, heldur meira að kynna það hver maðurinn er. Já, við höfum verið að ræða vanda barna með geðraskanir og fíknivanda og María Lilja ætlar að halda því áfram hér á eftir. Hún fær til sín Sigurþóru Bergsdóttur sem varaþingmaður og bæjarfulltrúi en líka stofnandi Bergsins Headspace. Hún fær Diljá Ásmundarsdóttur sem líka varaþingmaður, guðfræðinemi og sálgæslukona og Lára Ómarsdóttur sem almannatengill en aðstandandi fíkils í bata. Það ætla að ræða kerfið, hvernig það lítur út fyrir þá sem að þurfa á því að halda og aðstandendur þeirra, en það oft mikið áreynsla fyrir fjölskyldur að vera með, við getum sagt, langveik börn inn í þessum hluta heilbrigðiskerfisins sem að snýr að geðraskunum og fíknivanda. Förum við það eftir. Matthías James Spencer Heimisson og Adrímir Selena May og Fría giftu sig. Hún frá Venezuela en hann Íslendingur. En hún kom hingað sem flóttamaður frá Venezuela að hvatningu íslenskra stjórnvalda og fekk dvalarleyfi eins og margt fólk þaðan. En nú þetta dvalarleyfi að renna út og íslensk stjórnvald jóða önn að reyna að ýta þessu fólki aftur til Venezuela eða burt frá Íslandi. Og meðal annars Adrímir sem þó hún sé gift Íslending og þetta svolítið sérstakt mál og ég ætla að fá þau hjónin hérna eftir og láta þau útskýra þessu hvernig standa á þessu að þau stíga þeim í sundur og þau vera í sitt hvoru landinu að mati Útlendingastofnunar. Við höfum verið að leggja svolítið áherslu á húsnæðismálin í þessari viku og munum halda því áfram í næstu. Jónas Atli Gunnarsson hagfræðingur hjá HMS, húsnæðis- og mannvirkjastofnun, skýr og skarpur maður og þær hafa verið með mikla greiningar á húsnæðismarkaðnum og líka leigumarkaðnum og Björn Þorláks ætlar að tala við hann hérna eftir örskamma stund. Áður en við hleypum hér aðstuttum auglýsingum og síðan viðtölum kvöldsins að það ætla að minna á að það þið áhorfendur góðir sem hafa byggt upp samstöðuna bæði með því að bara segja fólki og vinum og vandamönnum frá efni sem við séð hér þá hægt og bítandi byggist og eflist upp dreifikerfið okkar. En sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifundur aðal drifkrafturinn. Þar fáum við afl til þess að byggja upp samstöðun og halda henni úti. Ef þú telur að samstöðun sé mikilvægur þáttur í íslensku samfélagi og ekki síst núna á þeim tímum sem við lifum á, sem mikilvægur þáttur í að halda hér upp í lýðræðislegri umræðu, þá hvet ég til þess að slást í hópinn og gerast áskrifandi. Það einfalt. Þú ferð þá inn á samstöðun.is, það hnappur sem áslundur áskrift. Þar getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2.750 krónur sem mér þetta sé hlægilega lágt verð með það efni sem við búum hérna til. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið, en það einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við ætlum að hleypa hér að örstuðum auglýsingum og svo kemur Björn Þorláks og talar við Jónas Atla Gunnarsson húsnæðismál. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Húnavellir, gistihús. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Ef þú átt ekki tjald eða svefnpoka þá höfum við það á staðnum. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319.
Tölvupóstur húnavellir@húnavellir.is. Húsnæðiskrísan. Það ríkir neyðarástand á húsnæðismarkaði. Eru ykkur ráð fyrir almenning? Opinn fundur húsnæðiskrísuna 50. 25. september klukkan 20 í Bólholti 6. Húsið opnar klukkan 19:30. Verið velkomin. Vorstjarnan baráttusamtök. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Við ætlum að halda áfram að ræða húsnæðismál. Við verðum ekki í því bara alla þessa viku. Það má minna á það að annað kvöld heldur Vorstjarnan fund íbúðamál, húsnæðismál og ég held að þau ætli nú ekki síst að ræða vanda unga fólksins og svona einhverja jaðarhópa líka og yfirskrift þess fundar er neyðarástand og þau tala húsnæðiskrísuna. Við ræddum við fulltrúa frá Vörðu í gær og í dag er komin hingað fulltrúi frá HMS að Rauðaborðinu. Vertu velkomin Jónas Atli Gunnarsson, hagfræðingur. Takk hérlega fyrir. Sko, já, ég notaði þarna þessi orð sem að sumir telja lögmætt núna, neyðarástand, krísa. Hvert er þitt mat á slíkri hugtakanótkun þegar kemur til dæmis að möguleikum ungs fólks sem ekki efnaða foreldra til þess að koma sér þaki yfir höfuðið? Sko, staðan hefur oft verið verri. Hún hefur oft verið verri. Hún hefur verið verri. Við erum ennþá að sjá að fólk er að kaupa íbúðir og fyrstu kaupendur líka. En það sem er kannski áhyggjuefni er hvernig fólk er að fjármagna sín fyrstu kaup. Já. Það er mjög mikið að fá aðstoð frá foreldri sínum sem að og sko býður upp á það að þú ert líklegri til að fá íbúð eða þú ert með foreldra sem er með mikið sparifé og það ýtir undir misskiptingu sem að er eitthvað sem að ég tel að stjórnvöld ætti að huga að sko. Þannig að neyðarástand, ég er ekki vissum að ég myndi taka svo sterkt til orða. Nei. En það er allavega einhverjar blikur á lofti sem að við ættum að bregðast við. Já, hvernig gætu stjórnvöld brugðist við? Sko, stjórnvöld, það fer svolítið eftir líka hvar maður stendur í pólitík. Við nú í HMS erum ríkisstofnun og við eigum að veita ríkisstjórninni ráðgjöf og okkar lögbundna hlutverk er bara að tryggja það sé húsnæðisöryggi. Í svona fortíðinni þá hafa stjórnmálamenn verið mjög hrifnir af séreignastefnunni sem að svona lætur sem flesta vera íbúða eigendur og þar einmitt svona þá eru sértæk úrræði til þess að hjálpa fyrstu kaupendum vinsæl og þau hafa reynst mjög góð í því sem að gera. Hlutdeildarlánin eru hluti af þessari séreignastefnu sem hafa með skreiðir út. Þar er hið opinbera í raun og veru bara að kaupa með fyrstu kaupendum í íbúðum og það er svona væri leið til þess að hjálpa fyrstu kaupendum með því að tryggja það úrræði væri svona meira notað að bæta í að fjölga hlutdeildarlánum. Já, hlutdeildarlánum íbúðum og sjá til þess allavega þeir sem að sækja fái úthluta hlutdeildarlán. Það er ein leið. Svo höfum við séð líka á einkamarkaðnum, þar eru verktaka byrjar að kaupa með kaupendum í íbúðum. Það eru svona ný úrræði sem er einhvern veginn notuð til þess að tryggja það að fyrstu kaupendur eigi efni á þessu. Þannig að það er margt hægt að gera á þeirri hlið. En ef við hugsum svona grundvalla stærðirnar í þessu, þá er ljóst að helsta leiðin til þess að tryggja húsnæðisöryggi fyrir alla er bara að tryggja það að sé nægilega mikið byggt í samræmi við íbúðaþörfina á hverri stundu og að byggingamarkaðurinn sveiflist ekki upp og niður eftir einhverjum fjárhagsástæðum. Ég ætla að ræða við eftir skammastund nýjar tölur frá ykkur.
þar sem að sumir getur sagt að við sjáum einhverja mótsagnir, geymum það aðeins, en sko nú Seðlabankinn náttúrulega sjálfstæða stofnun og ekki lengur undir handarjaðri stjórnvalda með þeim kostum og göllum sem því fylgja væntanlega, en sko það ekki bara málið með ungt fólk eins og aðra íbúðarkaupendur að við erum einhvern veginn langflest búin að sogast inn í verðtryggð lán og í þessu vaxta umhverfi þá, í þessu hávaxta umhverfi þetta einhverja hæstu raunvextir í heimi sem eru keyrðir hér ár eftir ár og það á að berja landan til einhverja hlýðni, til einhverja hegðunar sem hann skirrist við að breyta. Sko, verðum við ekki að segja að þetta sé hluti vandans? Jú, ég myndi segja að það allavega, sko, við byrjum á Seðlabankanum, hann hefur þetta lögbundna hlutverk að halda verðbólgu stöðugri og gerir það með svona sínum hamri sem eru vaxta ákvarðanir og það allt nagli í augum Seðlabankans. Sumir myndu segja að það er sleggja sem ekki virkaði. Þín orð, ekki mín. En ég hef algjörlega samúð með Seðlabankanum að hann þarf bara að líta til, hann hefur þetta eina markmið og nota þessa háu vexti sem eru sársaukafullir fyrir sérstaklega fyrstu kaupendur sem eru mjög skuldsettir og greiða mikið af lánunum. Þannig að þessi stefna hefur fórnarlömb og sérstaklega einmitt mjög skuldsett fólk. Sko, svo nefndur við verðtrygginguna og það er einmitt mjög svona mikilvægt einmitt að halda því til haga. Verðtryggingin gerir þessa vaxtastefnu óskilvirkari. Þannig að við þurfum að viðhalda háum vöxtum lengur og það einmitt er ennþá verra þá fyrir fólk sem er skuldsett, en það náttúrulega hefur þann kost þá að færa sig yfir verðtrygginguna, fær þá á móti minni eignamyndun, en þetta er eiginlega ein af stóru ástæðunum fyrir því að íbúðaverð heldur áfram að hækka þrátt fyrir að vextir séu svona rosalega háir og að fólk geti búið í hærri íbúðir. Já. Svo það annað mál og ég ætla svo sem ekki að ræða það frekar við þig að Seðlabankinn hefur náttúrulega fleiri úrræði heldur en þetta og margir kalla eftir því að það verið aðeins meira hugmyndaflug á þeim bænum. En í dag hefur það orðið okkur ljóst í gegnum upplýsingar á ykkar heimasíðu að það er eitthvað 7500 íbúðir í byggingu. Já. Sem er mjög mikið og Reykjavík hefur þar ákveðið forystu hlutverk. Reykjavík er að standa sig betur en nágrannasveitarfélögin, er það ekki rétt skilið hjá mér? Jú. En á sama tíma þá er sko fullbúnum íbúðum sem standa tómar og óseldar. Þeim hefur fjölgað mjög mikið upp á síðkastið, sennilega eru fleiri en nokkur árabil, eru meir en 1000 talsins. Og hvernig talar þessar tvær staðreyndir inn í umræðuna meinta krísu? Þetta er eitt af þessum stóru hlutum sem við hjá HMS höfum reynt að greina núna á síðustu 12 mánuðum, leyfum mér að segja. Við höfum statt og stöðugt sagt það að við þurfum að byggja meira og meira og svo hér eru við komin í einhverja stöðu þar sem er mjög mikið óseldum nýjum íbúðum. Þannig að við fyrstu sýn, já, einmitt virðist þetta þversagnakennt, en við sjáum samt að þetta er ekki endilega þversögn. Við sjáum það er mjög mikill munur á hvaða íbúður seljast og hvaða íbúður seljast ekki. Þessar notuðu íbúður, þær seljast ágætlega. Sérstaklega litlar íbúður sem eru undir 80 fermetra eða eitthvað þannig. Þar sem að við teljum að það eru mikið smerri heimili eða smerri fjölskyldur, kannski bara pör eða einstaklingar að kaupa. En svo þessar nýju íbúður sem eru á sölu, þær eru ekkert endilega á þessu stærðabili sem að markaðurinn vill. Það eru mjög margar í, sem myndi segja, miðstærð og eiginlega næstuði allar eru á bilinu 80 til 120 fermetra og þar er svona þeir sem að þar eru komin í þá stöðu að þeir sem að eiga efna á þessum íbúðum vilja ekki kaupa þær og þeir sem vilja kaupa þessar íbúður er ekki efna þeim. Þannig að ég held að stór hluta vandamálinu sé að íbúðuna séu ekki í réttu stærðabili.
Svo komum við einmitt að vaxtastefnu Seðlabankans og lánþega skilyrðum hans. Hann hefur, eins og segir, hann hefur fleiri tól heldur bara vextina og eitt af þeim eru lánþega skilyrðin sem að takmarka í kaupendum að festa kaupa á að taka stór lán. Og það svona handbremsa sem heldur aftur af markaðnum. Þannig að þessar íbúðir sem eru nýjar, þær eru aðeins dýrari heldur en notaðar venjulega. Bara eðlilegt að nýjar íbúðir séu kannski svona 10-20% dýrar en notaðar, bara vegna þær eru nýjar. Og vegna þessar eru dýrari þá er færri efnaðum. En svo er það þriðja og eiginlega mikilvægasta útskýringin á þessu. Sem að við höfum allavega svona fundið í gögnum okkar. Það er eitthvað annað. Þrátt fyrir að maður taki tillit til stærðar og verðs á íbúðum, þá er einhverjir eiginleikar þessara nýju íbúða sem að gerir kaupendur fráhverfa því að kaupa á þessum reitum. Já, þar hefur verið talað hljóðvist og ekki nægilega hugað að ljósi og einhverju slíku. Já, þetta getur verið sem ég kalla stundum BN3. Það eru byggingagallar og það eru bílastæði og svo eru birtuskilyrði. Já, bílastæði við veitum ekki hvað það er, við erum ekki með nógu góð gögn til þess að geta greint nákvæmlega hvað það er, en eitthvað veldur því að þessar íbúðir eru svona lengi á sölu. Já. Ég heyrði líka í ungri konu í gær. Hún er svona kringum, ég segi ungri, hún er milli 35 og 40 ára gömul. Og hún sagði að hennar fjölskylda væri að þyrfti að stækka við sig. En hún væri að halda í sér. Og það væri þannig með fleiri vinennar að í þessu vaxtaumhverfi þá náttúrulega ofbýður fólki að takast á við frekari skuldbindingar en þær sem það er að greiða ekki bílins af, heldur leigutakar, rétt fólk má vera heppið að það heldur láninu bara á sama stað og það var, það er ekki beint að greiða af því í þessum verðtryggingarham sem er hér. En sem sagt, þá dettur mér í hug, ef það er einhver hluti fólk sem er að bíða eftir því að vextir lækki nú almennilega og það sé aftur hægt að taka þátt í þessu spili, að þessar stærri íbúðir sem að núna seljast ekki, að það geti opnast markaður fyrir þær. Ég held að þessar íbúðir mun alltaf seljast. Og einmitt, söluverðið fer bara eftir því hvert vaxtastig verður, held ég. Þú heldur að sé ekki runnin upp svo tíð að við höfum byggt íbúðir sem ekki seljast? Nei. Það er okkur fjölgar ennþá sem þjóð. Okkur fjölgar aðeins hægar en við gerðum ráð fyrir ári síðan, en okkur fjölgar samt og fólk vill búa hérna. Þannig að ein ástæðan líka fyrir því að þessar íbúðir standa lengi á sölu er það að þær hafa ekkert verið að lækka mikið í verði. Byggingaraðilar hafa frekar veðjað á það að þær muni seljast á þessu verði. En þetta er bara eins og með hverja aðra vöru á markaði að það er ekki alltaf hægt að finna kaupenda fyrir rétt verð. En jú, ég er algjörlega sammála þér í því að ég held að eftirspurn á íbúðamarkaði og verðþrýstingur muni aukast ef að vextir lækka. Þannig að fólk getur það bara boðið herra. Þá gæti líka íbúðaverð aftur farið á skrið. Það er mögulegt. Og við erum að spá fyrir því, við erum líka að reyna að horfa langt fram í tíman hjá HMS. Við erum að spá fyrir því hvernig íbúðaþörfin er næstu áratugina og með við bara mannfjölda spá og svona okkar spá hvernig fjölskylduformi muni þróast. Og samkvæmt því það þyrfti eiginlega að byggja svona það bil 4.000 íbúðir á hverju ári. Hvað hefur verið byggt svona undanfarið? 3.000. Og það er allt í lagi núna, vegna þess að við sjáum það að fólksfjölgunin er ekki jafn mikil og við gerum ráð fyrir. Þannig að ég tel að svona allra næstu árum munum við byggja í takt við íbúðaþörf og þar að leiðandi tel ég að íbúðaverð geti verið stöðugt. Náttúrulega maður þarf að passa sig í svona yfirlýsingum en ef ekkert annað gerist að öllu öðru óbreyttu að koma ekki einhver fjárfestingabóla eða neitt þannig þá ætti íbúð að vera stöðugt kannski á þessu ári næsta og þar næsta. Hvað gerist svo? Það er óvíst ef okkur fjölgar eins og Hagstofan spáir fyrir þá þurfum við að byggja meira
og þurfum að svona vera með byggingamarkað sem að getur byggt meira. Mjög margar fjölskyldur eru með alla sína eign í fasteigninni, alla verðmyndun, jafnvel bara á heilli mannsævi, eignamyndun, ætlaði ég að segja, og bilið á milli leigjenda og hinna sem eiga, það ekkert sem bendir til þess að það sé að styttast. Nei, það sem hefur gerst líka er að leigumarkaðurinn hefur stækkað svo mikið á síðustu árum og við erum að fá hópa fólki sem að sér ekki endilega fram á að vera eigendur. Þetta eru kannski, þetta er erlend vinnuafl, þetta er fólk sem kemur hingað til að flytur hingað til þess að vinna og þú veist, annarkvort vill það ekki kaupa eða það getur ekki keypt vegna þess að hefur ekki bakland og getur ekki tekið þessi lán og getur ekki safnað sér fyrir íbúð og sá hópur hefur stækkað og núna eru tæplega 30% fullorðinna á leigumarkaði. Það er tvöfalt fleiri heldur en fyrir hrun, það er svona 15%. Og 30% er líka mjög hátt hjá þjóð sem að telur sig vera séreigna þjóð. Þannig að þarna er hópur sem að er á leigumarkaði, flestir þeirra vilja ekki vera á leigumarkaði, og staðreyndin er svo að margir þeirra munu ekki fara inn á eignamarkað, annarkvort vegna þess að þeirra flytja út eftir einhver ár eða þá bara að þau ná ekki að safna sér fyrir í þessu fjárhagsumhverfi sem við erum í. Hvað getum við gert með þessa klemmu að sumt fólk borgar, ég bý bara til einhverja tölu, 300 skall í leigu, 350 skall í leigu, það myndi ekki borga nema 250.000 að það kemst inn í eigendakerfið. En það kemst ekki þangað vegna þess að það fær ekki greiðslumat. Það er, þetta er nefnilega eina af þessum svona staðreyndum sem er erfitt að skilja, en þetta byggir í grunni á því að bankar, þeir eru passasamir sitt fé og þegar þú ert að taka þér húsnæðislán þá ert að skuldbenda í 20 ára fram í tíman. Þannig að þeir líta ekki bara til þess hversu mikið þú getur borgað næsta mánuðin, heldur líka næstu 300 mánuðina og þar af leiðandi er svona einhver auka byrði þarna á til þess að fólk komist ekki greiðslumat. En svo er það annað sem er meira, heldur meira aftur af þessum kaupum, það eru þessi skilyrði hjá Seðlabankanum. Þannig að Seðlabankinn er eiginlega búin að ákveða með þessum skilyrðum að þú getur ekki tekið lán nema að afborgunaði sé 35-40% af ráðstöfunartekjuðinum. Þrátt fyrir að fólk vilji og geti tekið stærri lán, þá má það bara ekki fá það. Og er eiginlega að svona setja belti og axlabönd á fjármálakerfi hér til þess að koma í veg fyrir einhverja bólum. Þannig að, já, þetta er ef þetta kemur í veg fyrir bólu þá er þetta náttúrulega þetta jákvætt en hefur þessar leiðilegu afleiðingar að fólk komist ekki inn á eignamarkaðinn sem vill það. Það var frétt í sumar 80% stóðust ekki greiðslumat. Já, þetta er líklega byggt að tölum frá okkur að 80% fólks á ekki efni eða getur ekki staðist greiðslumat á þessum nýjum íbúðum sem eru á sölum akkurat núna en þá er maður náttúrulega að horfa til einstaklinga og þannig að það sem fólk gerir það kaupir þá saman íbúð sem par eða þá tekur verðtryggt lán sem par en það eru fáir sem geta tekið óverðtryggt lán núna með svona mikla skuldsetningu en með því hefur haldist líf í fasteignamarkaðinum þrátt fyrir þess að hafa vexti. Eru þið eitthvað að skoða vanskil? Já, við sjáum við erum náttúrulega lánastofnun að einhverju leyti við sjáum hlutdeildarlánin og svo erum við sem líka greiningadeild að skoða alltaf hvernig vanskil eru og þau eru lítil í sögulegu samhengi en hafa aukist eitthvað lítilega. Það er peningum í umferð, er það ekki? Jú. Launatekjur hafa oft verið lægri, heldur en núna.
En það aðalega þessi veggur fyrir tiltekna hópa að komast inn gluggann. Já, það eiginlega, þess vegna líka vil ég ítreka það, ég myndi ekki segja að þetta væri neyðarástand, vegna þess að neyðarástand þá, það ástand eins og skapaðist eftir fjármálahrunið 2008. En neyðarástand fyrir öryrkja, leigjendur, einstaklinga, þá sem ekki sambúð, af því að út frá því að draumar þeirra fast húsnæði eru mjög veikir núna. Þeir eru mjög veikir og þau voru ennþá veikari þá. Og þá voru stærri, og það benda líka að það voru stærri hópur sem að... Já, voru stærri hópur og líka leigar sem hlutfall af tekjum, sérstaklega lágtekjuhópa mun lægra núna en það var fyrir 15 ára síðan, hefur lækkað rosalega mikið frá hruni, samt hátt, hefur haldist hátt yfir með okkur önnur Norðurlönd. Þannig að staðan hún ekki frábær hjá öllum, alls ekki, og það ég alls ekki að segja það. Það eru viðkvæmur hópar þarna sem þarf að hugsa og mitt ráð til stjórnvalda væri það að þau myndu huga aðeimitt þessum sem að standa hvað höllustum fæti og sjá til þess að það sé nógu mikið af íbúðum byggt fyrir þær manneskjur, litlar íbúður, félagslega leiguíbúður og óhagnaðardrifna leiguíbúður til þess að sjá til þess að húsnæðiskostnaði þeirra rjúki ekki upp. Það hefur svo sem orðið einhver búbót á þessum óhagnaðardrifnu einingum en sumir vilja bara sjá gamla Verkó endurvækið. Hvað segirðu við því? Verkó einmitt áhugavert skulu nefna að það afsprengi séreignarstefnunnar, það var aldrei leiguíbúð, það var bara eignaríbúð fyrir lágtekjufólk og það sem ég sé það ekki passa jafn mikið inn í það samfélag sem við búum í núna, þar sem einmitt við erum með þennan stóra hóp fólks sem að kannski ekki að fara að kaupa sér íbúður. Þá myndi ég telja að vera svona heilbrigðar að stuðla að einhverjum stöðugum leigumarkaði og hafa einhvers konar leiguíbúður, þá einmitt óhagnaðardrifnu leiguíbúðurnar sem að hafa byggst upp núna á síðustu 10 árum með almenna íbúðakerfinu hafa skapað mikið húsnæðisöryggi fyrir mörg þúsund manns og ég held að það sé svona eitthvað sem við ættum að stefna að svona kannski að halda í það og fjölga þeim íbúðum. Já, en þetta stærsta breytingin að þú nefndir hlutfall að 15% okkar voru að leigja kringum hrunið og eru 30%. Já. Og það ég myndi telja að vera vegna þess að við höfum sem vinnuafls frekar atvinnugreinar stækka mikið. Það náttúrulega ferðaþjónustan en svo líka byggingariðnaðurinn og það svolítið kaldhæðnislegt að við þurfum að byggja meira vegna þess að svo mikið af fólki að vinna við að byggja en það svona hluti af þessu. En jú, það þessi leigumarkar þarna og svo fyrstu tölum almenna leigumarkan eða þann óhagnaðardrifna. Það eru 7.000 fjölskyldur að bíða á biðlistum eftir slíkum íbúðum. Þannig að það einhver umfram eftirspurn þar, myndi ég segja. Hefur eitthvað að segja nágrannasveitarfélögin? Af því ég nefndi áðan að Reykjavík væri nú að standa sig aðeins betur en aðrir. Já, við vorum með opinn fund núna hjá HMS í dag þar sem við kynntum þessar tölur úr íbúðatalningunni. Og þar var Regína Ásvaldsdóttir bæjarstjóri Mosfellsbæjar og ég spurði hann einmitt þar þá hvernig henni fannst uppbyggingar áform vera á höfuðborgarsvæðinu og það mikið talað til dæmis þessi vaxtamörk sem eru utan og hún sagði að það væri ekki vandamál, allavega ekki fyrir Mosfellsbæ, hann geti tvöfaldast innan þessara vaxtamarka. Og en hún hlustaði samt á áhyggjur þarna frá byggingageirunum sem að kalla eftir meiri sveigjanleika í íbúðuppbyggingu til þess að sé hægt að byggja þær íbúður sem að sóst eftir, þessar litlar íbúður og líka það að þurfa að svona byggja fyrir alla einhvern veginn, bæði þéttabyggð og líka byggja stærri íbúður fyrir stórt fjölskyldufólk. Já,
og sáum fram á að það væri hægt að spýta í uppbyggingu. Hún var bjartsýn. Og Mosfellsbær að fara af stað með uppbyggingu á Blikastaðalandinu sem að er stórt land þarna sem að mörg þúsund íbúðum munu koma ef að plönin ganga upp. En það þarf að vanda til verka þá til þess að tryggja að þetta séu íbúðir sem að vera seldar. Ég ætla ekki að halda það lengur. Þakka þér kærlega fyrir, Jónas Atli Gunnarsson, hagfræðingur hjá HMS, og gangi ykkur vel í ykkar störfum. Takk hérlega fyrir mig. Nú, ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum hér áfram dagskránni eftir andartak. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti Samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin.is. Allir þættir Samstöðvarinnar eru á YouTube. Nú ætlum við að ræða allt annað mál. Hingað eru komin hjón, Matthías James Spencer Heimisson og Adrímir Selena May og Fría. Verið velkomin. Takk fyrir. Ástæðan er að þið eru hér til hamingju með ráðahaginn. Takk fyrir það. En ástæðan er að þið eru komin hingað er að það var stíð ykkur í sundur. Já. Þú ert Íslendingur? Ég er Íslendingur. En Adrímir er frá Venezuela. Yes. Og þá að vísa þér úr landi. Já. Matthías, má ég spyrja hvenær giftust þið? Við giftumst í mars 2024, 2. mars nánar tiltekið. Og þú taldir að þið fengjuð að vera saman? Já, við vissum ekki betur með að við þær upplýsingar sem við höfðum og manni finnst það eðlilegt að hjón fá að vera saman. Alveg sama hvar það er í heiminum. Svo framálega sem bara að það sé óeðlilegt að stíga fjölskyldu í sundur. Það eru reyn mannréttindabrot. En það er ekki gerð þannig athugasemdir við ráðahaginn eða? Það hefur aldrei komin inn formulega athugasemdir. En þið eru löglega gift? Við erum löglega gift, já. En eftir sem áður að þá á að vísa konuðinni úr landi? Já. Það kemur þér óvart? Svo helst þetta væri ekki þannig? Já, það kemur rosalega óvart og í rauninu öllum sem ég hef talað við. Ég hef ekki fundið eina manneskju sem að færir alvöru rök fyrir eða ástæði fyrir okkur svona framkvæmt þetta er að gerð. Er ástæðan svo að svona er þetta bara? Eða er ástæðan að Útlendingastofnun telur að þið séu ekki gift í alvörunni, að þetta sé sýndar gift? Já, það er svona, manni líður eins og það sé upplifunin. Það segir ekki hreint út? Þau hafa ekki svo sem komið neitt fram með það, þau hafa ekki skýnt fram á neinn rök en neitt annað, en maður hefur upplifað bara í samtölum og öðru, þar bara hafa verið svör eða í því sem við höfum heyrt þegar að vera að reyna að taka máli okkar núna fyrir að þau vilja bara vísa mínum réttindum til hliðar, ég eigi ekkert við málið að gera. Það snúist bara hana og það að vísa enn á burt og okkar sambandi virðist ekki vera til fyrir þeirra augum. En það er til? Það er til, já. Við erum löglega gift, við giftum okkur í Íslandi. Það fór allt í gegnum sýslumann og allt sitt ferli, öll gögn samþykkt. Allt löglegt við það. Og engar skýringar af hverju þetta svona? Engar skýringar í rauninni aðrar en bara að þau hafa í rauninni eins og við upplifum þetta sögðu okkur að gera hlutin ákveðin hátt sem þau nýtti þá til að út frá þeirra ákvörðun að gera hann ólöglega afturvirkt þannig að þau getu í rauninni hafnað dvalarleyfi á fyrir maka. Getur þú útskýrt þetta? Að þið leituðu ráða hvernig þetta ganga frá þessu við í rauninni giftum okkur og förum að sækjum dvalarleyfi fyrir hana og son hennar út frá þeim forsendum.
þá okkur sagt að það þurfa að draga umsóknina vernd tilbaka og í hennar tilfelli það ekki og svo sagt að það þarf að fara í gegnum talsmann hennar sem að hann var skipaður af Útlendingastofnun og það allt gert og í rauninni eina svari sem að við fáum þar tilbaka að málið hafi verið fellt niður svo bara að svo umsókn hennar semst vernd á sínum tíma hafi verið fellt niður svo í rauninni að næsta sem við heyrum að þegar við fáum samband frá lögreglu að dvöl hennar á landinu sé ólögleg og það að vísa henni burt þetta gerist í júní í fyrra og við erum búin að vera að berjast við kerfið í rauninni síðan þá Þekkirðu önnur svipuð dæmi? Við þekkjum önnur svipuð dæmi, kannski ekki nákvæmlega skref fyrir skref eins og okkur en við þekkjum þó nokkuð dæmi þar sem verið að vísa mökum Íslendinga af landinu þar sem verið bara sagt að þau eru ólögleg og eiga að fara. Og þú getur ekki sótt fjölskyldusameiningu af því að þú ert ekki flóttamaður? Já, í rauninni ferlið og svipa sko. Og þú sækir fjölskyldusameiningu á þeim forsendum og fer í gegnum svipa kerfi en í rauninni eins og staðan núna þá að því að þau eru búin að ákvarða hana ólöglega þá öllum umsóknum svona hafnað leið. Og hvenær á að vísa inn á landi? Eða þeim? Við eigum boðaðan fund núna á 50. og við gerum með að það er upplýsingu sem gerum við fastlega ráð fyrir að það fari framkvæmdin fram í framhald af þeim fundi. Að hún verði og þau verður öfulega handtekin eða þvinguð þó svo Útlendingastofnun vill halda fram að það sé ekki þvinguð aðgerð að skrifa undir svokallaða sjálfvilja brottför en það sem að þau undirstrika með því þá þú að fyrirgefa þeirra öllum réttindum til að leita þinna rétta hér á Íslandi. Og réttindum að koma eitthvað aftur? Já, í rauninni, eða þú mátt koma en það endur komi bann og allt svolítið samt við líði, bara þá ferðu svo ég sittir hann gæsalappa sjálfviljur, en náttúrulega ferði ekkert sjálfviljur í burtu frá fjölskyldunni, það sko einfallega þannig. Og þetta mun gerast núna á 50. Við gerum fastlega ráð fyrir að þetta fari til framkvæmdar endarlega fá og þau málið okkar á að vera tekið fyrir í héraðsdómi núna í október og við upplifum að þau séu að reyna að framkvæma brottvísunina fyrir þann tíma þannig að til að veikja í rauninni okkar mál eða málstað það kemur að því að það verið tekið fyrir í héraðsdómi. Adrímir, þú ert að læra íslensku en talar ekki mikla íslensku þannig að ég ætla bara að spyrja þig á ensku. What do you think will happen on Thursday? They will force me to sign not voluntary return, and that means, according to immigration, that I have to dismiss for every process that I have here. So hún þarf að falla frá öllum kærum eða umsóknum sem í gangi, já. But if you won't sign, what will happen then? So the police force me to go and they go to escort to me until Venezuela and they give me to the police there. That is bad. Já, eins og allir sem hafa kannski fylgst aðeins með ástandinu þar þá bara má Guð vita hvað það hefur í för með sér. Ansi margir í þeirri stöðu bara hverfa, reynilega, aldrei heyrst ráðum aftur. Eða lenda í alls konar misþyrmingum og ofbeldi. What do you think will happen when you come to Venezuela, you and your son? I can't know, but I really don't want to go there. I feel not safe there. Why did you leave Venezuela? In Puerto La Cruz. No, why did you leave? Where did you go? Oh, okay. Yeah. It's a
very difficult to get work there, and it's difficult to live there. It's not safe. The education right now is very bad for my son, and healthy there is bad, everything is bad. Þannig að hún hefur verið óheppin, hún hefur komið hingað vegna þess að þeir sem komið fyrst fengu hæli, automatíst, samkvæmt ákvörðun stjórnvalda. Já, og svo var þessu breytt, þannig hún er í hópnum sem kemur fyrstur þar sem búið að breyta reglunum. Já, í rauninu var ekki búið að breyta reglunum, heldur var bara búið að frista á meðan það var að vera að endurskoða. Og svo breyta í rauninu reglunum alveg hálft ár, 8 mánuði afturvirkt í rauninni. Fyrir fólk, þannig að það var alveg stór hópur af fólki sem kom og taldi sér fá sömu afgreiðslu og fólk hafði fengið áður. Ég meina það er náttúrulega, ég ætla ekki að segja að það megi ekki skipt skoðun að breyta ákvörðunum, en það er, manni finnst það svolítið ljótt og óheðilegt að gera það geti gert það bara langt aftur í tíman, sko. Og finnst það eins og hún og fleiri hafi verið svona narraðir til Íslands? Narraðir og ekki narraðir, en þau komu hingað á fölskum forsendum í rauninni, því að þarna var ennþá yfirlýst stefna að fólk fengi vernd og viðurkenndur fjöldaflótti frá Venezuela á þessum tíma. Ég meina þetta er, ég held sé það land í heiminum sem er með einna flesta íbúa á flótta. Þannig að ég held sé yfir 7 milljónir staðfesta tölur. Mest í nágrannalöndunum. Já, sjálfsögðu, ég minna það kannski segir sig sjálft eðlilega. Já, svo bara hlustendur áttu sig á því að það er ekki þannig að þessu allir í Evrópu. Nei, alls ekki, það er lítill hluti af þeim í Evrópu. En nú er það svolítið svona stóri dómur sem er framundan á fimmtudaginn og kannski skiljanlegt að þið sem eruð að kannski berjast fyrir því að það verði ekki. Það er kannski erfitt að spyrja ykkur að sjá fram yfir það. Hvað sér þú fyrir þér að gerist eftir fimmtudaginn? Eftir fimmtudaginn? Hvað ætlar þú að gera? Hvað ætla ég að gera? Við höldum náttúrulega áfram með að berjast fyrir okkar réttindum máli hér, en við byrjum að undirbúa okkur fyrir að hluti fara á vestaveg fyrir okkur. Sem er að margirinn verði flutt til Venezuela? Þeim verði flutt til Venezuela og í framhaldinu jafnvel að málið okkar hljóti ekki náðir fyrir dómstólum. Þannig að ef hún skrifar undir, þá er bara málið fellt niður? Mögulega. Þetta náttúrulega snýr líka að hlut til að mínu réttindum og að það sé ekki við hæfi eða rétt að taka mína fjölskyldu frá mér. Ég hef mín réttind til að velja og eiga mína fjölskyldu og búa með henni. Má ég spyrja þig, þegar þú leitar til stjórnvalda og segir að það er að flytja konuna mína úr landi, nauðuga, hvað segir fólk við þig? Bara bad luck? Nei, flestum kemur þetta bara stórkostlega óvart að þetta sé að raungerast, að það sé verið að brottvísa maka Íslendings. Þingmenn aðrir sem að bara er margir hverjir sem að skilja ekki hvernig þetta getur staðist. Við erum löglega gift. Hvað er það sem veldur? En þú kannast við að það hefur verið svona gervigiftingar. Ég hef verið búin til bíómyndir það út allan heim. Að sjálfsögðu er það til. Já, ég veit það, en ég er bara að velta fyrir mér, hefur því verið haldið fram við ykkur? Hefur orðið varfið að það sé verið að fylgjast með ykkur, hvort þið búið saman? Það hefur enginn haldið því fram við okkur eða reynt að sína fram á það eða efast það formulega okkar hjúskap og ég bið alla velkomna að reyna það. Sína fram á það er eins langt og eins fjarri myndinni sem til er. Þú getur spurt hvert sem hefur verið nálægt okkur í 5 mínútur þau sjá að þetta er alvöru og vita það. Þannig það er ekki málið? Það er alls ekki málið en ég vil meina að það sé svona reglífin sem við erum að nota, það sé bara búið ákveða að öll brúðkaup Venezuela búa hérna á Íslandi séu til málamyndunar. Og þau nenni ekki eins og rannsakamálin, þau bara eru búin að ákveða það. Þannig ef þú giftist hælisleitenda, þá er það ekki gilt hjónaband að mati útlendingastofnunar? Já, bara yfirlýst stefna, eða óyfirlýst stefna, það virðist vera vinnubröðin hjá þeim. Þannig þau eru ekki að reyna að meta það séu þannig? Nei, þau bara ákveða að séu þannig. Og fólkinu vísaði í burtu? Já. Og þá er það líklega
von eða hugmynd Útlendingastofnunar að þá hverfi málið bara. Já. Að þú hefur verið að reyna bjarginni með að giftast henni og það reyndist ekki vera og svo bara heldur þú áfram með þitt líf. Já. Þetta svona... Þetta upplifunin að það sé að vinnubröðin þeirra sé gangi út frá þessu og þau í rauninni telja mig ekki koma nálægt málinu, þetta skiptir mig einhver máli sem eins fjarri raunveruleikanum og hægt Þannig þau taka bara ekkert mark á þér? Nei. Og það sem að þú telur vera svona mikilvægt í lífinu, að þau telja það vera bara hjóm. Já. Þetta sérstakt mál. Hvað gæti gerst sem myndi bjarga ykkar máli? Svo nú 50-daginn, það ekki morgundur hinn. Já. Hvað gæti gerst? Þá til þá? Já. Ég hreinlega veit það ekki akkurat núna. Ég meina að sjálfsögðu vitum við til þess eins og við gerst annars staðar í samfélaginu. Það hefur verið gripið inn í og tekið fyrir hendur Útlendingastofnunar og lögreglunar. Það sjálfsögðu möguleiki. Það sem að við viljum svo sem helst bara að við fáum að láta reyna á málið okkar og réttmæti ákvörðunar Útlendingastofnunar áður en að þau framkvæma þessa brottvísun þá. Þannig að á fundinum á 50-daginn að þá verði hún ekki neitt til þess að skrifa undir. Það væri okkar ósk. Já, og umsjón hennar fengur fá bara að ef þau hafa virkilega svona mikla trú á sínu máli að þau leyfi þá dómstólum að taka það fyrir. Við höfum fulla trú á okkar máli þannig að við viljum bara að dómstólar fái það. En nú leggur Útlendingastofnun mikið á sig til þess að koma konunni þinni og syni hennar frá landinu. Hvað heldur að geti legið þar að baki? Akkur það þarf að vera mikilvægt að koma þessari konu burtu? Ég geti trúað því að þau viti til þess að þau hafa farið staðið rangt að þessu máli og vilja reyna að láta það hverfa bara. Það sé þeirra presta þessu að nota styrk sinn í að þvinga málið í gegn til þess að reyna það kom ekki, fari ekki fyrir dómstóla og það verið opinberað og þeirra ákvarðanir verða teknar fyrir. Og þetta að tala ráðleggingarna sem að þið fengum hvernig þetta það á meðal. Þau þurfa að taka ábyrgð á þeim upplýsingum sem þau veittu og hvernig kerfið er sett upp. Getur aðeins útskipt fyrir mig betur ráðleggingarnar voru hverjar? Það svo sem ímyndslegt í þessu. Til að byrja með þá stendur til dæmis að í hjúskapar, þú sækir makaleyfi, dvalarleyfi fyrir maka, að ef makinn á landinu þá má hann dvelja á landinu með umsókn til vinnslu. Sé henni hafnað þá þarf að gera skriflega auðvitað þannig að í skilningi þá leið umsóknin komin til þú ert búin að setja hann inn og það var engin brottvísun eða neitt í gangi þegar við gerum það þannig að við eins og hver og einn myndi skilja þá má hún vera á landinu og máttu vera á landinu þegar umsóknin fór fram. Þegar við vorum að fara yfir hvernig áttum að sækjum og svo leiðist þá fengum við ráðleggingar á nokkrum stöðum að já, umsóknin vernd þarf þá að vera dregin tilbaka. Þú átt ekki að vera með 2 í kerfinu sem ég veist alveg mjög eðlilegt. Það astnalegt að það séu 2, 3, 4 umsóknir í kerfinu og öll tíman og vinnan sem fer hjá fólki í að gera þær að sjálfsögðu erum við búin að skipta yfir í það sem okkur finnst eðlilegast að umsóknin þarna fyrir maka. Þannig okkur ráðlegt að draga tilbaka. Við sendum póstum þess efnis, fáum þær upplýsingar meðal annars í afgreiðslu með Útlendingastofnun og fáum það að gefa upp tölvupóstang þar sem við senda þessar upplýsingar að við viljum draga tilbaka af því að við erum búin að sækja núna fyrir maka. Sendum þann póst á fáum upplýsingar að öll samskipti þurfa að fara í gegnum talsmann hennar. Þannig að við höfum samband við hann og segjum við höfum fengið þessar ráðleggingar en að þú þurfir að framkvæma þessa, þannig að hann fer í það. Þá er honum sagt að já, málið sé hjá kærunefnd, þannig að hann þurfa að draga það tilbaka þar. Hann gerir það, þetta leiðbeiningar sem koma beint frá Útlendingastofnun. Og svarið sem gefur það er að málið hafi verið fellt niður. Kemur hvergi fram í öllum þessum samskiptum sem að hefði verið rétt. Í rauninni að herðu afsakið, hún þarf að yfirgefa landið í 3 mánuði, sækjum
makaleyfi og getur komið svo aftur. Það hefði verið réttar upplýsingar. Það kom aldrei fram, aldrei þessar leiðbeiningar. Né heldur aldrei í rauninni að, já, með því að draga umsóknina tilbaka og kæruna, þá upphafleg niðurstaða frá því í ágúst árinu orðin virk og hún ólöglega afturvirt í allan þann tíma sem að þeir í rauninni gera. Það það sem að þeir láta gerast. Og leiðbeina okkur eiginlega í að láta falla í þessa gildru. Á þessum tíma hefði líka í rauninni voru þau að nálgast þann tíma þar sem að þau hefði fengið sjálfkrafa manni hvað heitir, hvort sé í ár vend að því að málið þeirra var búin að vera svo lengi í kerfinu á þess að fá svar. Þannig að maður svona sér næstu fyrir sér einhver að við séð, herðu, hvað var að gerast hérna, getum við legt og losna við. Það var eiginlega ógilt hennar umsókn án þess að hinn umsókninum dvalarleyfi fyrir maka væri eiginlega gild. Já, þau í rauninni hægt að taka á móti henni. Já, þau í rauninni láta okkur framkvæma aðgerð sem þau vita hvað er að fara að gerast en ekki við með það upplýsingar höfum sem að þau geta nota til þess að hafna dvalarleyfi fyrir maka. Hins vegar gera þau það aldrei formlega. Við fáum aldrei svar að dvalarleyfi fyrir maka hafi verið hafnað fyrir að við ítum eftir að býtum við og erum með þessa umsókn í gangi sem að gefur henni rétt á að dvelja meðan hún er til vinnslu. Já, þá kemur allt inn miklu seinna eitthvað svar, já, í gegnum lögfræðingin okkar að hérna þetta telst hér með formlega staðfestinga þessar umsókn að verið hafnað 2 mánuðum eftir að í rauninni þeir eru búin að setja á endurkomubann. Þannig að þau eru aldrei búin að hafna þeirra umsókn fyrir langt eftir á en nýta sér samt áfram að segja að það sé endurkomubann virt og brottvísun gefin út. Og hún er í svona limbói hér, hún er ekki með dvalarleyfi, hún er ekki með atvinnuleyfi. Algjöru limbói og hún er ekki með kennitölu eða kennitala? Ekki með kennitölu, ekki sonur hennar heldur. Það er nú eitt bara framkvæmdin og brot sem að hann hefur þurft að þola frá útlendingastofnun. Hvað er hann gamall? Hann er 14 núna. Var hann í námi? Hann er í námi, hann gengur í Austurbæjarskóla. Við komum hann þangað. Ég veit ekki hversu vel þú þekkir en eins og barnasáttmála annað. Þá er það bara sem að Íslandi hluta og öll lönd að börn þurfa að eiga rétt á námi og eiga aldrei vera lengur en 3 mánuði á náms. Hann komst ekki í skóla fyrir en einhverjum 9 mánuðum. Af því að við gengum inni, við höfum frétt af börnum í rauninni farandi sjálf í skóla og segja herri það er minn réttur að stunda nám sem er rétt og ef útlendingastofnun væri bara aðeins á tánum myndi uppfæra foreldra að þú getur bara farið í skóla og þau taka á móti þér sem að gerist í okkur, við fórum bara herri við strákurinn okkar hérna býr í hverfinu já, herri þið bara mætið á fund á morgun skrifum til plagg og hann er komin í skólan þetta er ekkert flókið ferli en útlendingastofnun lét hann hanga í rauninni 10 mánuði þau höfðu loksins samband einhverju mánuð eftir á og þau voru búin að koma í skóla við svörum bara, herri nei, við erum búin að ganga frá þessu sjálf hann er komin nú ok, ekkert mál svo aftur ári seinna þá hefur útlendingun aftur samband herri, sonur ykkur á að byrja að ganga í skóla hér þannig að maður spyrsir stundum hvað er í gangi hjá þessari stofnun þú veist, það er fólk ekki að tala saman í að skrá hluti niður eða fylgjast bara vinna vinnuna sína. Hörðu, Matthías, gæti ég sagt að þú væri svona venjulegur maður? Hefur þú staðið í svona vesinni áður eða? Nei, ég hef ekki glímu við kerfið? Ég hef ekki lagt það í manna minna þurfa þess en Þú manst eftir fósturforeldrum Óskar sem var kólumbískur drengur sem var hérna. Það var svo áberend á þeim hvað þeir voru sko hissa þegar þeir lentu allt í útlendingastofnun. Hvað þetta kerfi var anstíkilegt og fjandsamlegt. Ég kannast við þá upplifum mjög og ég kannski orðin svolítið brendur og lit þegar við erum búin að vera að rífast við það núna í 1,5 ár rúmlega þannig að maður er ómanneskilegi hlutin á þeim og hvað anstíkilegt það er hægt að koma á óvart núna þegar maður er búin að upplifa það trekk í trekk hvernig að þú veist stofnunum virðist ekki koma fram með fólk eins og þessi fólk heldur þetta bara einhver tala í Excel-skjali hjá þeim sem á að reyna að láta hverfa sem fyrst og þessi svona hugmyndum að Íslands samfélag væri miklu betra ef að hún væri og svona Já, ég meina við getum alveg orðað hann einn að
þú sér hann mann, telur þú hann sé einhver ógn við íslenskt samfélag eða almannahag? Nei, það er ótrúlegt. Fyrir mér það eina forsendan af hverju það hægt að réttlæta að vísa fólki frá landi, ef ég alveg hreinskilinn. Ég vona að eitthvað gerist svo að þið fáið að vera saman. Það kann verið það. En þú sagðist fyrir að búast við versta, hvað það ef þeim er vísað á landinu, hvað það þú að gera? Hvað ætlum ég að gera? Þú sagðist alltaf halda áfram með málið en það er... Já, það fara að ganga sinn veg eftir eins mikið og það geti gerst, en þá fyrir við bara að undirbúa það að ég þurfa að því að þessi brottvísun og endurkoman eins og ég sé það ekkert bara gagnvart þeim, gagnvart mér líka. Ég þarf að yfirgefa landið til þess að vera með fjölskyldunum minni ef að... Þannig að þú ferð til Venezuela í fyrsta skipti? Já, við ætlum að reyna að finna einhvern annan samastað annars þar í heiminum sem að getur verið öruggur saman því að staðan bara einfallega þannig eins og staðan í dag að ef ég fer til Venezuela þá enda ég sennilega í fangilsi. En þú ert þá eiginlega svona flóttamaður frá Íslandi? Já, ég verð það. Í rauninni þessi ákvörðun að valda því að ég verð flóttamaður frá landinu mínu. Herðu, ég óskuðu bara góðs gengis og... Takk fyrir það. Það er mjög buena suerte. Kærar þakkir. Takk fyrir. Við ætlum að halda áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja hana heim sem er svolítið skrítinn og maður þarf að segja allan við til þess að botna í þessu. Næsti kafli er í augnablik. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og fengið hingað til mín góða gesti til þess að ræða úrræðaleysi barna og ungmenna við fíkni og geðrænum vanda. Verið velkomnar Lára Ómarsdóttir, Diljá Ámundadóttir og Sigþóra Bergsdóttir. Það fór framhjá ekki mörgum held ég að það var svona kraftmikil færsla föðurs sem að fór af stað á sunnudagskvöldið. Það var svona þegar ég sá hann allavega, var tekin upp í fréttum og þetta hefur svona verið, vikan byrjaði á þessari umræðu, þetta er kunnulegt stef, því miður. Lára, þú þekkir þannig aðeins til, þetta er ungu maður sem tekur í líf eftir að hafa rekist ítrekka þá veggi, svona í samfélaginu. Getur aðeins lýst fyrir okkur svona, svona í stuttumáli þessari erfiðu sögu? Hávarður Máni rekst eiginlega bara strax á alls það þegar hann byrjar í skóla. Það byrjar í rauninni kannski í leikskóla en að alvöru þegar hann fyrir skóla. Og hans saga er bara því miður ekki einstæmi. Hún er bara, ég er búin að fara í þó nokkrar, allt og margar útfarir hjá ungu fólki það sem að sagan er eiginlega bara svo sama. Þetta eru krakka kannski sem eru með, einhverju erfiðleika, ADHD, einhverju rófi, eru einhvern hátt aðeins öðruvísi en hinir krakkanir og lenda bara einhvern veginn strax svona út í horni, finna mjög fljótlega fyrir höfnun af samfélaginu og það bara heldur áfram í gegnum þeirra líf. Og það svo þegar eru hún fullorðin eða það reyna að leita einhverju úrræðin á spítilum eða í kerfinu eða hvar, að það er alls það sama. Fólk vill alveg gera eitthvað en það getur ekkert gert, það er engin alvöru úrræði. Bráðadeild til dæmis upp á geðdeild er svo illa sett, vil ég segja, að það er lagður fyrir fólk sem þangað kemur
spurningalisti og ef þau get ekki lýst í nákvæmlega hvernig þau ætla að taka í líf þá bara fá þau ekki að fara inn. Það aðalatrið. Ég vorði vitni að því að manneskja var að reyna að koma sér inn á geðdeild, var búin að skera sig í andlitið og var bara illa haldin en af því að hún gat ekki lýst í nákvæmlega hvernig hún ætla að taka í líf og þá fekk hún ekki fara inn. Augljóslega veik, skiljiði, og það sama með Hávar Mána, bara eins og því miður sögu allt og margra í kerfinu. Þetta byrjar einhvers staðar í grunnskóla eða þú veist, bara mjög snemma af því að fólk, ég veit ekki alveg, það ennþá til dæmis bara fordómar gagnvart börnum og foreldrum sem eiga börn með ADHD sem dæmi og það endalaust verið að segja þeim óbeint í fréttum og annar staðar að þetta sé mataræðið eða uppeldið eða eitthvað þegar það bara alls ekki málið líka með fólk, krakka sem eru á einhverju rófinu það eins og fólk kunni ekki að tala við þau bara skilji þau ekki af því að þau náttúrulega þurfa miklu svona bara nákvæmari talsmáta, þau skilja ekki endilega eitthvað svona kaldhæðni eða óbein skilaboð, þú þarf bara að segja þeim hreint og beint út hvernig hlutinir eru. Já, og hvers vegna? Nákvæmlega, og þau rekast á, þetta bara, og þetta bara búið að vera svona allt og lengi og líka hitt, það sem við sjáum mjög oft einmitt að foreldrar stíga fram eins og Hjörleifur þarna eftir að barnið er látið. Foreldrar sem eru bara að glíma við þetta núna þau eru mjög mörg bara mjög smeyk meira sér bara við að segja og afa hvernig staðan er vegna þess að það ennþá bara samfélagið ennþá ekki tilbúið til þess að viðurkenna það að við erum ekki öll eins, það ekki öll börn eins og það ekki uppeldi að kenna ef eitthvað fer öðru vísi og ég meina á Facebook sjáum við, foreldrar posta myndir af börnunum sem fengu 10 í öllu. Hvar eru myndirnar af börnunum sem fengu 3? Skiljiði? Það endalaust verið að hampa þeim sem að bera af eða eru venjuleg, skiljiði? En hinn bara, þeim líður þá bara eins og þeim sé hafnað. Mér finnst þetta reyndar svo ótrúlegt og svo sterkt og það sló mig líka einhvern veginn á sama tíma sem að hann segir Hjörleifur, pabbi drengsins, hann segir það verður svona tímabil þar sem að þau fara að keppa í að vera best í að vera verst og ég held að við vitum einhvern veginn allar hvað nákvæmlega þetta þýðir. Ég var þarna sem unglingur, kannski þess vegna sem þetta kemur svona við mig en ég man eftir því að þegar maður einhvern veginn er í stöðugri keppni og maður er alltaf einhvern veginn elda á sér skottið og kemst ekki neitt áfram og þá einhvern veginn verður svona, það kemur svona moment þar sem að maður ákveður bara, þá ætlum ég bara að vera alveg hryllingur. Já, fara bara alveg hinn áttina. Það kannski eina sem þú fær athygli út á orðið. Skilurðu? Það eina sem þú farið einhverju viðurkenningu. Þetta alveg það, sko. Það að því að þú gerðir eitthvað hræðilegt að þér. Það gleymist að inn í kerfinu líka rósaði bara fyrir að bæta til dæmis árangur úr 2 í 3. Það ekkert voðalega mikið verið að segja bara, nei, vá, þú búin að hækkaði með 1 heilan á milli ára. Það engin velun fyrir það. Skilur svo sem dæmi. Svo þetta náttúrulega líka bara þessi, bara þessi orðræða og hvaða orðfæri við erum að nota. Ég var til dæmis í nokkur ár í skóla- og frístundaráði þar sem að þessi tískusetning sem að lét einhverja voða einhverja dygðarfulla fulltrúa missa svefn að drengir sem get ekki lesið sér til gagns. Já, og ég ítrekað sagði, þessi setning er að skaða miklu meira heldur en það sem hún fjallar og ég náði því gegn að við mættum ekki segja þessa setningu hvorki þarna inn á fundum nýja út af við og við ættum að tala þessa prósentu sem yfirleitt mjög mikið á reykirendar sem hóp barna eða drengja sem þurfa ákveðin stuðning, kannski tímabundin eða skilurðu og tala það umvefjandi, ekki bara þeir geta ekki. Mér svo minnistætt að hann Jónas Sig, einlægur trúbadór svolítið, sem sagt opnaði sig í sjónvarpsviðtali eitthvað tíman, ekki, þú veist, bara fyrir svona einmitt 5 árum að
þar sem hann einn af þessum drengjum sem get ekki lesið sér til gagns og hann sagði ég tók þessu bara alltaf sem stimpli og það væri þá bara komið að þeirri endastöð. Ég gæti ekkert mikið meira, það gæti ekkert orðið úr mér annað en þetta, ég get ekki lesið mér til gagns. Á meðan ég held að hann sé bara með þeim betri að lesa mennsku til gagns. Hann bara mjög félagslega fær og getur tjáð tilfinningar sínar sem fullt af fólki sem getur lesið sér einhver texta, bækur til gagns til að verða einmitt afreks, eitthvað staðar, dúksa, sem eru bara oft ekki fullfær einmitt að vera klárt í félagslegum samskiptum eða tilfinningarlegu tjáningu eða bera kennsla á eigin tilfinningar. Þetta bara oft eitthvað sem einhvern veginn kannski gert lítið úr í okkar samfélagi. Já, það líka þetta að segja að þú get ekki lesið sér til gagns. Það ekkert endilega heldur alltaf rétt. Vegna þess að ég þekki bara fullt af ungum drengjum sem geta lesið sér til gagns á öðru tungumáli sem dæmi. Þeir lesa fullt á internetinu á ensku en þeir skilja kannski ekki einhver orð í íslensku eins og ósérhlífin og að fara offari. Skilur þú? Já, og bara einmitt og þú veist að þessi lestrar þú veist, af hverju getum við ekki bara líka skilið að það líka erfið, ég á mjög erfitt ef ég að gangi gegnum erfiða tíma, ég í tilfinningalegu uppnámi sem bara stundum í lífinu, þá á ég líka bara erfitt bæði með að skrifa skýran texta af því það eitthvað, þeir leggja hérna niður störf í framheilanum mínum þar sem tjáningastöðin og lesa mér til gagns og ég 46 ára kona og ég er að læra 5. háskólagráðina ég get ekki lesið mér bréf frá Tryggingastofnun til gagns til dæmis. Þú veist, af hverju erum við alltaf að taka þennan hóp og gera hann að einhverju vandamáli sem að þarf að leysa því þú ert svo lojal einhvern veginn fulltrúi staðin fyrir að taka þetta aðeins og mögulega líka hvað kom fyrir þessi börn, af hverju líður þeim stundum það illa að þau get ekki mitt lesið sér til gagns eða 100 orð á mínútu eða sem þessi mælikvarðar eru í þessu ferganda skólakerfi. En þetta var nefnilega svo hjartnæmt þarna hjá þessum föður og svo bara rétt það sem hann var að segja. Það að þarna á hann þennan dreng, hann með ADHD og þau sem þekkja ADHD vita að það ekki uppeldisvandamál eða mataræði, það bara allt annað fyrirbæri og strax í leikskóla, þú veist, gat hann ekki setja í kjur til þess að hlusta á sögu, þú veist, af hverju þarftu að vera kjur þegar þú hlustar á sögu, skilurðu? Þannig að hann byrjar á að fá alltaf þessi neikvæð skilaboð og þú veist, og svo þetta, þú veist, einu úrræðin í skólunum, af því að í skólunum vinnur ótrúlega flott fólk, en það ekki nein úrræð inn í skólunum til þess að taka á móti þessum krökkum, þannig að leiðin var að geyma hann einhver staðar fyrir utan eða einhver staðar ekki með hinum krökkunum og svona þetta bara áfram og svo þegar að þú veist, hann orðinn 12 ára þarna og fer svona að fikta við fíkniefni fyrst að þá stuðlar eini staður sem hann fer inn á og þar hann einn með öðrum dreng sem 17 ára sprautufíkill, skilji, þú veist, það til dæmis eitt, já, og bara þar lærir hann bara ýmis brögð, eða hvað maður að segja og tilheyrir það og finnur mannesku sem að sem hlustar á og hlustar og ber virðingu og það ekki svo sammála þess að það vantar alltaf einhvern veginn þetta, það er bara svona kærleika og virðingu og hlusta á fólkið og hlusta á unga fólkið, þú veist, sem að koma og leita sér aðstofar og líka bara þau sem eldri og glíma við geðræn vandamál það bara hlusta á þau og ekki alltaf að svona, ég veit ekki ýta þeim út í horn. Ég held að það sem við erum alltaf að gera og það sem kannski ég hef búin að velta svo mikið fyrir mér þessari greiningar þörf og auðvitað gott að greina til þess að geta átt okkur á því hvernig getum komið til móts við fólk en það byggir svo mikið upp á öllu því sem þú getur ekki gert. Þannig að við erum alltaf að horfa á það sem að fólk getur ekki gert og ég á nú einn yngsti drengurinn minn verulega hann mjög mikið ADHD-barn og var í leikskóla og leikskólakennarinn sem algjörlega stórkostleg kona, hún Mandi, hún sagði eitthvað við mig, hún sagði þegar ég á leiðinni vinnan á mótnana þá hugsaði alltaf hverjum einasta mótni hvað get ég gert í dag svo að Eyjólfur getur skinið, skilur, og hún var alltaf að hugsa hvað hann getur gert öðruvísi þannig að hann geti fengið það sem, þú veist, að því hann styrkleikar og ég held að það sé þar sem við erum alltaf að horfa á það sem við geta ekki við erum að búa til væntingar sem að fólk getur hugsanlega ekki orðið við
börn í þessari stöðu og við erum ekki að byggja á styrkleikunum og við erum ekki að byggja þau upp eins og þú segir að vera með 2 í einhvern og fá svo 3 í einhvern, það er bara gríðalegt stökk og það er bara gríðalega jákvætt, bara frábært. En það er ekki veitt velum fyrir það neins. Nei, og þessi svona sýn að við séum alltaf að nálgast alla út frá greiningunni, út frá einhverju vandamáli, út frá einhverju sem þarf að leysa. En ég meina við leysum ekki ADHD, við þurfum bara að koma til móts við fólk sem þar, skilur við. Þurfum einhvern þú veist alveg eins og með lesblinduna, þegar uppgötast allt í nú geti sett einhverju svona litaða miða ofan á, það var ekki að segja til þess að fólk geti lesið. Og svo frábært viðtal við einhverja í gær, í einhverjum fréttunum, þar sem hún var að sýna hvernig hún var að breyta, hvernig hún geti lesið. Já, hún var þetta með spjald. Með svona spjald. Og við getum fundið svo margar leiðir til þess að koma til móts við fólk og líka bara fagna fjölbreytileikanum. En þegar við tölum fagna fjölbreytileikanum og þú maður veltir fyrir sér, ég meina við erum vel rosalega ólík og við veljum okkur ólíka leiðir í lífinu. Við förum ekkert öll í bóknám og við endum ekkert öll í bókmenntafræði eða íslensku eða sem stærðfræðingar. Heldur verðum við bara, ef við ætlum að halda utan á samfélagið og verðum við að vera með svolítið svona frjótt og ólíkt fólk, hvers vegna erum við ekki bara strax að grípa krakka á þeirra eigin svona hæfileikum á áhugasviði? Skólan eru þetta bara byggður upp þannig að þú ert með hópa börnum og svo ertu bara með einhver takmörku gæði af fólki sem að sinna þessum börnum og það er bara best fyrir alla að allir setja kyrrir og gera það sem þeim sagt, skilur? Ég held að aðalástæðan sé ekki svo. Ég held að aðalástæðan sé svo að langflest sem búið í þessu samfélagi bara skilja ekki og vita ekki hvað það þýðir að barn sé með ADHD, mér finnst bara það skipta máli að þú vitir þessar greiningar. Já, sjálfsögðu skiptir það máli. Og þau skilja ekki og vita ekki hvað það þýðir ef barn er á einhverfurófi sem dæmi. Ég á barn á einhverfurófi og ég er bara mjög ofta útskýra fyrir fólki hvað það þýðir. Er það ennþá svona þannig? Það er bara ennþá þannig, það er bara flestir bara eru ekkert að pæla í þessu, skilur við. Hvorki börnum sem er með ADHD eða einhverju, ég er ekki að tala um í skólunum, ég er bara að tala um samfélagið sem heild og ef að þú ert foreldri sem bara er með börn sem eru ekki með neina taugaraskanir eða neitt svona, neina greiningar eða neitt. Af hverju ættirðu þá eitthvað að vera að kynna það hvort að systurdóttiðin eða systursonið sé á einhverju og hvað það þýðir fyrir þá foreldra og þú veist, foreldrar barna sem eru kannski með alvarlega þroskaraskanir mæta alls ekki miklum skilningi í þessu samfélagi og þú veist, það er bara eitthvað, er hann í hvíldar innlögn barnið, akkur er þú ekki bara með barnið alltaf, þú veist, hvað getur þú ekki alveg barnið upp, þú veist, þetta eru spurningar sem foreldrar fá alveg og ég var bara að tala við ungkjón núna bara helgina sem að eiga dreng sem er mjög alvarlega á einhverju rófinu og þau bara mæta þessu allstaðar sem þau fara, bara í samfélaginu og það er bara því miður þannig og ég held að samfélagið þurfi bara að vakna allt og bera meira virðingu fyrir því að við séum mismunandi og börnin okkar séu mismunandi og reyna að skilja þau og skilja foreldrana og við sem eigum börn verðum að vera opnari og þora að tala um þetta. Já, ég held að það sé augljóslega merki veikt samfélag þegar við getum einhvern veginn ekki tekið utan okkar bókstaflega minnstu bræður þegar við sjáum ítrekkað að foreldrar skrifa færslur eftir að eitthvað hryllilegt hefur gerst og það sem að þau segja nú ætla ég að nota þetta dauðsfall eða þennan hrylling til góða og til þess að vekja samfélagið og það er einhvern veginn, það virðist fyrir mér virðist allavega það virðist eitthvað að vera að vakna en það er samt einhver það er stopp einhvers staðar. Það er alltaf verið að tala um úrræðaleysi. Já. Og þetta úrræðaleysi sem að ég menna við hugsum mann hávarð. Já. Að auðvitað er þetta bara mál þar sem að við bara getum sagt það hefði þurft
að vinna með tilteknum hætti með foreldrum og barni frá leikskóla, skilurðu. Og með jákvæðum hætti og með því að horfa í augun á barninu og með því að horfa á það sem einstakling ekki bara greininguna og það það sem ég að meina. Já, algjörlega. Ég vil að við sem horfa fólk og aðstæður og fjölskyldur og allt sem þau en ekki greininguna og það það sem að mér finnst svo mikilvægt að við förum að horfa hvern og einn. Og það hefði verið hægt að reyna að vinna út frá styrkleikunum og þá vinna að foreldrar og skóli og þessi samvinna sé að við séum að vinna saman. Það ekki hægt að setja það á þennan eina kennara sem með 25 barna bekkin, skilur og það ekki hægt að vinna þannig. En það hægt að, við þurfum bara að auka stuðningin inn, við þurfum að ákveða að þessi 5 börn í skóla eða 10 börn í skóla sem þurfa alvöru og við vitum og sjáum mjög snemma. Ég meina við sjáum þessu börn í leikskóla sem eru bara ógeðslega klár, ógeðslega flott, ógeðslega skemmtileg en einhvern veginn brekast á og svo þau bara brotin niður. Og svo lenda þau svo og svo bara, þau lenda í einelti og þau eru brotin niður og þau sitja með tárin í augun og horfa foreldra sína 7 ára og segja en ég svo vitlaus, skilurðu. Það eru þessi börn og þetta eru allt börn sem eru bara briljant, skilur, ég held að og geta svo margt og geta orðið svo margt alveg sama hvað það og við verðum bara að bera ábyrgð á því að ætla okkur að það sé ekkert barn sem að horfir á foreldra sinna með tárin í augunum, pingu lítið og segir ég get ekki, ég svo vitlaus, skilur, það bara óásættanlegt en þannig það samt og við verðum bara að ákveða það að við ætlum okkur að gera það eitthvað öðru og við verðum þá að setja það þarf þessi snemmtaka íhlutun og þetta sem að farsaldin á að koma til mótsvið og allt það hún á að koma til mótsvið þetta og þetta þetta það sem að hjartað í þeim lögum á að vera og við þurfum bara einhvern veginn að vera klára því að það einhvern veginn svo ég verið fyllt eftir, ég veit ekki hvernig og ég meina það fullt af fagfólki það fullt, ég meina við erum með mikið af alls konar nýjum hlutum og úrræðum, og leiðum til að takast á þessa hluti við verðum að valda frá skólarnir verða að vera tilbúin að taka við því líka skólarnir verða líka að vera tilbúin til að taka við Já, en það líka síðan bara í framhaldinu að þá ertu líka með kerfi sem virkar ekki eins og ég var að nefna með geðdeild hún náttúrulega bráðageðdeildin algjörlega vansvelt af fjármagni hún allt og lítil og getur tekið allt og fáa inn þar bara markmiðið að passa ef þú ætlar að drepa í dag ok, komdu þá inn og svo ertu bara sendu út eftir 2 daga með lyfjapoka og þarna eru, þú veist það hægt að gera stórkostlega hluti en það væri peningar en við erum þetta, þú veist fyrir mér þetta í raun og veru svolítið, þetta samhangandi mál ef við getum náð þú veist, að sjálfsögðu þurfum við að fjármagna þriðjastigið og geðdeildirnar og hvernig við erum að takast á við veikt fólk og fólk mun verða veikt og geða áfram alveg sama hvað við gerum í barnæsku en við getum samt sem áður breytt minnkaða þú veist, grundvallar hugmyndin þetta fyrir fósin og eftir fósin, skilurðu þú veist, við getum komið í veg fyrir svo marga við getum minnkað þessa þú veist, ef við ætlum ekki að gera í fyrsta stiginu, ef við ætlum ekki að gera í forvörnum, ef við ætlum ekki að gera í snemmtækri, þá mun bara bráðageðdeildin, þú veist, við getum byggt 5 á Íslandi, við getum eytt öllum peningunum okkar í það, skilur, og það mun ekki duga til, vegna þess að við viljum reyna að minnka það eins mikið og við getum, til þess að þar sé bara sérfræðingin, þar bara ákveðin leið til að takast á við þetta og það sé getan til þess vegna þess að við erum ekki með, þú veist, 100 manns bankanda á sem hafa aldrei fengið inn á þjónustu eða aldrei, þú veist, og ekki komið í veg fyrir að við lenda á þessu stað. Ég vil að við komum í veg fyrir að við komum að fólk lenda á þessu stað. En þú kemur þér náttúrulega aldrei alveg í veg fyrir það fyrir að fyrsta, en ég veit að að gera það og það búið að tala um það mjög lengi en það hefur samt ekki gerst. En svo kemur næsta stig og fíknivandi ungmenna hefur náttúrulega aukist með þá er ég að meina því að neyta harðari efna það eru fleiri sprautufíklar heldur en að hafa nokkuð tíma verið fyrir þegar ég unglingur þá bara þekktist ekki að fólk væri að sprauta sig með heroín þetta voru örfáar hræður núna þetta tugir
á hverju ári sem deyja úr ofneyslu eiturlyfja, ungt fólk bara sem ætti ekki að deyja og það aftur sama vandamáli, það erfitt að komast inn, þú færð ekki meðferð, þú veist, ég sjálf þekki þetta sem aðstandandi og ég sjálf var bara í svo miklu forréttindahópi að verandi, þú veist, fjölmiðlamanneski og allt það, að ég hringdi bara heim til forstjóra á Vogi og bara grenjaði það út að barnið mitt fengi fara inn. Það geta ekki allir foreldrar gert svoleiðis. Þú veist, ég hringdi einu sinni í heimilislækna minn og grenjaði það út að barnið mitt fengi fráhvarfslyf uppáskrifað á mig af því að barnið mátti ekki fá það og vísu var núna núlingur en þú veist, 18 ára en af því að fíklar megi ekki fá fráhvarfslyf á bráðamóttökunni. Hvað það? Ég var með barn sem var ælandi skjálfandi á beinunum og rennandi blautt að svita og kalt og það mátti ekki fá lyf, það var farveikt. Það þessi hlutir líka, þetta alveg frá grunni að þú kemur aldrei í veg fyrir allt saman og það þarf að setja inn í alla þessa málaflokka og grípa þetta alla leið. Að því að kerfið svo formfast og kerfið bara kerfið og það formfast en samfélagið svo eitthvað allt annað og það við og viðþorfin og orðfæri fordómarnir og ég veldi fyrir mér hvernig við þurfum það er hægt að horfa til kerfisins en kerfið þetta bara eldir okkur. Við þurfum að efla samfélagið, við þurfum að efla samkenndina, við þurfum að efla líka félagslega umhverfið og bara það að foreldrar barna í bekkjum taki utanum líka þá sem að eiga kannski erfitt í bekknum og það við séum í meira sambandi á milli heimila og það sé meiri samgangur og ég tala oft þetta hérna, Íslandi alveg ofboðslega bara illa statt þegar kemur að svona félagslegu tengslanetti og ég fann það bara svo sterkt þegar ég flutti heim frá Englandi að það sem ég sakna þess ennþá svo að búa í samfélagi. En það má líka alveg tala þetta við börnin sjálf inn í bekkjónum, bara útskýra fyrir þeim, þú veist að við erum ekki öll eins og við erum með mismunandi styrkleika, ekki bara í leikskóla því að þetta gert í leikskóla og þetta gert svona fyrst, en ekki þegar þú komin kannski allar leið upp í þennan erfiða aldur þegar krakka byrja með fullorðnu fólki að sjálfsögðu fóreldrunum og ég svo sammála þetta með samfélagi og ég held að við erum ekki að fara að leysa öll þau mál sem að okkur steyða sem samfélag ef við ætlum að láta kerfið gera það, skilur. Það virkar ekki þannig og það er það sem ég er að meina. Við getum sett alla peningar sem við getum inn í alls konar kerfi en við, en þau bara munu magnast upp þessi vandamál. Og samfélagslega lausnin verður að vera til staðar. Ég held líka bara, eins og sem ég held að María Lilja hafi verið að koma inn á, þetta fjallistundum ekkit alveg bara að hafa mennta starfsfólk eða eitthvað og byggja upp einmitt kerfin sem slík og lög og reglur og aðalnámskrá og allt einhvern veginn freka ferkanta. Þetta líka bara einmitt að samkenndin sé eld, talandi með get ekki lesið sér til gags, að við erum líka stundum bara, börnin okkar eru ekki að mælast nógu vel í samkennd og hvað þá samkennd í eigin garð, þú veist, sem er eiginlega ennþá mikilvægari að efla og rekta og kenna. Það er bara fullt af námsefni komið sem getur kennt samkennd og það er fullt af fólki á menntavísindasviði að mennta sig svolítið í því og verðandi kennarar. Við eigum algjörlega að geta, talandi setu á Alþingi, að geta komið bara með slíkt frumvarp inn í aðalnámskrá, að samkennd verði kennd. Hjallastefnin að gera það nú þegar bara með virkilega góðum árangri og svo held ég líka að eitthvað sem ég hef verið að beita mig fyrir inn í mínum svona stjórnmálalegri þáttöku og það er eitthvað sem ég vil að farsaldin gangi lengra í og það er það sem hefur verið kallað svona áfallamiðuð nálgun og fyrst söpu svona starfsfólk skólana svolítið kveljur að þau ætti að fara að sinna einhvers konar meðferðastarfi og sálfræði ofan á allar hitt og græna fánan og allar þessar stefnur og strauma sem að þau eru að taka og gera brilljant, skiluru. En það var akkurat ekki það. Það er í rauninni, það er frekar að þau myndi fá stuðning jafnvel til að vinna úr sínu. Við erum öll bara með alls konar sár og erfiða reynslu í okkar taugakerfi
og svo bara ýmislegt sem okkur hefur verið kennt, einmitt út af samfélagi eins og við búum í, að sko bara íta og halda niður eins og sundbolta undir vatni, bara alltaf get ekki díla við þetta, þú veist, þá fylgir því mikil skömm, það afleiðingar til dæmis áfalla mannavöldum sem yfirleitt ofbeldi fylgir bara automatik svolítið skömm og þess þá heldur að aðstofa fólk eins og starfsfólk skólakerfisins sem að vinna með börnum að kannski að vinna þessu úr sínu, allavega að leggja fingur á það og afskamma það eða svona afstigma það hjá sjálfu sér og þá geta þau kannski borið frekar komið einhvern veginn á móts við þegar þau sjá einkenni ef að barnið með áfallastreitu sem oft taldilega sömu einkenni og ADHD jafnvel. Þú veist, það þessi, þú veist, erfiðleika með að einbeita sér og með svolítið þannig taugakerfi og það á þá við að það sé hægt einhvern veginn að búa til einhvern veginn öruggara. Þú veist, við vitum það. Ég held að við allar höfum orðið fyrir áföllum sem sitjum og við vitum það er bara mjög yfirþyrmandi tilfinning að vera inn í áfallastreitu eða í viðbröðum áfalla og það getur skólaumhverfi verið mjög mikil ógn og bara svona yfirþyrmandi fyrir börn sem jafnvel að verða fyrir bara svona hörðustu dæmin þá kannski bara svívirðilegu ofbeldi en það getur líka verið bara mjög dysfunksional og toxísk stemningin á heimilinu sem getur valdið þessu mikla álagi hjá barni að það verður einmitt óþekkt síðan og svoleiðis. Bara ef við getum verið með fleira fólk sem getur bara skilið þetta betur og viðurkennt að bara segja já, ég skil að við líður svona og getur bara einhvern veginn aðeins róað aðeins þetta, þurfi ekki að vera að sanna sig einhvern veginn, alltaf að vera sitja á réttum stað og í 40 mínútur streit og hlusta og þá ertu einhvern veginn samþyktur og þetta vantar okkur. Já, en þetta vantar líka bara inn í samfélagið. Já, inn í atvinnulífið. Og bara allstaðar, að bara fullorðið fólk, reyni bara aðeins stundum að setja sig í spor annara og bara svona skilja bara, þetta er þetta. Í staðis að fara, sem gerist allt og oft, að fer í eitthvað svona dómarasæti og fer að setja niður við, eða setja út af eða baktala. Ef barnið, segjum bara barnið sé að læra samkendin í skólanum en foreldrarnir eru bara að tala eitthvað allt annað heima, bara illa einhvern í sjónvarpinu eða að ráðast að foreldrum einhvers annars barns, þetta kemur einhvers líka stundum frá, þetta þarf náttúrulega líka inn á heimilin og mér finnst allavega, bara fólk bara svona heilt yfir mætti bara svona aðeins stundum staldra við og hugsa býtu gæti verið eitthvað að angra þessa mannesku, eitthvað annað, kom eitthvað fyrir, eitthvað, af hverju ég dæma alltaf. En mér langaði svo að því þú varst að spyrja, pæla í, við vorum að tala náttúrulega eins og geðdeild og bráðageðdeild og það fyrir fólk sem orðið sjúkt og það með greiningu á geðsjúkdómi eða bara kvilla hvers konar og mér langaði svo að tala einmitt kannski þetta millistig og það sem að við getum kannski sett í kannski bara mjög svona kannski pínu langsótt samhengi við, þú veist, til dæmis heilsugæslu, lækni þar og bara krabbameinsdeild. Að þá erum við með til dæmis, því að við erum með stofnanda Bergsins, Headspace og ég þar búin að vera í 4 ár eða eitthvað sem stjórnarkona og ég lýsti eitthvað tíman einmitt í frábær staður. Já, og hjálpa minni mikið. Já, gott að heyra og sem sagt þá lýsti ég eitthvað tíman einmitt í einhverju blaðagrein og út á sviðtali að ef við fáum, þú veist, bara slæman hóst þá ég kom í lúnabólgu, ég kom með einhverja bakteríusýkingu bara í lungun og ég fer til heimilislæknisins mín og hún skrifar út recept upp á eitthvað góð sýklalyf og ég tek þau í 3-10 daga og lúnabólgan hjaðnar og ég þú veist, ef ég myndi ekki gera neitt þá gæti þessi bakteríusýking leitt til einhvers talsvert kannski alvarlegri kvilla kannski ekki alveg krabbamein en jú, bara þú veist, ég kannski eitthvað slæm í lungum og eitthvað. Það sama á við til dæmis stað eins og Bergið. Það þarf ekki að vera, þú veist, þú þarft ekki að koma inn með þú veist, vanlíðan upp á krabbamein eða skilurðu, þú veist, á pari við eða skilurðu og ég myndi heldur ekki fara, þú veist, einmitt með lúnabólgun upp á krabbameinsdeild, heldur
sem ungmennum, sem börnum og ungmennum bara má líða alls konar og hvað, yfir 50-60% koma vegna bara svona álags vegna samskipta á heimili. Já, út á heimili, já. Helmingur, já. Já, og fá að meðaltali svona 5 til 8 viðtöl. Nei, 3-5. 3-5, já. Þau stjórna. Og já, bara svo ég ítrykki það að lágþröskulda þjónusta snýst það að þau þurfa ekki neina tilvísun frá lækni. Það er yfirleitt rosalega stutt bið, auðvelt að panta tíma, það er ekkert endilega að taka síman upp, það er bara margir í þessum aðstæðum eiga erfitt með það og þau koma bara inn í mjög vinvitt umhverfi og geta rætt það sem amar að og 80% þurfa ekki á svona ítarlegri þjónustu þá kann heilbrigðiskerfisins eða velferðarkerfisins að halda. Þeir sem þurfa að skoða þetta allt út frá krónum geta reiknað hér. Það sem eru þetta máli og það sem var þetta markmið með berginu og ég myndi vilja að við fengjum miklu meiri hugmynd, meiri svona þáttöku í þetta í samfélaginu því að mér finnst það ætti bara að vera berg í hverju einsta hverfi. Já, og við myndum vilja það ef við getum fengið bara samning það. En en þetta snýst í raun og veru svo mikið það að við búum til eitthvað svona einfalt og þetta er ekki svona flókið, skilur. Og það var kannski það sem að sat í mér, þegar við fórum á stað og maður fór að tala við alla og allir voru að segja bara þetta er ekki takt og þetta er bara vonlist og þið get ekki búið til eitthvað svona sem er ekki með neinum inntökuskilurðum og þið verða að vera með eitthvað að við eigum svo óhefmiklum peningum í til dæmis samfélagið okkar. Já, eigum alveg óhefmiklum peningum í frávísanir. Það er bara óhemmikill tími og peningar í kerfunum okkar sem fara í frávísanir. Og við erum með fullþjálfað, fagfólk, gott fólk, fært fólk sem er rosa gott, það er að tala við einhvern sem hefur leitað inn í kerfið vegna þess að það er eitthvað sem er að angraða, eitthvað sem er í gangi. Fólk situr ekki heima og segir, já, nú ætla ég að fara inn í kerfið og láta þau heiða ógeðslega miklum peningum þó að sé ekkert að mér. Skilur hvað ég meina? Þetta virkar. Þú ferð af því það er eitthvað sem þú þarft einhverja hjálp við. Skilur, þú ferð inn í heilsugæsluna að því þú ert kannski búin að eignast barn, þér líður ekki alveg nógu vel, það er eitthvað svona í gangi, jafnvel áttu í erfiðum samskiptum og þínu, við þinn maka, skilur þeir eru ung, þeir eru fyrsta barn, skilur, hvað sem er. Og þú ferð og þú þarft og óskrifti tími á heimilislækni og þú kannski eftir að fara til sálfræðings og þú færð þá tími á sálfræðingi og þetta tekur marga mánuði og svo færi loksins greiningaviðtal í sálfræðingi og þú þarft að fylla inn alveg rosalega mikið af skjölum það hvað er í gangi og svo liða 2 vikur og þá fóru skýrslu frá sálfræðingnum, nei, þú ert ekki nógu veikur til að komast til sálfræðastoð og þá kannski ertu bara, næsta sem gerist er að þið skiljið þú eiginmaðurinn og einhvern veginn og allt, og þú kannski, skilju hvað ég meina, viðkomandi var kannski ekkert með eitthvað greininga við þunglyndi eða kvíða en bara þurfti eitthvað sem gat bara sest niður, horfti í augun og sagt bara heyrðu, ég skil og hvað er í gangi og hvernig og kannski getum við reynd að finna eitthvað leið með þetta og kannski hefur verið hægt að bjarga sér hjónabandi eða, og ég meina barnið er allan tíman meðan foreldri er skilur og þá er líka barnið ekki að fá besta foreldrið skilur og allt þetta þannig við þurfum ekki að flækja þetta svona mikið við þurfum bara að mæta fólki og bara horfa í augun og segja bara ok en þarna ertu ekki eins og með það sem við með að þetta get ekki verið fíklar eða eitthvað svoleiðis Nei, fyrir utan það, ég meina ef þú ferðinni ef þú misnotar lyf eða áfengi, skilur, ef þú ert byrjar að reykja hass eða eitthvað, skilur, og þú ert að fara inn en þá bara nei, þú ert að gera það, þá passar ekki inn í þessa meðferð. Og það er yfirleitt allstað þannig fyrir og ég meina, og það er alveg munur á, fólk sem er komið, fólki, þetta er alveg sko róf, það að misnota eitthvað er alveg róf, þú getur verið í self-medication og í ykkur byrjun ef það ekki unni með þennan rót og það hvað er í gangi sem veldur því að þú þarft að selfmedikera þá getur það leiðst út í mjög alvarlega fíkn. Það er yfirleitt þannig. Þannig að þú veist, og yfirleitt er það þannig. En ég meina þegar þú ert komin út í ofsalega erfiða fíkn, ég tala nú ekki þú ert komin út í að nota mjög fíkni veðgjandi hluti eins og ópíóða annað sem er því bara ofboðslega erfitt að eiga við að þá ertu komin út í bara, skilur þú veist, að þú getur verið að vinna með þetta annars staðar og við eigum að opna
aðgengi fólks að öðru fólki og þetta þarf ekki alltaf að vera einhver svona ofboðslega gagnrýndi að langvinna einhver stundum þarf maður bara einhvern að tala við og stundum þarf maður bara einhver sjáumann og einhver sjáumann, nákvæmlega að bara einhver, þú veist, einhver sjáumann sem mannskuna sem maður akkurat, það svolítið bergið en það vantar aftur á móti hitt og það bara vantar, bráðvantar eins og ég sagði áðan, það tugir á hverju ári sem að látast og eiturlyfjaneyslu, ungt fólk ungt fólk en svo einsta sem að ég þekki sjá 17 ára ef að við hefðum allt hitt nákvæmlega, þá þarf að fara sko því að eiturlyfjaneyslan byrjar oftast út af því að einstaklingur líður illa og hann að reyna að finna einhverja leið til að láta sér líða betur það yfirleitt það sem að gerist og þetta eitthvað svona já, ok, einhver segir bara, heyrðu, ég prófaði þetta, þið líður betur og svo byrjar yfirleitt á því að reykja gras það svona algengasta byrjunarlifið og síðan dugir grasi ekkert, skilurðu og þú ætti að finna eitthvað annað sem getur látið líða betur og svo verður alltaf rössi stýttar og þá endar út í skurði og deyrð og svo getur þetta líka bara verið spennufíkni getur bara en ef við erum að tala fólk sem er langt leitt í sjúkdómum sínum ungt fólk, af því að þú veist ég búin að fara, ég hjá 17 ára ég búin að fara hjá 18 ára, ég fór hjá 19 ára ég var hjá 20 þetta skiljiði þetta ég ekki að tala háaldra fólk sem búið að sprauta sig í 20 ár og einhvern tíma sagði hún Valgerður mér upp á Vogi það að ef að við náum ef að fólk nær að hætta neyslu fyrir 25 ára aldur ég held að vera 25 frekar 23 að þá bara mjög líklegt að það bara hætti og byrji ekki aftur en ef þau halda áfram og ná ekki að hætta fyrir þann tíma þá sé þetta vandamál þannig að ég sé fyrir mér finnst þetta vera tíminn frá því að þau eru þarna 18 ára þá sjálfráða því að fram að því foreldrarnir kannski meira með fingurnar í þessu og til 25 ára, þetta krúsjál tími í lífi þessa fólks og þannig eru líka flestir að deyja og þarna vantar eitthvað sem grípur þau hratt og örugglega setur þau ekki í herbergi með einhver fólki sem búið að vera í neyslu í 20 ár það þarf eitthvað svona sérstakt svona ungmenna það að vísa svona einhver bánsadeild upp á Vogi held ég fyrir 16 til 19 ára eða eitthvað líka bara fjölbreyttari og vantar fjölbreyttari leiðir vegna þess að ég til dæmis ekki hlynnt nálgun SÁA í skilgreiningunni á fíkni sjúkdóminum. Nákvæmlega. Þetta heila sjúkdómur, þau segja þetta sem eins og ég hef lesið út þessu eins og bara geti dúkkað upp. En ég sammála því sem eins og þú sagðir áðan, þetta yfirleitt svona komið úr fræðum Gabor Maté að bara trauma leads to addiction. Já, ég sammála því. Þetta ætti að vera áfallamiðu nálgun í mínum allan daginn. Og fólk við öll mannvirðingu skilið og fólk með fíknivanda á að geta valið hvers konar leið þau vilja ná að kljást við sinn sjúkdóm og hvers konar bara, meðferð þau hljóta allavega á milli 2 valkosta. Og ég held að þetta algjörlega gæti verið líka, þú veist, einhvers konar svona, ef við ætlum að reyna að tala hér hvernig getum við minnkað þessa hópa, hvernig, þú veist, og það einmitt líka, hvernig getum við minnkað biðlistana líka með því að, þú veist, að þú farir ekki á biðlistana og þá ég að tala eins og fíkni úrræði vegna þess að þar eru biðlistanir langir og lengi og þar eru bara hræðilegir hlutir að gerast á biðlistunum. Það rosa skaði. Hættin þetta bara ekki droslega mikil, sko, þannig að fólk að fara margoft í meðferð og það þetta... Já, ég held að sé bara, ég held að ég lesi eitthvað í einhverjum áskýrslum hjá SÁA að það eru kannski bara, það eru einhver 5% sem koma einu sinni eða eitthvað svolítið. En veistu það, ég sagði við mína dóttur bara, það skiptir engu máli hvort þú þurfur að fara 3 eða 30 sinnum í meðferð. Og sérstaklega ekki þegar þú ert með svona ungt fólk. Mér finnst þetta að vera, það megi ekki útiloka þau allt á snemma. Ég veit að Vor hefur verið með þá stefnu, þeir eru að reyna að taka þau sem eru allra yngst, bara eins rætt inn og þau geta og eins oft inn og þau geta, því þau vita einmitt sem að það þarf fleiri tilraunir en 1 eða 2. Fyrsta skipti yfirleitt bara eitthvað svona fyrir mömmu og pappa
skiljiði, og þú veist, og ég bara ok, ég skal fara, en ég ekkert alveg, þú veist, Svo líka skrítið að fólk sem hérna kannski ekki í daglegri neyslu á kannski við samt vandaða stríð og vilja ekki hérna neyta hvort sem það áfengis eða annara efna. Fólk einhvern veginn að fara inn í afeitrun samt einhvern veginn bara, þú veist, búið að vera í vinnunni stjórnendastöðu eða þú veist, eitthvað svona, þú veist, í 2 vikur á undan eða eitthvað, þá svo skrítið að sú manneskja sé að taka plássið upp á Vogi og meðan að það eru manneskjur, þú veist, sem mega síðan ekki koma inn undir áhrifum. Ég rosalega, hérna, ég sett stórt spurningamerki við þetta og ég vildi óska þess að það gæti verið og við eigum að hlusta og læra af öllum þeim sem eru að innleiða og hafa gert magnaða hluti í skaðaminnkunar hugmyndafræðinni og bara hérna þessar konur aðalega sem ég tengi allavega við hérna þegar ég hugsa um skaðaminkun að bara þetta að gera alveg ofboðslega mikilvæga hluti fyrir hérna, já, og bara hefur ég bara kennt mér einhvern veginn að líta á jaðarsett fólk ekki einhvern veginn sem vandamál heldur eitthvað sem að, þú veist, einmitt afleiðing einhvers annars, þú veist, þetta af því að þetta svo bara, þú veist, þetta einmitt nákvæmlega svona, þetta bara fólk og ég man sko þegar dóttir mín var í neyslu, hún ekki í neyslu og ekki búin að vera núna í nokkur ár en þegar hún var í neyslunni, já, þá talaði hún alltaf það bara, henni var svo leiðilegt bara að fara út í búð og hvernig var hort á hana eins og hún væri bara að fara að stela eða eitthvað, hún var ekkert að fara að stela skilur, hún sagði bara, og einhvern tímann lenti hún í að hringja á lögguna og hún bara, hún hringdi mig grátandi bara, þeir eru að hringja í lögguna þeir halda að ég ætla að fara að stela, ég er ekki að fara að stela ég er ekki þjófur, skilur og þú veist, allt þetta, allir þessi stiflar og þetta var alltaf rosalega erfitt skilur, og hérna nú er ég í stjórn félag sem rekur áfangaheimili fyrir konur í Bata og þar erum við einmitt að hérna byggja það á einmitt skaðaminnkandi og áfallamiðari nálgun vegna þess að það aðal orsökin held ég yfirleitt alltaf þetta þegar þú byrjar oftast nær þeir sem allavega halda áfram svona lengi oftast nær til þess að svona aðeins að reyna að láta sér líða pínum betur og það annað með og læknan og kerfi og það af hverju mega ekki bara allir sem þurfa að halda að fá þessi lyf sem hjálpa þeim að vera edrú, bara fyrirgefið mér ég skil það til dæmis ekki skaðaminnkunar hugmyndin sko. og af hverju má hann Pési sem þú veist hérna frábær flottu ljósmyndari og svona, af hverju má hann ekki bara lifa þannig að læknirinn skrifar upp á lyf fyrir hann, bara af hverju það bannað? Nei, ég þekki föður sem bjargaði lífi svona sín svona með því en hann braut lög hverjum degi, skilur með því og hérna, ég er bara heimilislæknir skrifa upp á fyrir mig hann fekk frá lækni en það að hann hjálpaði hann að sprauta skilur og það, þú veist, en það bjargaði lífi þess að dreng, skilur bara með því að, en þú veist, en það sem var svo fallegt við þá sögu og það sem svo mikilvægt við lærum nákvæmlega það að þá í staðin fyrir að dæma og segja, þú veist, þú mátt ekki eins og var alltaf mannstu að börnin manns voru eitthvað þá áttum að bara að loka þau út það er hræðileg hugmynd og þetta svo hræðileg hugmynd og bara þú, nema þú sért svona hinsegin máttu alls ekki, þú veist, setja skilirðingu á ástina í staðin þá fór hann og fann drenginn skilur í einhverjum erfiðum aðstæðum, þú veist, þar sem var annað fólk og skítugt og allt einhvern veginn erfitt og hann bara settist niður og hann kynntist þessum hóp og hann kynntist vinum og þannig náðu þeir að byrja að tala saman og hanna eða að vinna með honum að Bata og ég menna auðvitað er þetta ekkert það er aldrei bein leið sko, það er aldrei bein leið að Bata sérstaklega fólki komið í mikla neyslu og mikla fík en það er von og það er alveg hægt en þú gerir það ekki með búðum og bönnum og en það er samt líka, ég skil samt alveg og ég ætla bara að fá að segja það, þú veist, það er líka stundum mjög erfitt fyrir foreldra að ætla að vera með fíkil heima hjá sér með kannski önnu börn og annað stundum verður að setja eitthvað svona skilyrði og búða börn en þú getur alveg gert það án þess að loka alveg eða setja það sem eitthvað skilyrðingu ástina sko, þú veist, það var það sem var alltaf en þú veist, og foreldra eru náttúrulega bara að leita öllum lausnum, þau prófa bara allt held ég, þú veist, ég allavega prófaði allt, þú veist, eins og ég segi, ég let skrifa upp á lyf fyrir mig til þess að gefa henni, þú veist, ég hringdi og vældi Vogi, þú veist, ég talaði við, ég fór og talaði við eiturlyfjasala
til þess að segja þeim að drullast þess að hætta að selja henni, annars myndi ég skrifa fréttir um það og ég fór alla leið sko. Og ég bara reyndi allt sem ég gat sko. Maður gerir það bara og þú veist, ég tók fólkið inn og ég hitti aðra fyrla svo mikið stuðning á þessum tíma líka. Já, maður ræðir þetta ekki þá og áður en ég kom hingað í dag, bara svo það sé sagt, þá talaði ég náttúrulega við hana að ég hef aldrei talað þetta neitt beint opinberlega, en þess að ég vil líka náttúrulega húta þessu sama ég að segja, þessum dómum í þjóðfélaginu. Hún ung stúlka, þú veist, og á eftir að vinna sínum fram á hana, þú veist, hún óttast náttúrulega eins og bara allir aðri sem í bata eitthvað að fortíðinni eftir bara eitthvað að koma í baki á þenni, skilurðu. Þannig ég þurfti að fá leið alveg fá henni, ég gerði það og þú veist, og hún sagði bara já, hann endilega talaði mína sögu, en ég ætla ekki að segja nafni á henni, ég á mörg börn, sko. Þannig hinn verður bara fyrirgefa ef einhver haldur að þau séu hún en eitthvað. Það eru fleiri með fortíð. Þetta bara, þú veist, já, þetta lífa með fortíðina og hún á alveg eftir að læra það og allt það, sko. En þú veist, þetta rosalega erfitt. Að fólk og ungt fólk upplifir sig með það að, ég meina, ef það fer þessa leið, að þetta sé ekki endastöðin og ég held að það sé að þú getur bara lappað út og ég get alveg, ég hef oft talað það ópenbarlega, ég hef oft talað það, ég var alveg í bölvurugli sem úlingur og mikillir neyslu alveg fram til 18 ára og þá bara gerðist eitthvað og ég stoppaði og sem betur fer þá bara elskaði ég mömmu og pappa ofboðslega mikið og þau voru mér mikill stuðningur en líka rosalega lost og gerðu margt rosalega vitlaust og það eitthvað sem við tekið tíma í á fullorðinsárum að vinna okkur gegnum en það bara eins og það en ég held að það eitt sem að líka sem að ég velti fyrir mér og það einmitt þetta með mennskuna og samfélagið að því að við treystum svo kerfið og ég fór að hugsa þetta í samhengi við það kom könnunudaginn, það var verið að tala um trú Íslendinga og trúrækni og kirkjusókn og annað og þær talaði um að við erum komið langt undir 50% eða eitthvað undir 50% allavega í Íslendingum sem segist vera trúaðir á einhverju tímapunkti þá gegndi kirkjan þessu hlutverki. Kirkjan var þessi samkomustaður þar sem fólk var saman og mennst og kirkjan, saman hvað fólki finnst hana, það var þessi staður þar sem fólk hitti annað fólk. Núna höfum við ekkert þannig. Það engin önnur kirkja og fólk hittist á Facebook. Eða heitapottinum. En svolítið okkar torg svona líka. Já. Og þessi samfélagsmiðlar náttúrulega bara alltaf upphefja eitthvað sem geggjað, sko. Það bara mjög sjálf eitthvað annað. Eða einmitt ef einhver opnar sig og berskjaldar þá þetta stundum kannski svona mikið vikunarstimpillinn og eitthvað svoleiðis en sem einmitt miður. En mér langaði svo aðeins bara því þú voru aðeins að koma inn og þú varst að tala sem móðir bara og og að því að pólitíkin og það snýst svo mikið mitt útdelingu fjármagns og allt þetta hvað getur verið kostnaði samt að gera ekkert og í þessu málaflokki sem eru, þú veist, inn í þessu málaflokki sem við erum að tala um núna eru margir ólíkir hópar af börnum og ungmennum og sem sagt og svona með ólíkan kannski vanda þetta svona og að það sem sagt það að þú veist að þetta úrræðaleysa saga verði að áfallasögunni þeirra líka og og einhvern veginn þetta hliður utan sig og þar að leiðandi það kostnaðarsamt en það eru líka þessir aðstandendur við sem foreldrar og ég líka bara tala kannski foreldra barna með skólaforðun þetta álag og bara allt frá því og einmitt í bara mjög harða fíkniefna neyslu og bara mikil lífsógn á hverjum einasta degi og og það nýkomin út sem sagt skýrsla sem var runnin fyrir Tryggingastofnunina þar sem að það sem sagt minnum við 4. hver eða 5. hver kona sem yfir 55 ára á örorku eða endurhæfingarlífeyri og hann sem sagt sem fór fyrir þessari rannsókn var að fara yfir þetta í daginn í þetta helst bara ótrúlega, þetta komir reyndar ekkert óvart en þarna þetta einmitt líka oft mæður, barna með hvers konar greiningar eða einmitt áföll einstæðar mæður og
Og sem sagt, hafa verið einmitt líka, hafa orðið fyrir ofbeldi mögulega á hérna sínum yngri árum eða búið við heimilisofbeldi. Þetta öll þessi stef áttið ykkur á, skilur, og þarna einmitt þessar mæður sem voru einmitt með börn sem að þurftu á stuðningi að halda, fengan ekki, eru konur sem að brenna út og detta út af vinnumarkaði þegar það gætu verið bara upp á sitt flottasta. Þarna annar kostnaðarliður að falla á úrræðaleysin eða sem sagt að hafa ekki fjárfest jafnvel fyrr gripið áður en að þetta nú fórsinn. Já, og ég bara, þú veist, tala sjálf hérna á langveikt barn og fatla barn og sem sagt ekki með eins miklu stuðningsþarfir eins og mörg börn en hérna álagi varð mér það megn, sérstaklega þegar hún var oft í lífshættu, að ég bara að klára endurhæfingu núna og ég er búin að vera í 1,5 ár. Þetta hefur kostað ýmislegt, þú veist, ég hef verið á endurhæfingarlífeyri og ég hef bara búin að þykja geggjaða þjónustu hjá Virk, en það hefði mögulega verið hægt eitthvað staðar að koma í veg fyrir, að byrja fyrr, grípa mig fyrr einhvern veginn, svo ég myndi ekki alveg þurfa að fara út af vinnumarkaði og ég veit að Virk að vinna í akkurat þessu núna, bara fyrirbyggjandi meira, byrja fyrr, ekki láta fólk alveg klessa á vegginn téða. Og þetta má algjörlega hafa í huga líka í samhengi við akkurat börn með, sem sagt, einmitt ógreindar greiningar, þú veist, sem þessi rosa bið og óvissa og alltaf einhvern veginn að reka sig á. En þetta líka bara þessi krafa á samfélaginu að fjölskyldur eiga að vera einhvern veginn fullkomnar og þú átt að geta gert þetta allt. Allt gengur eins og smurvél. Já, annars alltaf að tala Já, nefnir það kemur, maður heyrir, ég veit ekki hversu oft ég hef heyrt hérna þessi börn sem koma frá sem brotnu heimilum og í tengslum við til dæmis fíkniefnavanda. Þú veist, það bara líka til fíkniefnavandi á heimilum sem eru bara ekkert brotin. En fattar við? Og það eru líka bara já, fattar við mig. Og þú veist, ég kom af þannig heimili en málið er að ég var bara með ógreindan kvíða. Nákvæmlega, þú veist, þetta bara frekar eitthvað svona. Og það er alltaf einhvern veginn verið að reyna að kenna foreldrum ástandið. Það er alltaf verið að kenna foreldrum ástandið. Þannig að líka kannski eins og þú eða ég eða aðri foreldrar, við höldum áfram að reyna að gera því að við viljum ekki vera í tölfræðinum brotnu heimilin eða ómögulegu foreldrana sem að vitum ekki hvað við erum að gera og þá keyrum við bara á vegginn, skilurðu. Það er bara mjög þannig líka, þú veist, að við leitum heldur kannski ekki af einhverju skömm eða einhverjum ótta eða eitthvað, ég hlýt að geta gert þetta ef allir aðrir geta gert þetta. En nú eru þið í pólitíkinni og svona hér sem svona málsvarar pólitíkurinnar, hérna, sko, við höfum talað um þetta svo lengi og ég veit að Viðreisn hefur, ég meina, voru bara eitt af loforðunum núna og síðast held ég að niðurgreiða sálfræðiþjónustuna og koma betur til móts við fólk þar sem það er og samfylkingin þetta bara í forsæti og við þurfum einhvern veginn en hvað er að gerast? Af hverju gerist ekki neitt? Jú, það er nú ýmislegt að gera. Hvað er að gerast? Niðurgreiðslan kemur inn núna á kjörtímabilinu en það er bara eitt tikk í box af mörgum boxum. Já, það er eitt tikk og skiptir máli en sko það sem að þetta skiptir mestu máli er að við setjum bara alveg pening og áherslu í það að bara byggja upp þessi kerfi. Sko, það sem gerðist var þetta bara innviðaskuldin er búin að vera svo mikil. Það komi strax byrja að setja inn á þessu ári, þú veist, bara aukna fjármuni bara inn í ákveðin kerfi til þess að koma til móts við annað. Við erum til dæmis, þú veist, ég uppgötvaði í kosningabaráttunni að það var heil hæð upp Kleppi sem átti að vera undir réttargeðdeildirnar sem er semst fyrir fólk sem er ósakhæft, þú veist, sem að var bara þarna, það var búið að eyða fullt af peningum, þú veist, en það átti eftir að innrétta og gera og klára, þú veist, þá var þetta bara allt önnur aðstæða og svo fórum við inn á réttargeðdeildina og þá var hún bara eitthvað, þú veist, bara algjörlega óásættanlega aðstæða fyrir fólki sem þarna dvaldi langdvölum, skilur við, og inn í loka af því að það var ekki búið að klára eitthvað sem var sett samt í plan og það vantaði eitthvað 300 milljónir, það var verið að klára það. Já, ég veit þú veist, bara svona ákveðni hlutir sem það þarf bara að setja peninga í. Þetta það sem er líka kannski verið að gera og ég meina bara eins og hún Alma sem er núna orðin
var landlæknir, er núna orðin heilbrigðisráðherra, að það er auðvitað bara verið að einhvern veginn bara skoða, þú veist, það er til að vera rosalega mikið og starfshópar hafa gert alveg svakalega mikið á undanförnum árum að því að síðast ríkisstjórn gat ekki tekið ákvarðan, hún setti allt í starfshópa og því voru alltaf ósammála að þannig að það verið að vinna úr að bara reyna að átta sig á því hvernig við getum notað alla þessa vinnu til þess að koma hlutum í gang og það er alveg að gerast. En hún er nú ekki heldur betur ekki sammála því að fara í skaðaminkandi úrræði, hún er það bara ekki. Jú, hún hefur bara talað mjög skýrt á þá vega að það sé ekki í lagi og hún er bara með Vogi á línu, hún er búin að taka undir allt sem að Valgerður hefur sagt meðferð, ég er búin að fylgjast fyrir henni Leðu mér að eiga við Ölmu hún út á við allavega kemur það þannig út eins og hún sé ekki hrifin af því, fólk verði bara að gjöra svo vel að hætta og eitthvað svona ég held að þetta sé nú svona smá miskilningur lækninum sem hann var að skrifa fyrir PISA-lyfin við þurfum auðvitað samt sem að fylgja þú veist, við þurfum að fylgja rammanum og vera, þú veist, og ef við ætlum að breyta, þá þurfum við að breyta rammanum ef við ætlum að breyta, hún getur alveg gert það, hún er ráðherra, skilur, hún getur bara komið frumvarp um það. Við kannski höfum svona, ef við myndum við svona súmera þetta spjall hérna niður í bara svona, þú veist, það kerfið er eitt og það er hægt að vera með kröfur og það, en samfélagið er annað og þar þurfum við að stórefla okkur bara persónulega og út á við, vera betri hvort annað. Þetta er einhvern veginn svona virkar allt þannig. Já, og við verðum bara aðeins tillitsamari og tala við hvort annað og við sem erum kannski stödd á okkur vegferð eins og ég var með mína dóttur við ákvaðum strax ég og eiginmaðurinn að við bara sögðum þetta við alla þá þegar við vorum bara að segja býtu hvað er í gangi eiginlega hún er í neyslu, ég þarf að fara að sækja hana og þarf að reyna að koma inn upp á spítala eða ég er að fara að sækja hana í Konukoti eða hvað það var skilur og fólki brá og það var bara eitthvað fuck, Jesús eins og þetta væri bara hún er bara lasin, skilur, eins og bara aðrir, skilur, þetta var fyrir okkur þannig og við ákvæmum að gera þannig og við þurfum bara eiginlega öll að þora að segja bara, við sem erum í þessum sporum foreldrar barna sem eru í þeim sporum að vera bara lögð í einelti í skóla og fá ekki úrræði skólakerfis, það þarf líka bara að segja. En við þurfum líka kannski bara, þá að við eigum ekki barni vanda, þá eigum við kannski að spyrja foreldrana í bekknum sem eiga barni vanda. Hvernig gengur? Geti gert eitthvað til þess að létta undir? Og ég held að þetta byrji kannski allt bara þar. Og bjóða þeim öllum í ammalið. Fagnamalið, Jesús minn, það er sárast bara í heimi. Lára Ómarsdóttir, Sigþóra Bergsdóttir og Diljá Ámundadóttir, þakka ykkur kærlega fyrir þetta góða spjall. Við bara verðum eiginlega helst að koma aftur saman því að það er allavega nóg að tala og þá gefum við það meira hér handa við auglýsingar. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið er eigandi Samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að Samstöðinni. Samstöðin.is Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, þá er komið að liðnum óþekkti þingmaðurinn sem að við höfum haldið úti svona með hléum síðan metfjöldi þingmanna, nýrra þingmanna haslaði sér völl á Alþingi Íslendinga eftir kosningarnar 30. nóvember í fyrra. Og tilgangurinn með þessum viðtölum er ekki mikið að ræða pólitík við þessa nýju þingmenn, óþekktu þingmenn eins og við köllum það. Við erum fyrst og fremst að leitast við að ná einhverju svona persónulegu í farið þeirra. Og í dag er nýr þingmaður Samfylkingarinnar. Hann heitir Kristján Þórður Snæbjarnarson. Vertu velkominn. Takk fyrir það. Þú ert í Reykjavík Suður. Já. Suðurnesjamaður. Ég er í Reykjavík Suður og er auðvitað ég er svo sem af Suðurnesjum en Vestfirðingur líka. Og þú ert líka Vestfirðingur? Já. Þetta er hörkublanda. Já, þetta er það.
Ef að byrja bara á byrjunni, fara hérna aftur til bernskunnar. Stundum spyrjum við hérna í persónulegu viðtölum hvenær fólk man fyrst eftir sér. Já, sko, ég man svo sem fyrst eftir mér einmitt þar sem að ég bjó fyrir vestan. Ég bjó senast á Barðaströndinni og á Krossholtum, þar sem er svona smá þyrping húsa. Amma og afi voru með sveitabæ þarna á Breiðalegg á Barðaströnd. Ég man eftir mér frá þeim stað og það er svona mínar fyrstu minningar og tengi þar að leiðandi svona alltaf rosalega mikið vestur. Er það jákvæð minning? Mjög jákvæð. Það var bjóð þarna fyrstu 6 árin og ég svona svolítið mikill svona sveitamæður, eða mér fannst rosalega gott að vera fyrir vestan. Þarna er ekki margt fólk? Nei, þarna er ekki margt fólk og þetta er bara náttúran og bara umhverfið dásanlegt náttúrulega. Sveitalífið svolítið mikið. Já. Og já, það er alveg, var í sveit hjá og afa öll sumur meðan ég var í grunnskóla. Já. Þó við höfum flust suður sko til Reykjavíkur þegar ég var á 7. ári eða 6 ára að þá sóttist ég alltaf eftir því að komast vestur leið og í gat á vorin og vera eins lengi fram á haust eins og í gat þangað til að skólinn byrjaði. Þannig að þetta var svona þetta svæði togar rosalega í mann alltaf. Það er bara einhverja hluta vegna bara óbáslega gott að komast þangað vestur. Já. Og hefur þessi náttúru áhuginn, hefur hann haldist? Sko, mér líður alltaf einhvern veginn, já, mér finnst alltaf rosalega gott að komast eitthvað út á land og komast svona, vera aðeins úti í svona kyrrðinni og bara rólegheitum þar sem að landsbyggðin býður upp á, það er landsbyggðirnar. Þannig að einhvern veginn sækir maður alltaf í þetta að komast svona í rólegheitin, sko. Og gott að geta komist þangað. En það er langur vegur frá þessu kyrrláta vestfjarðalífi í fámenninu að svona erli líðandi stundar. Hvað varstu snemma svona ákveðin í því að þitt svið væri á meðal fólks? Ég svo sem Það gerðist lífið þetta einhverju tilviljun eins og sumir segja? Þetta gerðist sko, það gerist svona kannski meira af tilviljun, myndi ég halda. Ég held að þegar maður þú veist, já, ég auðvitað mennta mig bara upp og fer í vinnu í álfunni Straumsvík á sinni tíma. Þú ert iðnaðarmenntað? Já, ég er rafeindavirki, klára rafeindavirkin fyrst og er útskrifaður klára sveinsprófið 2002 og það var svo sem bara stefnan að vinna í slíku. Þegar maður síðan er búinn að vera starfsmaður þarna í smá tíma, þá er ég kosinn sem trúnaðarmaður á vinnustað. Og það var svo sem ekkert eitthvað stefna hjá manni að komast í það. Það var svona... Þóttirðu góður í því að hlusta á fólk? Já, ég held að sko, í fyrsta lagi kannski var lítill áhugi á öðrum að takast á við þetta verkefni. Þannig að og ég held að flestir hafa kannski bara bent í einhver aðra átt. En samt, jú, kannski maður náttúrulega setur sig og setti sig vel inn í mál á þessum tíma. Þannig að maður auðvitað tók alveg þátt og hafði skoðanir á hlutum og kannski var það eitthvað hluti af þessu sem ýtti við fólki að hvetja mann áfram og síðan auðvitað bara ákvað maður að stíga þetta skref og var trúnaðarmaður í nokkur ár og hafði bara rosalega gaman að því og svona fann einhvern veginn hvað var bara gott að geta beitt sér fyrir málefnum annarra, að berjast til því að
eins og í gerð kjarasamninga þarna á þessum stað. Þarna sérkjarasamningur við fyrirtækið og trúnaðarmenn virkir í því að sitja við samningaborðið. Og þetta bara varð rosalega skemmtilegt verkefni að hlusta einmitt, heyra hvaða kröfur hópurinn hafði til þess að gera breytingar á kjarasamningi og síðan hverju var hægt að ná fram og hvaða leiðir þurfti að fara til að ná því. Þannig að þetta var svona, já, þetta einhvern veginn svona gerðist bara, að maður fór út á þessa braut. Já. En ef við bökkum aðeins frá þessum tímamótum sem þú nefnir og förum aftur þarna í bernskuna og svona uppvaxtar árin, hvaða gildi settu foreldrar þínir svona á oddinn, hvert var helsta veganestið svona þegar þú hugsar aftur? Það svo sem bara, þessi gildi að leggja sér fram og beita sér, gera sitt besta í þessu sem að þurfti að vinna með. Varstu í stórum systkinahópi? Nei, við erum 2 systkinin. Ég yngri og 3 ára á milli okkar. Og já, síðan auðvitað, í sveitinni, afi var náttúrulega hafði mikla skoðanir á pólitík. Og þá til vinstri? Já, hann jafnaðarmaður og krati, sko. Og hann var alveg harður þar og maður auðvitað heyrði alltaf svona og fylgdist með skilaboðum hjá honum og sem var mjög gott uppeldi að vildi öllum vel og það voru svona kannski sterkustu skilaboðin að auðvitað bara leggja sér það mörkum og beita sér fyrir, já, bara bættu samfélagi, sko, og vera svona, taka þátt í því. Já, aðhafast. Og já. Einmitt. Sko, myndirðu segja að þú hafir snemma fundið einhverja pólitíska taug? Já, ég gerði það nú. Maður svona, já, maður hefur alltaf verið í raun og veru krati. Frá því að maður var krakki, sko. Já, það minnihlutahópur á þenn tímum sem þú ert að vera til. Já. Hvað hefur segja 7 til 12% kannski þingkosningum er það ekki, eitthvað svoleiðis? Já, geti, já. Svona jafnaði? Eitthvað svoleiðis. Já. Þið hefur ekkert langað að hoppa yfir í annan valdaflokkana og það sem gatan væri greiðari. Þeir eru fundist gildi jafnaðamanna betri heldur en já, miklu betri og alltaf þótt það og einhvern veginn svona hef ég ekki sóst eftir því að vera í einhverjum þægindahring. Mér finnst alltaf betra einhvern veginn að auðvitað hafa skýra sín á það hvað maður vill, hvernig maður vill samfélagið og hvaða gildi skipta mestu máli og auðvitað bara staða fólksins og reyna einhvern veginn að hafa jákvæð áhrif á það og auðvitað, já, þannig að ég hef aldrei verið, að horfa í aðrar áttir þannig, sko. Nei. Hvaða áhugamál hafðirðu sem barn og unglingur? Áhugamál svo sem hafa kannski mest verið ef maður horfir á svona uppeldi hérna í borginni, þá maður var svolítið í körfubolta, maður var eitthvað aðeins í íþróttum, sund og hjóla. Hjólreiðar hafa alltaf verið svona, mér eru alltaf gaman að fara að hjóla hverfið og svona njóta þannig. Já, en kemur fyrir að þú notar hjólhestinn til þess að ferðast á milli Grafarvogs og Alþingishússins? Já, ég hef aðeins gert það frá því að ég tók sæti á Alþingi að hjóla niður eftir. Og það er gott hjá þér. Það er bara virkilega skemmtileg hreyfing, góð hreyfing og alveg svakalega þægilegar leiðir til að hjóla á milli staða. Það er, þó þetta sé nú smá spotti, þetta er ekkert svakalega langt, en... Hvað ertu miklu lengur á hjólinu en í kannski tafsamri umferð? Eins og að fara á bíl þegar mesta umferðin þá er maður eitthvað staðar kannski 20-25 mínútur að keyra
og að hjóla ég hef fljótastur verið eitthvað 27 mínútur. Þannig að það munar nú ekki miklu. Og en auðvitað skiptir máli hvernig veður og ég hef verið upp í 37 mínútur eða eitthvað á leiðinni heim. Það er einhvern veginn svona oft erfiðara. Það er ekkert frábær dagur í dag til að vera á hjólinu? Nei, ekki beint frábært svona í rigningunni. Og svolítill vindur. Og svolítill vindur líka. En auðvitað það hefur einhver áhrif hvernig veðrið En en hef ekki hjólað núna eftir að þing kom saman aftur í haust, en ég þarf hins vegar að fara að taka hjólið fram aftur. En sund, körfubolti, hjólreiðar, myndirðu lýsa þér sem svona, hvað maður að segja, útivistar og íþróttasinnuð manni eða? Sko ég hef rosalega gaman af íþróttum. Ég ekki góður í þessu. Ég ekki mjög mikill íþróttamaður. Ég ætla ekki að reyna að halda því fram. Ég svona meira, en ég hef alveg gaman að þessu og legg mitt að mörkum náttúrulega í þessu. Þó að kannski gagni af því sé ekki endilega mikið eins og í körfubolta. Ég reyndar hef ekki mætt núna í körfubolta í svolítinn tíma, en var aðeins að sprikla með svona eldri strákum. Og ég hafði mjög gaman að því. Hvar fékkstu þér stöðu í bekknum? Sastu fremst í miðjun eða aftast? Ég sat yfirleitt aftast, sko. Þú sast aftast? Já. Var það statement? Já, gæti verið, ég veit það ekki. Það er svona, jú, við vinirnir vorum svona oft svona frekar aftarlega. Voruð pínu óþekkir á köflum? Nei, ég held að við höfum nú verið tiltölulega þægir, sko. Tiltölulega þægir. Var engin uppreisn í þér á unglingsárum? Nei. Gekk þetta bara fellt og slétta fellt fyrir sig? Já, það var svolítið þannig. Maður einhvern veginn bara alltaf verið frekar rólegur í öllu sem maður gerir. Mér finnst alltaf jafn áhugavert að kynnast fólki sem segir mér þessa sögu. Ég fór ekki oft til skólastjórans í Fellaskóla upp í Breiðholti. Örlugur ryktir. En það kom alveg fyrir samt, sko. Var það þá vegna prakkarastriks eða námsárangurs? Ég veistu að ég bara Þú varðið að gleyma því? Já, ég er löngu búinn að gleyma af hverju hann kallaði mig til sín, sko. En ég var svona, þú veist, kannski ég veit ekki hvernig maður á að skilgreina sig sem nemanda í grunnskóla. Frekar latur, held ég. Ég held að ég hef verið, og kennari minn, umsjónarkennari, hann sagði það nú eitthvað í viðtali, í svona foreldraviðtali, að ég þyrfti nú að leggja aðeins meira á mig og vera ekki svona latur. Og ég allan að man það ennþá í dag, þannig að maður svona, ég held að hann hafi alveg haft nokkuð til sín máls. En sumir sko þingmenn og stjórnmálamenn, þeir eru svona, þeir eru fyrirferðarmiklir og kannski með stór ego og svoleiðis, en þú virkar nú ekki þannig á mann, sko. Nei, ég er sko ekkert endilega neitt sko með neitt svakalega mikið stórt ego í þessu og fer ekkert endilega rosalega mikið fyrir mér alltaf. Nei. Þó að en legg mig fram hins vegar og ég held að það hafi haft svolítið áhrif þetta samtal við kennarann þegar hann sagði að maður væri latur við námið að maður kannski tók sér svolítið á í kjölfarið. Að og ef maður vill eitthvað þá leggur maður alltaf á sig til að ná því fram og fer þær leiðir sem að mér finnst kannski skynsamlegast að fara til þess að ná því markmiði. Og það er ekkert alltaf með að vera háværestur eða sýnilegastur. Nei. En datt einhverju sinni í hug þegar þú varst 15 ára gamall að þú eftir að starfa á Alþingi Íslendinga? Nei, mér datt það svo sem ekki í hug, nei. Ég hefði ekki veðjað á það þegar ég var krakki. En þú varst eitthvað að fylgjast með pólitík og svona? Já, það er svolítið merkilegt að ég verandi einmitt þegar maður bjó upp í Breiðholti og var svona yngri, að þá náttúrulega var alltaf verið að sýna frá Alþingi í sjónvarpi og ég horfði ansi oft
á Alþingisrásina, útsendingar frá Alþingi. Þegar þú ert 15 þá held ég árið 1995, ertu ekki fæddur 80? Jú, ég fæddur 80. Já, einmitt. Akkurat. Þannig að svona þegar þú byrjar að, ég veit ekki byrjar, en allavega við tökum það tímaskeið, þá það svona, það að hefjast nýfrjálshyggju tímabil og við erum að svona létta á ríkisafskiptum og höfum tröllatrú á frelsi markaðar og frelsi til þess að fara til helvítis segja sumir. Já. En varstu skeptískur á þær miklu samfélagsræringar sem verða þegar við einkavæðum bankana og seljum bara með spilltum hætti. Voru þá svona þú og vinir þínir voru að ræða að þetta væri kannski eitthvað skrítið? Sko, í vinahópnum ræddu við svo sem ekki mikla pólitík, en jú, maður var skeptískur á og enn í dag sko, á of miklar sölur frá ríki og til einkaaðila. Og maður svona horfandi á og aðeins ef maður horfir örfá ár á undan líka að það náttúrulega voru töluverðar þrengingar í samfélaginu á þessum tíma. Ef við horfum á frá 1990 og átök í heiminum sem að brutust út og svona erfiður tími að mörguleyti og maður upplifði þetta náttúrulega líka í gegnum svona þessa miðla á þessum tíma. Þetta svona, það var alveg barningur sko á ýmsum sviðum í þessu, en jú, maður svona var alveg skeptískur á ýmislegt sem var verið að gera og árin í kjölfar þess líka. Já. Það alveg þannig. Las ég einhvers staðar að þú hefur verið verkamaður hjá Samherja? Heyrðu, ég fór, ég fluttist austur á Eskifjörð, kona mín þaðan og við byggum þar í smá tíma og var að vinna þar hjá fyrirtæki sem var að vinna síld, hét Friðþjófur og Samherji keypti fyrirtækið, ég held að þau hafi keypt það meðan ég bjó þarna fyrir austan og allavega voru, síðasti mánuðurinn var undir stjórn Samherja. Já. En þú semst að vinna með höndunum þarna á þínum yngri árum. Já. Með iðnaðar svona fókus, ákveður að fara ekki í bóklegt námsskólanám heldur í iðnnám. Já, þarna var ég búinn með sannlega næstum 3 ár af rafmyndaverkjun í iðnskólanum í Reykjavík. Já. Og var svona eitthvað orðin þreyttur á þessu. Við ákvaðum að flytjast austur og ég fór að vinna hjá þessu fyrirtæki og reynda fleiri svona aðeins svona fyrirtæki sem hérna frá austan og fór að vinna semst á liftara í síldinni og var síðan í liftarastöðu að svona vinna í þessu. Voru það uppgrip? Voru þetta uppgripa? Þetta var alveg þetta var náttúrulega svona ákveðin vertíð í þessu og en maður upplifði náttúrulega líka á sama tíma hversu óstöðugt þetta var, þetta umhverfi. Já. Það var náttúrulega ekki vinna alltaf. Nei. Það var náttúrulega bara þegar var veiði og svona frekar óstöðugt en rosalega góð lífsreynsla að fara og vinna í fiski, vinna svona og búa í þessu frábæra samfélagi hérna fyrir austan. Og ég reyndar hefði alveg verið til að búa og vera það lengur sko. En síðan ákvað við að flytja aftur suður og ég fór í að klára námið sem var líka þetta bara mjög gott að svona með þetta líka þessa reynslu að þá var gott að fara og maður sá það alveg að það væri gott að klára námið sem maður var svona mjög langt komið með. Já. Og hafði sko í sumarvinnu sumrin á undan þá hafði ég unnið hjá Reykjavíkurborg líka í dráttuvéladeildinni við að slá og svona finnst voðalega gaman að vinna í öllu svona tengt svona vélum og tækni. Já. Og það auðvitað svona kannski
eitt hluti af því sem að maður svona af áhugamálum auðvitað bara alls konar svona tæki og tól og svona tækni. Ég fann það alveg þegar ég var krakki og þegar maður var svona upp í Breiðholti að ég var snemma að fara inn að fikta svolítið mikið í tækjum. Og það svona kannski rót svona að því hvað maður ákveður sinni í kjölfarið að ég var iðinn við að rífa hluti í sundur og kannski að reyna að koma þeim aftur saman. Sem að gekk svo sem ekki alltaf. En alltaf gaman að reyna að laga. Pabbi minn var svona hálfgerður 19. aldar maður þótt hann hafa nú fæðst 1922. Ég ólst upp í Mývatnssveit sem þá svolítið afskekkt og hefur kannski einhverju leyti orðið út undan svona í tíðarandabreitingum. Og pabbi var mjög forn og leiði sér engan munað og lifði óbúslega einföldu lífi. En hann var með alveg óbifandi trú á tækninýjungum og maður skynjaði svo vel þegar ég var alast upp hvað þessi framfaratrú tengd tækninni var sterk í æðum okkar Íslendinga. En núna, árið 2025, þá telja sum okkar sem áður fögnuðu tæknibreitingum og töldu alltaf að væru línulega framfarir sem að fylgdu þróun að það geti jafnvel verið tækni sem tortími okkur. Þá er ég að tala gervigreind og ýmislegt fleira, samfélagsmiðlana og allt það. Já, þetta náttúrulega, það hefur orðið rosaleg þróun í tækninni á undanförnum árum. Já. Og og kom alveg upp efasemdir það hvað er skynsamlegt í þessu og hvað ekki. Ég held að þurfum auðvitað að vanda sig og við þurfum að vanda okkur alveg rosalega í hvernig við nýtum þessa tækni. Varðandi gervigreindina sem að ég held að rosalega margir eru að nýta sér í dag í einhverri mynd. Með jákvæðum hætti. Með jákvæðum hætti. Og ég meina fólk yfirleitt að nota þetta bara til þess að auðvelda sér lífið. Forvitnast það hvernig hlutinni virka eða hvað er hægt að gera og ég veit alveg að margir nota þetta í svona bara uppbyggingum á alls konar Excel-skjölum og útreikningum eða bara safna saman upplýsingum og það er auðvitað mjög jákvætt að nýta sér þetta á þann veg. En síðan það sem er varasamt auðvitað líka að þessi tækni hún er kannski á erfiðara með að meta, eru þetta réttar upplýsingar sem að þú finnur á netinu. Og það er alveg langur vegur frá því að allar upplýsingar sem á netinu séu réttar. Já, og svo siðvit gervigreindarinnar augljóslega ekki mjög þroskað. Nei, akkurat. Þannig að hvernig þetta þróast áfram og hvaða áhrif þetta hefur líka á okkur. Að í fyrsta lagi maður hugsar, ef að upplýsingar sem eru kallaðar fram og gervigreindin kannski matar fólk af einhverjum upplýsingum og ef þær eru ekki réttar þá náttúrulega getur það haft áhrif á hvað fólk hugsar og hvað gerir og síðan auðvitað hefur maður alveg áhyggjur af því að það geti haft neikvæð áhrif á bara okkar getu til þess að afla upplýsinga og túlka. Eru þingmenninir mikið að ræða þetta í kaffipásunum eða kannski bara eru frumvarp á leiðinni eða? Það er ekkert rosalega mikil umræða almennt en jú, það er umræða og meðal annars það þegar þú horfir á myndbönd sem gervigreindin er notuð til að búa til getur verið mjög raunsæjar upptökur myndbönd sem hafa verið búin til en eru bara gervi. Falsanir sem ekki nokkur leið að sjá munin á sviðsettu. Nei, akkurat. Og kannski hjálpar okkur að vera með íslenskuna því að það gervigreindin á erfiðara með íslenskuna en þá. Að það gerir okkur auðveldara fyrir okkur að sjá kannski hvað er falsað eða hvað er búið til og hvað ekki.
En þetta þarna held ég að sé bara mjög brýnt fyrir samfélagið að stíga skref og reyna einhvern veginn að hamla þessu. Af því að ef þetta fer of langt að það sé verið að búa til efni og falsanir, að þá er það auðvitað mjög alvarlegt fyrir samfélagið og þróun þess held ég. Já, það stundum talað mikilvægi fjölbreytileika í þingmannahópnum, bara svona eins og á fjölmennir ritstjórn á blaði eða bara vinnustöðum yfir höfuð. Mér finnst nú reyndar að vinnustöðir landsins séu að verða mjög einsleitir, fullir af eins fólki. Millistjórnendur ofta ráða til sín fólk sem er fyrst og fremst hægt að hafa í taumi og mun ekki koma þeim á óvart, sko, sem er svona ákveðið áhyggjuefni að mínu mati. En þú með svolítið annan bakgrunn heldur en kannski flestir þingmenn, er það styrkur? Tækni við þitt, kunnátta? Já, ég held að sé mikill styrkur að hafa þennan bakgrunn eins og maður er. Ég er kannski ekki einhver hefðbundinn stjórnmálamaður eða ekki svona, held ég get ekki tjekkað í öll þessi svona venjulegu box fyrir aðilega sem að svona almennt veljast inn. Og mér finnst þetta reyndar mjög jákvætt að ef maður horfir svona yfir þingflokk samfylkingarinnar að fjölbreytni í hópnum er alveg svakalega mikil. Já, okay. og en eins og með minn bakgrunn að verandi komandi úr annars vegar með iðnmenntun og hafandi starfað í iðnaði mjög lengi, hafa verið í verkalýðshreyfingunni og unni í verkalýðsmálum. Ég held að þessir tveir þættir skipti gríðarlega miklu máli og síðan auðvitað bara bakgrunnurinn, verandi af landsbyggðinni, hafandi búið síðan hérna í Reykjavík þó mest megnis að minni ævi, en alltaf með þessar sterku tengingar út á land. Ég held að það sé þessi fjölbreytni sé að nýtast manni gríðarlega vel inn á þingi. En fyrstu dagan inn á þingi leiðir eins og þú værir einhver leiti utangars innan ég veit nú ekki hvað eru margir lögfræðingar inn á Alþingi, þeir eru margir. Þeir eru þó nokkuð margir og auðvitað hafa ákveðið forskot þegar kemur að því að vinna með svona þessi lagafrumvörp auðvitað. Textal svona inntakssviðinu eða? Já, kannski mikið í þessari tjáningu. Og ég viðurkenni það tók mann alveg tíma að svona ná þessum takti, hvernig tjáum maður sig í ræðu inn á þingi og síðan sér maður auðvitað bara, ýmsa siði og ósiði sem eru þarna inni og maður svona þarf að bara ákveða hvað ætlar maður að aðlagast af þessu. Nefndum við dæmi ósið? Nei, það er bara, ef maður horfir á svona þegar ég kem inn í þetta þá hugsa maður að maður vill auðvitað leggja sig allt sitt fram til þess að vinna að bættu samfélagi og ég reyndar gerir ráð fyrir að allir þingmenn séu þar. Ertu viss? Ég gerir ráð fyrir því. Ég er ekkert alveg viss. Jú, ég held að flestir og allir geri það. Ég held að allir séu svona með eitthvað markmið að bæta samfélagið og síðan eru þetta bara mismunandi sjónarmið að því hvernig við teljum að þurfa að bæta. Og bara svona þessi samræðu hefð og hvað er svona þessi ræðu hefð í púlti Alþingis getur verið áhugaverð svona fyrir nýjan þingmann að sjá og upplifa. Er ekki svolítið sýndarmennska í þessu? Jú, það er það svolítið. Það er það svolítið, finnst mér. Og okkur finnst það líka sem við erum að fylgjast með. Já, og en síðan er það kannski hluti af þessu bara. Og maður þarf einhvern veginn að læra það. Hafandi einmitt verið í verkalýðsmálunum allan annan tíma og þá er þetta svolítið viðbrigði, finnst manni. Af því að maður upplifir þetta, ég upplifði þetta ekki með þeim hætti í verkalýðshreyfingunni. Nei, það sé svona meiri, hvað maður að segja, þessi yfirborðskendara á köflum inn á þinginu. Já, í raun og veru. En síðan er þetta allt pólitík og pólitíska sjónarmið og sem að auðvitað skiptir máli og
Og síðan auðvitað annað sem að kemur manni óvart, eða kemur kannski ekki óvart, en er auðvitað ánægilegt að samskipti fólks þar sem að við erum ekki mynd eru mjög góð. Já, já. Og svona stemningin á þessum vinnustaði er bara svaklega fín, sko. Mér datt einmitt í huga að þú nefnir þetta, að þetta gæti breyst þegar ég sá dálítið marga þingmenn ráðast svona persónulega að Snorra í Miðflokknum eftir að umdeilt kastljósviðtal átti sér stað við hann. Þar voru ráðherrar, formenn, flokka, biskup og allmargir þingmenn sem að virtust fordæma Snorra mjög harðlega fyrir það hvernig hann hefur verið að tala transfólk og einhverja hugmyndafræði í stað veruleika og svona. Þú ræðir hvort þú svarar þessari spurningu, en er einhver kurr í kringum Snorra sérstaklega á þingi? Nei, ekki hef ég svona upplifað neitt í kringum það. Það er óvenjulegt að svona margir tjá sig persónulega einn þingmann. Það sem ég held að skipti mestu máli í þessu er auðvitað bara, hvernig svona samfélögin eru uppbyggð og hvað við þurfum að gera til þess að í raun og veru bara standa vörð samfélögin í heild sinni. Ég held að, og við sjáum þetta náttúrulega bara eins og í Bandaríkjunum í dag, hvernig orðræða forseta Bandaríkjanna er og svona og bara málfrelsi fjölmiðla fólks, málfrelsi allra skiptir auðvitað bara gríðarlega miklu máli í samfélagunum. Við auðvitað þurfum að hafa svigrúm til að hafa skoðunir á málum, en við þurfum líka að standa vörð bara fólkið okkar. Við þurfum að standa vörð fólk sem eru þetta bara að berjast í bökkum í samfélaginu, og við þurfum að verja stöðu allra, finnst mér. Þannig að það er auðvitað, það skiptir máli hvað við segjum. Það skiptir máli að við vöndum okkur við það sem við erum að tjá okkur Það sem mér finnst ég geta að lesa milli línuna hjá þér er að þótt sumir þingmenn og fólk sem er að vinna með Snorra hafi svona notað sína samfélagsmiðla til þess að senda hann sterk skilaboð, þá nái það ekki inn fyrir inn í hjarta þingsins. Menn hafi látið það duga einhvern veginn. Já, svona mín upplifun er auðvitað bara að okkur tekst innan veggja Alþingis að eiga góð samskipti. Já. Okkar á milli í svona daglegu starfi. Já. En við erum ekkert sammála alltaf, og það er auðvitað það sem skiptir líka miklu máli að fólk hefur fjölbreyttar skoðanir og við erum ekki sammála öll mál. Nei. Og þess vegna erum við bara auðvitað svona mörg og fjölbreytt. Hvernig myndirðu lýsa svona í fáum orðum Kristrúnu Frostadóttur? Sumir rann svona reyna að velta því fyrir sér hverju sem manneskja er. Hún nýtur gríðarlega vinsælda, en hún hefur ekkert verið það mörg ár í kastljósinu að manni finnst að maður viti allt hana, og kannski verður það nú aldrei. En hvernig myndið þú lýsa henni? Ég lýsa henni og upplifi svona samskipti við hana í gegnum tíðina, eða þessi ár sem að ég þekkt hana og kynst henni. Hún er náttúrulega bara leiðtogi. Hún er virkilega klár, fróð kona, hefur mikla reynslu þrátt fyrir ungan aldur. Og já, mér finnst hún svona bara orðið sem kemur upp í hugan er leiðtogi. Hún er leiðtogi. Og ég já. Þannig að þú ert sáttur við hana, er ég? Ég er mjög sáttur við hana. Og ég held að fyrir Íslands samfélag sé virkilega, sé hún að gera alveg virkilega góða hluti og rétt manneskja á réttum stað og réttum tíma. Hvað gerðist þarna þessar vikur eða mánuði á undan? Þetta gerðist alls svolítið hratt í fyrra. Já. Varst þú ekki þingmaður bara með frekar skömmu fyrirvara? Jú. Já. Hvernig gerist það? Símtal frá henni að þú hringir í hana? Milligöngumaður? Þetta gerist náttúrulega mjög
hratt þegar að þá er forsætisráðherra boðar til kosninga og það eru þetta bara samtöl sem að fara í gang á svona tímapunkti. Hver talaði hvern? Já, ég man það nú ekki nákvæmlega. Þú manst það alveg? Nei. Þú varst ekki að segja mér það. Það er þú veist, það eru bara ýmislegt sem að náttúrulega byrjar og síðan er mjög misjátt kannski hvernig flokkar fóru í það að velja á lista og hjá Samfylkingunni var síðan hópur sem að fóru í það að stilla upp á lista og það voru bara fullt af samtölum í kringu þetta. En þetta gerist mjög hratt. Það var þannig. Já. En þú varst tilbúin í hennar slag. Þú varst tilbúin í breytingar. Ég var tilbúin í breytingar og þetta maður svona upplifiði ákveðna stemningu á þessum tíma og sem ég upplifi enn að það sé stemning fyrir því í samfélaginu að við séu breytingar. Það sé svona aðeins tekið á þeim þáttum sem maður þarf að taka á og reynda að bæta samfélagið. Að samfélagið sé svona, stjórnmálin horfi meira í hagsmuni fólksins og sé að styðja við fólkið en ekki fjármagnið. Hvernig leist konuðinni á hugmyndina? Henni leist svo sem ekkert endilega svakalega vel á þetta. Nei. Og en þetta er auðvitað verkefni sem að við förum í sameiningu samt sem áður. Hafðirðu verið yfirlýstur stuðningsmaður Samfylkingarinnar hann og undan? Ég hafði svo sem ekkert verið ekkert mikið að taka þátt í einhverju pólitík. Og þá kannski það sem að henni leist ekki alveg nógu vel á stimplun, fækkar tækifærum mögulega. Já, mögulega. Það er ýmislegt og auðvitað, að vera í pólitík eða stjórnmálum, þetta auðvitað hefur áhrif á alla í kringum hann og það maður upplifir það náttúrulega bara mjög sterkt þegar maður tekur þetta skref að það hefur áhrif og það gerir það. Þú myndist aðeins á konuna þín áðan. Voruð þið ung þegar þið kynntust? Já, við vorum byrjum saman bara á 17. ári. Já. Og hún er með hálf bandarískan? Já, pabbinar var bandaríkjamaður og mamminar íslensk. Hún heitir Diana Lynn Simpson. Já, einmitt. Og og ólst upp, hún bjó fyrstu árin erlendis og síðan fluttist hún til Íslands 6 ára aldur. Já. Fyrir hverju fjölstu? Ég bara heillandi kona, stelpa á þessum tíma og virkilega skemmtileg og við einhvern veginn tengdum bara svo svakalega vel saman. Já. Hafið þið eignast börn saman? Já, við eigum 3 börn saman. Já. Tvíburastelpur sem eru 24 ára. Já. Og síðan strák sem er 15, það verður 16. Já. Hvað gerir hún, Díana? Díana er leikskólaliði menntaður og var að vinna hjá leikskóla upp í Grafarvogi og búin að vera, var þar í þessu. Myndirðu segja að vera besti vinur þinn? Já, alveg klálega. Klárlega? Já. Það er engin spurning? Engin spurning með það. Og bara alveg, við höfum búin að vera saman í öll þessi ár síðan þá. Hve mörg ár? Já, nú rekur mann alveg gat. Þetta er 80, þá ertu... 96 sem við byrjum saman og... Já. Þannig að... Við mitt. 29. Hver er lykillinn að því að fólk þoli hvort annað í svona langan tíma? Já, það er auðvitað bara ýmislegt og bara ég held að það skiptir máli að rækta sambandið og vera góðir vinir, vera félagar og taka þátt í verkefnunum saman. Já. Það er bara, ég held að, hvaða töfra ráð veit maður ekki nákvæmlega. Eru þið lík? Við erum alveg ótrúlega lík, á mörgu leyti. Já. Það er alveg þannig. Já. Eigið þið sömu vini?
Já, við eigum það að miklu leyti og vinir okkar sem að við vorum með æskuvinir okkar við tengjumst þeim nokkuð vel öllum og góði vinir í allar áttir. Já, hún líka svona gefin fyrir það að vera úti og Hún mikið fyrir eins og að við höfum verið að gera síðustu ár, mikið í útilegum og svona njóta þar. Og já, það alveg, við höfum mjög gaman að því og höfum haft mjög gaman að því að vera í útilegum og njóta, þó að sé kannski í kringum tjaldsvæði og eitthvað svoleiðis. Að vera út á landi og vera í náttúrunni og njóta þannig. Sko, þetta nú langt komið hjá okkur, gaman að svona kynnast aðeins persónulegri hliðinni, auk þess að maður geti dæmt á þig spurningum hvað sem er svona aðeins að ská við pólitíkina. En sko, sérðu þig fyrir þér sem, líður þig núna eins og þú ert búin að finna hilluna þína eða hugsaðu kannski aldrei mjög langt fram í tíman, heldur lefur bara hverjum degi að næja sinni þjónugu? Ég held að sko það mér líkar alveg afskaplega vel við það sem ég að gera í dag og mér líkar mjög vel við þau verkefni sem maður glímir við niður á þingi. Já. Virkilega skemmtilegt að fá þetta tækifæri að taka þátt í þessu og auðvitað þarf maður alltaf að sjá bara hvað framtíðin ber í skauti sér, hvað verður í boði og allt það, en já, mér líkar þetta mjög vel. Já. Þannig að ég mun allavega að leggja mitt að mörkum til þess að nýta þessi ár sem að maður kjörinn til þess að bæta samfélagið og hafa hagsmuni fólksins að leiðarljósi því. Og Þú ert í atvinnuveganefnd og velferðarnefnd? Ég í atvinnuveganefnd og velferðarnefnd. Það sem eru náttúrulega rosalega stór mál undir. Atvinnuvegirnir, sjávarútvegur, landbúnaður og ýmislegt í því. Já. Og síðan í velferðinni, þar eru náttúrulega velferðarmál og heilbrigðismál, félagsmálin og húsnæðismál. Þannig að þetta einhver liti framlenging á verkalýðsstörfunum? Já, í raun og veru. Í raun og veru þá eru þetta málaflokkar sem maður hefur verið mjög tengdur undanfarna áratugi. Já. Þannig að það á mjög vel við mig að vera í því. Og þetta afskaplega gott að vera með þessa þekkingu sem maður hefur þegar við erum að vinna með þessi kerfi, fæðingarorlofskerfi til dæmis, vinnumarkaðurinn sem að maður náttúrulega tengist vel og hefur góða þekkingu á, sem að ég held að skipti máli fyrir Alþingi líka að hafa. Já, hver og einn hefur sitt fram að færa. Já, alveg, það er alveg þannig. Ég er alveg sammáliðin með það að fjölbreytileikinn er mjög mikilvægur. En sko, þú hefur ekkert verið mjög áberandi, svona hefur mér fundist sem þegar ég horfi á Alþingi. Ertu að læra og spara þig þangað til þú svona nærið aðeins betur utan á jobbið, eins og til dæmis Sigurður Helgi Pálmarsson sagði við mig hérna um daginn. Tekur þetta kannski bara heilt árað? Ég svo sem jú, auðvitað maður að læra og það er alveg klárlega þannig. Maður þarf að læra svona á hvernig hlutinni virka. Það sem að maður hefur líka kynnst mjög vel á þessum stuttatíma er hversu mikið starf er í kringum þingið. Nefndarstörf eru á hverjum degi. Við byrjum alltaf nefndir á klukkan 9 á morgnana, aðeins seinna á mánudögum. Og þar fer fram auðvitað langmesta vinnan. Þar erum við að hitta alla þá sem að senda inn umsagnir og við teljum að sé gott að ræða við og fá meira feedback frá. Það eru auðvitað, þessi hluti af starfinu eru auðvitað ekki eins sýnilegur. En skiptir held ég alveg gríðarlega miklu máli. Og jú, síðan í þingsala þá eru auðvitað ákveðið svona ferli sem er í gangi þar sem er frekar svona
já, það er ekkert endilega rosalega mikill tími fyrir þingmenn í meirihluta að fara í margar ræður málin þar, nema þeirra kannski kemur í aðra umræðu og fylgja þeim eftir úr nefndum og síðan í þriðju. Þannig að þar að leiðandi verður kannski verður maður kannski ekki eins sýnilegur þar. Nei. En ef þið langar að segja eitthvað, hvaða úrræði notar þau? Í gamla daga skrifaði fólk einhverja greinar í Fréttablaðið og Mokkan og svona. Jú, það er ennþá til fólk sem gerir það en slagkrafturinn sem fylgir því ekki nema brota því sem var. Hleður bara í status og Facebook? Ég nota samfélagsmiðla, ég nota greinaskrif og samfélagsmiðlar náttúrulega bæði í rituðu formi og tali. Síðan finnst mér voðalega gott að fara og bara hitta fólk og spjalla og svona halda í tengingarnar. Og síðan náttúrulega, það eru alveg vissulega ákveðni kanalar innan þingsins sem eru svona fasti liðir sem er hægt að fara ef maður vill ræða eitthvað ákveðin málefni og það er liður sem heitir störf þingsins og þar getur maður komist í og komið einhverjum málum á framfæri sem að brenna á manni. Já, sannarlega. Þó að sé ekki nema 2 mínútur í ræðu, það er frekar stuttur tími en er gagnlegt. Það er að spísa textan á 2 mínútum. Já, það er auðvitað bara skiptir máli að vera með þetta skornort og skipulagt. En það eru þessi liðir sem að ég held að séu mjög góðir að nýta. En þetta er auðvitað eitthvað sem að þarf að fara yfir, maður þarf að leggja sér fram við þetta. Því að síðan framboð og efni í dag er bara ofboðslega mikið. Þannig að Ég ætla að enda þetta spjall okkar á svolítið svona alvarlegri spurningu. Það er svolítið heimsenda ótti víða, mjög óöruggt ástand og svona til dæmis í gær þá tók ég það bara upp á sjálfum mér að ég var að vitna fallegu atvik í Bónus og ég bara skrifaði það og bara svona til þess að henda einhverju fegurð út í allan ljótleika og allan ótta og svona sem er núna óryggi ungu fólki á húsnæðismarkaði og svona alltaf, það er alltaf einhverjar áskoranir. Ert þú bjartsýnn, svartsýnn eða einhvers konar blanda af þessu tvennu? Hvernig svona sérðu fyrir þér framtíðina, nálega framtíð? Já, ég er svo sem bjartsýnn á nálega framtíð. Það eru hins vegar alveg blikur á lofti sem að valda því að maður er auðvitað áhyggjufullur að mörgu leyti og ég held að skipti afskaplega miklu máli að við séum tilbúin að takast á við þær áskoranir sem framundan eru og ef maður horfir á svona heimsmyndina að þá auðvitað er svo margt í gangi þar sem að maður hefur gríðarlega miklar áhyggjur af. Já, og það eru 15 ára milli okkar, ég er 15 ára eldri en ég hugsa að þú sért mér sammála þegar ég segi það er eiginlega nýtt fyrir mann að hafa þessar áhyggjur. Við erum búin að við höfum lifað á góðum tíma þar sem okkur fannst allt verða bara svona hægt og bara oftast betra og betra hlutskipti komandi kynslóða betra en ekki lengur. Það er alveg klárlega þannig að það er svo rosalega breytt heimsmynd sem að maður horfir fram á núna sem að veldur áhyggjum. En þessna held ég að skipti rosalega miklu máli samt sem aðra við séum við þurfum að fylgjast með og vera viðbúin því sem er og taka þátt í öllu samstarfi þjóða í kringum okkur og ég hef samt fulla trú á því að okkur takist að koma í veg fyrir það svona þessar vestu sviðsmyndir og ég held að skipti miklu máli að okkur takist það en horfandi á það sem er að gerast fyrir botni Miðjarðarhafs er náttúrulega bara ömurlegt og ég hef gríðarlega miklar áhyggjur af því að
maður sér ekki fyrir endan á því. Og þetta eru auðvitað eitthvað sem að ég man eftir sem barn eða úlingur að þá upplifði maður fréttir frá svona átökum og hungri en aldrei með þessum hætti. Nei, og það er alveg glænýtt finnst mér að maður upplifi valdamestu menn landsins, heimsins fyrirgeðu sem bara einhverja brjálæðinga sko. Já. Það er það er auðvitað eitthvað sem við eigum ekki að venjast. Nei. Og við eigum ekki að sætta okkur við að sé komið fram við fólk á þennan hátt. Og ég veit að maður bindur vonir við að leiðtogar heimsins vakni upp og beiti sér og sem betur fer svona, maður sér að það er að gerast þó hægt sé en það þarf að gerast miklu hraðar. Og það þarf að stöðva þetta, það þarf að hugsa fólkið sem býr á þessu svæði og að það geti búið frjálst og já, ekki við þessar hörmungar. Finnst þér þið verið að gera nóg í Samfylkingunni? Þið Kristján verið nóg beitt? Það sem auðvitað erfitt í þessu auðvitað að hvaða áhrif hægt að hafa og ég veit að hún að beita sér á öllum þeim fundum sem hún fer á erlendis og þá að beita sér á þann hátt að þessu aðgerðir sem að hafa raunveruleg áhrif ekki eitthvað sýndamennska eða eitthvað slíkt og ég sannfærður að það sem að hún hefur gert hefur haft áhrif. Það svona og ef við horfum kannski nokkur missir eftir í tíman þá eru atriði sem að kannski munu koma betur fram síðar já, þetta hefur áhrif en hefði þurft að gerast miklu hraðar og miklu með afgerandi hætti. En það eins og það er. En við missum ekki móðinn, hvorki hér innanlands né í alþjóðlegu samhengi og Nei, ég held að það skiptir miklu máli að við þurfum að leggja okkur fram og ég held að staðan verði mun betri innan tíðar. Kannski búum okkur undir það versta en vonum það besta. Það er kannski það skásta í stöðunni. Það er nákvæmlega þannig. Heyrðu, en það er búið að vera gaman að hafa þig hér í þessu spjalli sem að hefur farið út og suður eins og þau gera nú oft þessi persónulegu viðtöl. En kæra þakkir fyrir að koma til okkar sem óþekkti þingmaðurinn, vonandi vita hlustendur og áhörfundur núna aðeins meira þig. Nú, já, kannski er þetta orðið þekkti þingmaðurinn núna. Já, það er vonandi. En bara takk kærlega fyrir að bjóða mér. Er virkilega gaman að koma að spjalla. Gaman að fá þig. Segir Kristján Þórður Snæbjarnarson, hann er þingmaður Samfylkingarinnar eins og þið væntanlega flest vitið, en við höldum áfram dagskráni hér eftir andartak, ekki fyrir langt. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauða borðinu. Við ætlum að ræða bannaða list. Hingað komin Snærós Sindradóttir, listfræðingur og galleristi og Þrándur Þórðarson, myndlistarmaður. Það voru fréttir í vikunni fyrirætlanir og gjörðir Donald Trump sem hefur núna farið af stað með það að banna list sem honum ekki þóknanleg. Það svona ákveðin samnefnari í öllum þessum verkum og með þessum myndlistamönnum sem hann hefur bannað, en okkur langar við vorum svona aðeins að velta fyrir okkur þessu með pólitík og list og hvort þetta sé eitthvað sem ég veit ekki sé nauðsynlegt, þarf alltaf að vera pólitík, mátt ekki bara vera stuð og allt það.
Ég var sko að skoða lista áðan hjá Trump, Hvíta húsið birti pistil sem að hét bara Trump was right about the Smithsonian. Akkurat. Og það ekkert fullyrt að neitt sem bannað þarna. Þetta er bara listi yfir verk eða sýningar sem eru Hvíta húsinu ekki þóknanlegar sem að hafa verið sýndar á vegum Smithsonian. Og Smithsonian sko mörg söfn. Þú veist, það eru marg undirsöfn undir þessari stofnun og þar meðal þú veist, Smithsonian safnið fyrir list svartra og Smithsonian safnið fyrir latínó samfélagið og þú veist, það þannig að það eru öll stofnun undir og hún ekki ekki frekar en önnur söfn í Bandaríkjunum opinber, en Smithsonian auðvitað mörg önnur tekur samt við 53% af sínu fjármagni í gegnum þingið. Þannig að hann hefur verið mjög einarður gegn þessari stofnun síðasta, síðan í janúar. Þetta er mjög stutt tími fyrir mjög afkastamikinn innræð þeirra. Já. Þetta það sem sammerkt með í þessum verkum þessi pólitík, það eru verk imperialismann og svona antimperialísk verk og það sem er svona gert mikið úr svona hvít leikanum og svona þessari hvítu yfirburðahyggju og en þetta ég meina af hverju þessi verk? Það ekki kannski bara augljóst? Jú, bara eins og þú sagðir, þetta er þeim ekki þóknanlegt, sko. Já, það er svona, já, bara nokkuð augljósagt. Hvað þýðingu hefur þetta fyrir listafólk sem svona, fellur í ónáð þegar hann er opinbera? Ég get ekki sagt með það í Bandaríkjunum, einn listamaðurinn sem þarna á verk er Amy Sherling og listakona sem er af African-American uppruna og þekktust fyrir stóra portretti sem hún gerði af Michelle Obama. Og verkið sem þarna sett út af sakramentinu verk sem að sýnir frelsisstyttuna í raun og veru sem svarta transkonu. Og það er mjög marglaga andstaða, hún snýst hinseinleikan, hún snýst uppruna svartra, hún snýst allt. Hún snýst ímynd Bandaríkjanna, hvað eru Bandaríkin? Það hver byggðu Bandaríkin? Það hvíta fólkið eða það svarta fólkið? Og á hvers baki eru Bandaríkin byggð og það auðvitað það sem að svona mennirnir í kringum Donald Trump, ég var að horfa eitthvað gæjaðan sem ég bara, man ekki hvað heitir og þarf ekki að muna hvað heitir, sem að hélt ræðu eða erindi á þessari minningarathöfnum Charlie Kirk og bara einhver, ég ætla bara að segja þetta á hreinni íslensku, þetta bara einhver nasista drjóli. Skilurðu, sem að þú veist, bara að tala í þá átt að hvítir hafi gert allt, þú veist, hvítir hafi orsakað allar framfarir í heiminum og sérstaklega út í Bandaríkjunum, hvítir hafi fundið upp allt sem eitthvað sem virði, stuðlaðu öllum framförum, búið til alla peningana og svo framvegis, þú veist, og það auðvitað heimsýn sem að hunsar það á baki hverra þú veist þess að framfarir urðu sko. Þú veist þannig að þetta snýst mjög marglega söguskoðun og þetta snýst mjög mikið þá söguskoðun að þrælahaldið hafi til dæmis ekki verið, þú veist, sé ekki þessi verið að gefa gaum. Annað verk þarna sem ég verð að fá að nefna sem svona, þetta heil sýning og byggir á góðsögn í raun og veru sem verður til í þrælaflutningunum til Bandaríkjanna fyrir mörgum öldum síðan þar sem að það var til svo góðsögn að þau börn sem hefðu verið móðurkviði þeirra kvenna sem ýmist var kastað fyrir borð eða kastuðu sér sjálfar fyrir borð, þetta hryllingur. Þau börn hefðu einhvern veginn búið til ríki á hafsbotni, skilurðu, orðið litlar hafmeyjur. Drexia. Akkurat, Drexia. Þetta er gullfalleg góðsögn en auðvitað mjög
þú veist, kringumstæðir eru hræðilegar og þetta er eitthvað sem að Trump og hans slekti finna af hverju, ekki að þeir hati hafmeyjur, heldur að þeir vilja ekki tala þrælaflutningana, skilurðu? Það er ástæðan, ekki af því að Ariel litla hafmeyjan sé þeim ekki þóknanleg, sko. Þrándur, þú gerir mjög pólitíska list og sko, hvað rekur þig áfram í akkurat því? Þú það, sko, þegar maður svona lítur til þess svona sköpunargleðinar sem eitthvað svona, það er eitthvað svona mengi og fólk, það hefur alls konar ástæður fyrir því að skapa og ég meina, hér er þú á Íslandi hvítur maður en hefur svona notað þinn strega fyrir þá hópa sem eru svona undirokaðir í samfélaginu og vælt upp svona sem mörgum spurningum. Svona, hefur einhvern tíma svona stoppað þig af og hugsa með þig bara, ætti ég kannski bara að pröfa eitthvað annað? Eða er þetta bara svona, getum við sagt að þú svona á órétti heimsins sé svona þitt mjús? Já, fæ innblastar á órétti. Ég allavega stoppað mig af bara daglega, sko. Hugsa bara, fyrst af hverju að þessu, ég er ekkert að fara að selja neitt af þessu, sko, en það er bara einhver svona innri þörf, sko, og sérstaklega bara svona, já, síðustu ára, maður finnst svona oft líður mann eins og heimurinn sé bara á heljarþröm og það er bara einhverju innri þörf að díla við það. Af hverju er listin mikilvæg í þessu samhengi? Ég svo sem veit ekki hvort það sé eitthvað mikilvægur en annað, sko. Það er bara, fólk notar sama, fólk sem hefur bara einhvern vettvang til þess að fást við þetta, hvort sem það er í akademíu eða list eða bara þeir sem geta, sko, verða bara að setja mörgum, og eins og bara ræða með ástandi í Ameríku og svona, þetta náttúrulega snertir okkur og það bara þurfum öll einhvern veginn að gera okkar, finnst mér, sko, en jú, ég meina list er líka bara, það er þetta er náttúrulega svona svolítið svona skráðsetning líka, ég hugsa oft þannig, sko, maður þetta er svona ákveðin spegill á samfélagið og gott svona fyrir seinni tíma fólk að geta skoða þetta hvað fólk var að hugsa Já, svona hlutverk listamannsins er þá og þar lendi út frá því nokkuð mikilvægur svona upp á komandi kynslóðir að gera til þess að varðveita söguna. Já, sko, Þrándur kemur inn á punktana þar sem hann situr á degi hverjum og spyr sig af hverju er að gera þetta mun ekki seljast. Og það er auðvitað sjálfsvitsskoðun sem að ég held að allir listamenn og galleristar glíma við að finnast svona lögmál markaðarins sem að augljóslega er háður pólitískum diktum og pólitísku andrúmslofti í samfélagsins hverju sinni vega ansið þungt þegar kemur að sköpuninni, skilurðu, að við verðum einhvern veginn að feta þennan stíg. Þú veist, ég hef þetta valið með mínu galleríi að trúa því að það séu nógu margir úti, að maður er ekki að reyna að selja þúsundir vara, skilur, maður er kannski að setja upp sýningu með 10 í einu og maður bara býður og vonar og helst fast að það séu 10 kaupendur sem eru til í að trúa á það sem er verið að gera þarna hverju sinni, sko, og það hlýtur að vera eins fyrir Þránd að hugsa þegar hann gerir verk sem að er kannski mjög gagnrýnið á stjórnvöld eða þú veist, maður hugsa, ok, það er kannski einn sem skilur að þetta er mikilvægt og það á að vera nóg, en auðvitað getur þessi einn ekki keypt aftur. En þá er mitt, þú veist, og þetta er eitthvað svo erfitt samband, þetta með markaðurinn versus
gáfur og gleðin sko og einhvern veginn og hvatinn til þess að tjá sig í gegnum hæfileika sína sem geta verið myndlist, geta verið ritlist, geta verið hvað sem og hérna versus svo að þurfa að lifa í kapitalísku samfélagi. Hildur Hákonardóttir, nú ætla ég að fá að vitna enga samtal en hún hérna auðvitað gáðskvæðin lifandi lífi að mínum mati, kom til mínum daginn í gallerið og voru að segja mig frá því þegar hún gerði alveg ofboðslega svo merkilegt sko að hérna Þrándur í raun og veru er að skapa í frekar hefðbundin miðil sem málverkið. Konur sem voru að gera textílverk þurftu að berjast alveg ofboðslega mikið fyrir viðurkenningu, virðingu fyrir sínum formi og sínum miðli í hérna og eru enn að mörguleiti og Hildur gerir auðvitað textílverk og prónaverk mikið og hérna í Víetnamstríðinu þá gerði hún verk með skjátlistekki sem að sýndi atómsprengjuna falla og hún bara lýsti fyrir mig hvernig það voru bara að skrifa greinar það sem hún bara kallið morðingi og hérna þú veist það var bara allt brjálað sko þú veist það var bara nánast menn sem hefðu heilsað hundsuðan á götum úti skilur hún var bara nánast öxluðu Austursbrettinu fyrir í miðli sem var samt að berjast fyrir því að fá bara viðurkenningu sem listform sko. En svo þegar við setjum atómsprengjuna inn í þá varði það algjör bomba skilur það sannar gildi listarinnar hvernig eitt verk vegur sko við segjum stundum hvað segir maður hérna, mynd segir meira en 1000 orð það myndlistin sko segir meira en 1000 orð pistill á vísi.is það er enginn sem axlar þig fyrir eitthvað sem skrifar þar sko og það einmitt þess vegna sem að Trump stjórnin fer mikinn allavega kannski án þess að banna þessi verk beint af því ég meina sum þeirra eru einkaeigu þetta Já, sem betur fyrr. Og hérna, þá fara þeir samt svona ganga hart fram og ég meina Smithsonian sem stofnun hlýtur að þurfa að spyrja sig, sko, ætlum við að halda okkur á mottunni og vera áfram á fjárlögum eða ætlum við að einhvern veginn að leyfa listrænt frelsi og þetta áhugavert svona fyrir marga partan eins og þú segir með einmitt að mynd segir meira en 1000 orð og þá þetta einmitt þannig að mynd þetta heil heimur eins og verkið þitt núna sem að stendur inn á Gilligog sem að hefur orðið svona eflaust sko svona ísbrjótur í mörgum samtölum á þeim stað sem að svona tilheyrir kannski ekkert endilega þessu slekti af fólki sem að hefur verið að berjast á Palestínumótmælum eða ganga fyrir kvenréttindum og þar fram til göttunum. Hefur fengið gagnrýni á þessi verk eða bara á þig sem listamann eða Sára lítið sko það kom þessi maður í hvort það var eitthvað látið með þetta á samfélagsmiðlum hvað hann var frá Sýrlandi og hélt eitthvað erindi í Hörpu og hann var eitthvað einmitt það var bara frábært sko þá var mér hossa svolítið svona samfélagsmiðlum, alltaf gaman en það kemur nú fyrir sérstaklega svona, þetta eitthvað rosalega svæsinverk sem ég gerir sko Ég man þetta Nábrókinni Já, hann spjarnar Akkurat Það var nú einhvern tímann ég satt og bara á einhverju veitingastað þá með einhverju fólki þá var manni kominn að kalla og hann var ægilega heilsaði öllum við borðið sko og nema að betta með þess að nema þessum ég heilsa honum ekki sko og var svona lág mikið undir og svo týndist það nú upp úr honum að þetta sagði þetta besti myndlistarmaður landsins svona að sóa hæfileikunum sínum og það varst mér óbærslega gaman að heyra og fyrst og það einmitt og það var hann Nábrókin sem hafði stuðað svo mikið Var það tækning góð en umfangsefnið hvað sem var viðfangsefnið ekki honum að skapi Já, eitthvað svoleiðis sko. Umfjöllunarefni. En það er svo magna einmitt, kannski eins og þú varst að segja í samfélaginu þar sem við erum ekkert endilega að gera myndlistinni almennt neitt ofboðslega hátt undir höfði sem ykkur svona samfélagslegu vopni eða baráttutæki eða bara fagurfræðilega það er svona samt sem áður þá
stuðar hún og alveg upp að þessu marki að einhver hilsar þér ekki og hérna er agalega æstur yfir því að þú hafur málað eitthvað að strega. Já, ég menna þetta snýst nú yfirleitt í höndunum á þeir sem alltaf eitthvað reyna að banna þetta eða, eða það var náttúrulega þekkt í nasistaflokkunum á sínum tíma með úrkynjalista sýninguna og þetta var tekið upp á Íslandi og Hriflu Jónas hélt svona sýningu með einhverja úrkynjalist og ég hugsaði þetta með Smithsonian, það svona þegar framlýðast undir, þá var þetta náttúrulega bara þá var þetta bara fjöður í hattinum hjá listafólkinu sem gerði þessi verk sko. Það bara málið, það eiginlega það sem svolítið merkilegt að íslensk myndlistarlíf að einhverju leyti svona íslensku myndlistarsmekkur svolítið ópólitískur svona heilt yfir, þú veist ef við lögum okkur alhæfingar en svo það alltaf þannig listasagan kennir okkur að verkin sem standa upp úr endanum eru þessi verk, verkin með innihaldið, verkin sem eru samfélagsspil, taka sig alvarlega sem verk í samtali en ekki bara skraut, sko. Og það er svona umhugsunarvert fyrir listamenn sem eru kannski að hugsa sitt legacy, að lifa af núna eða að eilífu. Já, akkurat, lifa núna að lifa eilífu. Ég held að það sé bara ágætis pæling, sko. Ég veit ekki með þránd, en heldur hún ekki bara að lifa eilífu? Jú, ég bara krossa fingur Já, ég held það. Sko, þessar myndir og þessar sýningar, þetta eru alveg heilu sýningarnar sem eru einhvern veginn settar á þennan svarta lista Trump. Þetta eru sýningar sem að ýmist svona fjalla fjölbreytileikan eða eru svona spegill á undirúka hópa. Mér fannst eiginlega klikkaðast var sko sýningin sem að sýnir plus size latínu í hjólastól og ég hugsa bara byrja fyrir ekki er líka bannað að vera feitur á hjólastól, þú veist, hvað má eiginlega, þú veist, það má ekki vera hinsegin og það má ekki vera svartur en það má heldur ekki vera búin að borða mikið og það má heldur ekki vera, skiljur, með fötlun, þú veist, það má ekkert lengur í þessu landi en samt eru þarna menn sem eru mjög langt frá því að vera fullkomnir sjálfur, hvort sem það er í útlita eða þú veist, atgerfi hverju sem er, sko. Mér finnst það mjög sérstætt að þú veist, þetta væri eitthvað sem þeir væru að höggva í líka, en það er bara mjög klassist fyrir nasista held ég á hvaða áratug sem er, þú veist, ég ætla ekki að kalla það sem er nasista, en það eru mennarnar sem eru sannarlega það. Já. Er þetta eitthvað svona, munið eftir því að list hafi verið svona bönnuð eða lítið á hornið hér á landi? Samtímanum og svo bara einhvern tíman í fortíð. Ég þekki það ekki en því kannski svona listfræðin kannski hefur kennt ykkur. Ég veit ekki, eina sem myndi eftir í hug sko bara var engin bönnuð list sko en það hefur nú verið svona kannski bara á fyrir áratugum þá var svona rosalega ströng lína sko sem að listamenn settur sér sjálfur sko eða þú varst ekki með í formbyltinguna þá varstu bara út með því eitthvað þannig en það var ekkert svona yfirvöld að koma neitt inn í það sko. Nei, sko þöggun er sterkasta tólið þegar kemur að því að beita þöggun. Þú veist, þannig að það verður ekkert endilega svona ofbeldsfullt eins og þess að við erum að sjá í Bandaríkjunum núna þar sem að Hvíta húsið gefur út lista, skilur við. Það verður bara, það gerist með öðrum hætti. Það gerist með svona einbeittu áhugaleysi. Eins og hvað? Nei, bara, þú veist, íslensk listasaga þetta markar á því og það er erfitt að verða svona óæskilegi listamenn. Já, eitthvað leyti sko og maður finnur alveg að það, þú veist, það myndast líka bara klíkur og oft þetta minnskap og þú veist, þetta er það er erfitt að festa fingur á hvort að einhver andstæða snýst pólitíka eða hvort hún snýst eitthvað annað sko. Sammála þessi þröndur? Já. Oft er það bara það er eitthvað sem kallast mann getur kallað svona lárétt valdboð sko sem kemur ekki að ofan heldur bara frá fólkinni í kringum mann sko og það getur alveg bara haft jafn mikil ef ekki meiri áhrif sko og svona bara upp á sjálfsritskoðun eitthvað þannig að gera sko Nefnilega. Svo sjálfsvitskoðun líka
hún marglaga, hún snýst líka bara hversu mikið ætla ég að opinbera mig sem mannesku, hvað ætla ég að gefa mikið af sjálfri mér í þetta verk, hvað mun foreldrar mínum finnast, get ég nú málað svona dónalegt verk ef foreldrar mínum koma á opnun, skilur, þetta er bara þetta er því sem ég held að allir listamenn þurfa að glíma við veist, ég það verður risastór buttplug á sýningu í Syndgallery bráðum og ég held að ég bjóð ekkert af og ömmu að þá sýningu sko. Það er svona þessi hlutir sko, svona þetta koma inn í lífi listamannsins. Ég get að minnst sagt að það var eitthvað annars að bjóð til, ég bara sýna þetta. En það hvað segir þið? Ég fyrir mig allra ábyrgð, já, bara stendverðum tjáningarfrelsi af og amma. Já, en það ekki einmitt, það svo mikilvægt og það það sem þetta snýst þetta auðvitað allega tjáningarfrelsinu. Já. Já, og ekki svo einaða náttúrulega. Þetta nýskeið náttúrulega með Gimmel núna og eitthvað svona sko, og væntanlega bara meira svona koma úr þessari átt, gerir það fyrir sko. Í Ungverjalandi, þar sem ég bjó, er þessu stýrt mjög vel. Þeir segja vel, það meina ég af mikil atorku stjórnvalda. Og það var gert með því að það var til svona íhaldssöm listamannasamtök. Þetta er þetta lárétta vald, sko. Það voru til svona frekar íhaldssöm listamannasamtök, manna sem að elska ungarskar heitusögur og landslagsmálverk og ekkert annað. Og raun og veru voru þessi samtök sem að mikið bara virka bara svo sím eða eitthvað hér sko, þau voru gerða svona hálf opinberu apparati í Orbán-stjórninni og allt fjármagn til lista og menningarlífs fer núna í gegnum þetta operation. Þannig að allt gagnsæi sem áður var til staðar í opinberu fjárveitingum eins og listamannalaunum eða svo framvegis fer þannig gegn í staðinn. Og allt í einu standa stórar blokkir í listalífinu, myndlistalífinu uppi algjörlega störblankar af því að þau fá ekki lengur peninga í gegnum þetta batteri af því að það er gæi sem heitir Gabor eða eitthvað sem að fær háar fjárhæðir af því að hann er alltaf búa til eitthvað svona gulldádýr og gullerni og gullhitt og þetta skilur fyrir Orbán-stjórnina og þeir segja, herðu við erum á toppi OECD og minna á Ungverjar segja það, við erum á toppi OECD þegar kemur á fjárframlögum til lista og menningarlífs, þessi þærendar íþróttunar í sama flokk, en þeir eru á toppnum. Það bara fer ekki til listamannana eða listakollektífana sem að henda ekki ungverskur, fagurfræði ungverskra stjórnvalda, kannski fyrst og fremst. Þannig að snýst ekki einu sinni að þú sért listamaður sem er neitt sérstaklega pólitískur, bara að þú ert contemporary, þá átt ekki breyk, sko. Auðvitað er þetta svona. Þetta er svona. Já, svona er þetta gert. Og Ísland er kannski ekkert svo frábrugðið, ég veit það ekki. Nei. Við höfum alltaf átt okkar svona eftirlætislistamenn sem er samfélagslega hampað, þeir eru mjög óumdeildir og þeir eru kannski ekkert að rugga neinum bát endilega, en svona, kannski lúmst. Kannski lúmst, ég meina, Erró er mjög pólitískur listamæður og byrjaði, þú veist, í alveg, hans ferill byrjar bara á því að tala gegn vélinni, gegn iðnvæðingunni og gegn kapitalismanum og gegn öllu því. Hans verk er hægt að lesa sem mjög mikla ádeilu á amerískan megakúltúr. Það truflar okkur auðvitað ekki hér á Íslandi. Ég held að verkin hans Þráns trufli miklu meira þegar það verða stjórnarskipti og allt í einu fara fígurur eins og Þorgerður Katrín eða Kristján Frostdóttir að birtast í málverkunum hans. Ég held að það truflar fólk miklu meira heldur en Mickey Mouse hjá Erró, sko. Ég tekið til, sko. Fólk hafði miklu meira gaman að þegar ég var að taka Bjarna fyrir, sko. Það var miklu meira stemning fyrir því, sko. Bjarni er mjög hentugur vondikall. Það er svona breiðara bak, sko. Já. En, jú, og líka svona, þú veist, sumt svona eins og klaustursmálið, ég málaði það einhvern tímann og það fannst öllum það var gaman. En, þú veist, taka Kristrúnu fyrir það er ekkert
smart sko, fólki finnst það ekki gaman. Það er þetta svolítið magnað, þannig að þetta er þá svona vinstri slagsíða. Vill vinstra fólk síður lenda í málverkunum þínum? Er það þá einhvern veginn orðið stimpill? Já, ætli það ekki. Ég myndi nú reyndar ekki kalla þetta vinstri, sko, bara alls ekki, en já, nei, það kannski lítur þannig á sig og það finnst það. Já, þetta er náttúrulega, ég veit ekki, kannski særir það svolítið, svona bara, já, ég bara kaus þetta og þetta segja að, fólki sem ég kaus að það séu bara, þau séu slæm. Já, ég meina, þetta er svolítið svona endalegt, ég meina, þegar eitthvað komið í málverk, þá er þetta svona in your face, bara að eilífu. Að eilífu, já. Ólían, hún fer ekkert, sko. Nei, akkurat. Það er svo gaman að þetta. Ég held að Íslendingar eigi heilt yfir, af þess að vera að tala endilega bara málverkinu Strands, ég held að Íslendingar eigi bara heilt yfir mjög svona næfur sambandi við valdið. Ég held að kannski nálægðin á milli okkar og stjórnmálamanna, æðstu ráðamanna sem framvegis gera verkum að við höfum lítinn skilning á því sem heitir að kýla upp á við eða hvað er valdið, hvað má gera gagnvart þeim sem að hafa valdið og hversu mikið að þið beinist gegn þeim persónlega eða bara gegn þeirra embættum sem slíku. Það skiptir það einhver máli hvort að það sé Þorgerður Katrín eða Þórdís Kolbrún eða bara Halldór Ásgrímsson sem er mjög utanríkisráðherra, sko, hennar skiptir engu máli. Og þetta er kannski fyrir birtingamynd þess. Mér fannst þetta mjög áberandi og Maður tekið svolítið eftir þessi kringum hugleik. Já, nákvæmlega. Það er hugleikur er svona einn þessu listamöður sem leyfir sér einhvern veginn að ganga hver lengst í subbuskapnum og viðbjörnum, en allt svolítið svona undir þessum formörkum að kýla upp fyrir sig. Já, en það er sjaldnast einhver nafngreind persóna hjá honum, þá verður það einhvern veginn. Ég man nú eftir, já, svona síðasta svona upphlaup var það var, hvað var það, Skjöldur Íslands eða Það var mótmæli á Austurvelli. Akkurat, og það var svona, það var svona svolítið mikil umræða í kringu það. En líka, það sem er kannski svo skemmtilegt við það er að það verður umræða kringu það og það er kannski líka mikilvægt og myndlega sem hreyfiafl einhvern veginn í samfélaginu að þetta svona togi orðin upp úr fólki að það fara að velta fyrir sér eitthvað svona stöðu fólk sem stendur á Austurvelli og mótmælir útlendingum og þar framöndugötarum. Já, það er náttúrulega, maður vill fá viðbröðu, sko, það er annars er þetta bara eitthvað bara prumpi vindi, sko, Já, það verður að fá engin viðbröð og engin kaupir. Já. Þú veist, þá er þetta bara, ég meina bara, ef enginn sér það, skilur, þú veist, tré fellur í skógi, ég meina, það verður að vera eitthvað vatn sem gárast, það ekki? Jú, ég held það, sko, það er eitt, einn svona saga sem ég hugsa oft í Paradísreit eftir Laxness, þá var svona mormóni að koma og predika, sko, og hann er ekki vel tekið og hann, sko, yfirleitt er hann svona áður en hann fer að dreifa fagnarærindu, þá geymir hann hattinn einhvers staðar undir stein af því hann er svo vanur að hattinn er bara rifinn eða eitthvað svona, sko, hann gerir það alltaf og svo í lok bókarinnar, sko, þá er annar sem kemur svona alveg svolítið mikið seinna, sko, og þá er einhvern veginn stemningin í samfélaginu allt önnur og fólk tekur þessu bara svona kurteisi og svona satt ekkert voða miklum áhuga en eru bara svona að sýna þessu svona kurteisislega forvitni og þá segir hann, sko, það var alveg betri að vera barinn, sko, heldur en hitt, sko, það er svona fólk bara svona, já, ok, það er svona Já. Það er svona, það alveg voru einhver viðbröð, sko, þetta hreyfði fólki, sko, Já, betra að vera barinn. Já. Ég held að þetta sé, já, afskiptaleysið er eiginlega, og þöggunin er hrikaleg, af því að þöggunin er svo lúmsk, hún lætur mann verða, taugaveiklaðan eða er raun og veru haldin ofsóknaræði, sko, að þegar maður er stanslaust að debeita við sig hvort að þöggunin sé ímyndun í sér eða ekki. Þú veist, hvort er þetta þöggun af því að þau vilja mikið eða af því að þau af því að þau hafa bara ekki áhuga, þau er ekki að pæla í mér, þú veist, og þetta getur held ég
étið fólk upp á innan, sko. Þú veist, er þetta alvöru þöggun eða er þetta bara pjúra áhugaleysi? Bara næ ekki gegn, sko. Já, það er náttúrulega besta leiðin til þess að kæfa eitthvað, sko, það er bara að þakka það hel, sko. Tala ekki um það. En þá ekki, einmitt, en ertu þá ekki komin í mótsögn við að mála upp vondugallana? Þetta er ekki bara að þakka þá hel? Já, þannig, já. Nei, ég meina, auðvitað ekki, af því að, þú veist, það er auðvitað þannig að, ráðamenn hafa endalausa mikrofón, sko. Við þöggum það, fólk í landinu, við þöggum ekki niður í alþingismönnum. Saman þó þegar við skoðanir sem að höfðu ekki til okkar. Við getum ekki hunsað á fram að okkur fyrir í næstu kosningum, þá getum við beitt valdinu og vonað besta. Þannig að það virkar ekki þannig, að það er eins og Þrándur segir þetta lárétta vald, það beitir þöggun, sko. Ég, samt eins og með þetta, sko, ég hugsaði nú oft, allavega hér áður, þetta voru með Trump og svona, mér fannst að ég var alltaf, mér fannst einhvern veginn sem að væri kannski hálfpartinn að gera hann greiða, maður væri eitthvað að taka hann fyrir í myndlistinu, maður svo bara, já, hún bara, þetta er bara fínt, sko, og þetta að svona hluti sem að kannski, og líka bara svona almennt svona hluti sem að maður fellur ekki við, sko, að gefa því kannski ekki svo mikið súrefni í eins og bara svona samfélagsmiðlum eða eitthvað, sko, ég hugsa það átt, sko, það er að einhver segir eitthvað, einhver svona pólitíkus eða eitthvað, í einhverjum sjónvarpsþætti eða útvarpsþætti eða eitthvað svona, sko, að allir júka upp og fara að tísta eða tjá sig eitthvað um það á Facebookinu eitthvað svona, þá náttúrulega færi þetta óbærslega mikið súrefni og þannig að ég svona einmitt og það er svona veltið fyrir mig hvort það sé kannski bara maður er óbeint á að gera fólkinu greiða, sko, sko. Ég reyna að halda kjafti í svoleiðisinum. Já, það er stundum erfitt. Já, samt ekki. Stundum hugsa maður bara, það verður alltaf auðveldara, einmitt. Það er búið að segja allt. Ég þarf ekki að geysast fram á ritvöldu núna og segja öllum hvað mér finnst um þetta tiltekna mál. Frekar gera það þegar enginn er að tala, sko. Akkurat. Það er svolítið eins og ámálamynd. Það er svona, já, það er svolítið svona annað heldur en að fara á Facebook. Já, það er getur verið líka bara fínt fyrir fólki sem er á Facebook og bara búin að lesa skriljón skoðanir og sjá þetta bara í einhver mynd, það er bara, já, flott, ok, svo. En hvað ertu fljótur að þessu? Segjum að þú myndir ákveða að mála myndum, ég veit það ekki, Ingu Sæland í hlutverki forsætisráðherra í dag. Hvað verður lengi að skila henni á Facebook? Það er allir gangur á því, sko. Ég, að því að eins og ég var að bara segja á þann, þetta er náttúrulega selst ekkert, sko, þetta er bara, ég sitt bara upp með þetta. Það var svona reyni að vera ekkert að, en mér finnst ég að vera svona, ég veit ekki hvað íslensk orðið er svona indulgent, sko, ef ég er eitthvað að liggja yfir þessu bara marga daga, sko, svona þessar pólitísku myndir ég vil helst bara gera það á einu kvöldi eða eitthvað, sko, helst, en þessar sem eru svona eitthvað svona skot, sko, og svo það maður eða tímanum í eitthvað sem færi salt í grautinn, sko, en Geymur þær eða málar yfir þær aftur? Ég geyma þær nú flesta, sko, ekki nema ég sé bara mjög ónáðið með þær, en já, þetta er svona yfirleitt þetta, teki kannski kvöld í þetta og svo kannski svona stríka hans yfir að dæna eftir eða eitthvað, sko, en misjant að En hvernig er eins og það er bara tilfinnanlega lítil umfjöllun myndlist í íslensku samfélagi, í fjölmiðlum, það er einhvern veginn, það fer rosalega lítið fyrir myndlistasennunni á Íslandi, þó að ég veit alveg að hún er mjög blómleg. Og það er margt að gerast þar, mikið af ungu listafólki, eldra listafólki, það er einhvern veginn, það er allt í gangi. Það væri þetta að vera svona 2 viðburðum á dag. Já. Það er raunverulega þannig, sko. Það er rosalega mikið að gera. Það var náttúrulega eitt sem gerði það, sem fór, og það var svona, vakti svolítið athygli, fór í ár, það var svona eitthvað áramótaheita eða eitthvað, bara fór að viðburðadag, Nákvæmlega.
það er vel hægt sko. Og þá einhvern veginn, og þá hugsa ég, sko þegar að því að ég er fjölmiðlakona og mér finnst veröldin bara snúast að fjölmiðla og allt þeirra vald, það sem ekki framkemur í fjölmiðlum, það er ekki til. Og þá veltum maður fyrir sér, sko, einhvern veginn svona, ég meina samræðu grundvöllur og staðir til þess að ræða myndlist og hvatan og bakvið og hugsunina og pælinguna og bara fagurfræðina. Eru þessi staðir til? Við erum ekki að ræða þá endalega í fjölmiðlum. Hvar erum við að ræða þá þá? Ég reyna að ræða það á einkasamtölum sko. Mér finnst ég er náttúrulega haldin þeim faghróka að finnast ekki allir hafa jafn góðan smekk. Ég nenni ekki endilega að ræða við alla hvað þeim finnst myndlist. Ég bara afsakið í mér hrókar. Ég skrifaði með þess að ritgerðarmynd í háskólanum sko. Mér finnst skemmtilegast að tala í einkasamtölum við fólk sem hefur fagþekkingu líka sko. Þannig ég nenni ekki að fara, ég myndi ekki nenni að fara á hvað finnst þér viðburði ef ég ætti að vera ef ég bara berskjölda mig sem hrókakekk sko. En það eru náttúrulega ekkert allir listfræðingar Nei, það er að segja, það væri frábært ef fólk myndi fara á svona viðburði. Já. Ég myndi bara ekki En er þetta til? En ég meina, þú veist, er það rétt hjá mér að því að þetta er einhvern veginn ekki í fjölmiðlum og svona, þá er það einhvern veginn ekki á allra vörum. Er til einhver svona staðir? Ég meina, hvar hittast listamenn og ræða listina? Er þeir ekkert að því? Jú. Erum við eitthvað að því? Er það ekki? Ég er alltaf með fólk í kaffi. Er það Holtinu bara eitthvað svona? Já. Holtinu, já, einmitt. Já, við erum á Holtinu. Nei, ég meina, ert þú ekki alltaf að spjalla fólk myndlist? Kannski bara vinnir mína sem eru líka í þessu sko. Nei, en samt valla, við erum ekkert ofta að ræða myndlist sko. Ég sá þetta alltaf í hillingum svona ég var yngri, maður las svona í Ég var svona partur af svona samfélagi og það væri svona eitthvað, það væri svona gæjarnir út á götu eitthvað neginn. Já, maður var svona, heyrði svona sögur af hinum þessum svona einhverjum svona hópum sko sem tók sig saman og voru kannski með eitthvað svona, eitthvað manifesto og voru að hittast á kaffihúsum og og bara alveg, en svo það bara, það sára sjaldan sem að, þú veist, jafnlóti sé að hitta bara einhverja aðra En listasagan segir okkur að þetta sé effektífsta leiðin til þess að vera með legacy. Listasagan segir okkur það. Að það að búa til eitthvað kollektív sem að starfar sem eitt, þú veist, það helst þannig að þetta kalla það eitthvað. Þetta sé effektífsta leiðin til þess að lifa áfram, sko. Og breyta einhverju, væntanlega. Og breyta einhverju og við tölum ennþá við tölum þú veist, þessa hópa sem að fóru yfir hafið til að flýja seinni heimsstyrjöldina, þú veist, þetta er ákveðin hópur sem var undir vendavæng Peggy Guggenheim og við tölum fólki sem var í kringum Picasso í Evrópu og súrrealistana og datamennina og allt þetta. Við tölum þú veist, alla þessa hópa, en ég minna á Íslandi tölum við líka fólki sem var í kringum Klingubank og við tölum þú veist, þess vegna byrja ekki Guðskus sem fjölustahópur, skilur það er þú veist, þetta er besta leiðin, sko, þetta er besta leiðin og að tala nú ekki ef maður getur búið til einhvers konar manifesto eða haft eitthvað svona sameiginlegt markmið, það þarf ekki að vera hópur sem endist að eilífu, hann þarf bara að setja mark sitt með ákveðnum hætti á svona mjög stuttan kafla listasögunar og það getur verið vissum að það verið að tala í bókurum eftir 100 ár. En það er líka bara upp á þetta félagslega aspektið, þú veist, að finna hópinn sinn einhvern veginn og stefna saman að einhverju eða bara trú einhverju einlægt og bara svona flytja fjöll þannig einhvern veginn. Algjörlega. Já, en það er samt einhvern veginn, sko, bara svo breytir tímar í myndlistinu, sko. Núna er náttúrulega bara allt leyfilegt og þú veist, það er enginn sem er að fetta fingur út í, þú veist, ef þetta ekki að gera, þú veist, til ekki þessi stefnu eða hinni stefnunni eða eitthvað þannig, sko. Það er ekkit... Það má blanda. Það má blanda og bara, þú veist, það er ekki eins og áður það sem þetta var alveg spursmannlega á líf og dauða og eitthvað svona bara, þú veist, hvað er aður þetta? Akkur er þetta ekki, þú veist, í þessum isma eða eitthvað svona, sko, það er einhvern veginn bara svo fjarlægt fyrir okkur, þannig að Það er einn bók sem ég las sem heitir Art and Fear og fjallar sköpunargáfuna og að þora að gefa út og svona og þar segir, sko, þegar ríkt fólk kemur saman og talar myndlist en þegar myndlistamenn koma saman og talar peninga
Þú veist, þannig ég held að sé þetta eitthvað til í því, sko, að það sé meira svona, leiði til að lifa af, sé frekar umræðefni á meðan listamanna heldur en myndlistin sjálf. En svo þetta hefur fólk líka mismikinn áhuga á því sem aðrir eru að gera. Sumir eru með þannig köllun til að skapa að sú sköpun gerist í hálfgerðu tómarúmi, sko. Hún snýst ekkert hvað aðrir eru að gera eða þú veist, hvað trendi eða skilur það ekki, þú veist, fæstilistamenn er að velta því fyrir sér endilega. Ég veit ekki hvort þú sækir mikið innblástur annað til annar listamanna. Jú. Ég menna, eins og vorum að tala hugleikarna, en við erum náttúrulega miklu máttar að ná skildir að bara fínt að spjalla hann. Og þá oft það maður innblástur eða bara einhvern minn, sko. Þú fór bara vísi.is. Já, svo er líka alltaf þetta bara að sækja sig innblástur það. Já, þetta er áhugavert. Mér finnst þetta svolítið skemmtilegt að pæla í þessu með manifestóin og hópana og umræðuvettvanginn, og að því að ég velti mjög oft fyrir mér og eiginlega bara daglega er ég að velta upp þessari spurningu samfélagið og hvar einhvers staðar á leiðinni að nútímanum þá týndu Íslendingar eiginleikarum að geta átt í samfélagi og bara svona félagslegum samskiptum sín og milli án yfirvalda, bara fólkið. Og ég velti því fyrir mér hvort að þetta sé svona hluti af því. Við erum einhvern veginn komin svo langt að leið að við finnum okkur ekki í hóp neins staðar. Ég held að það sem að Íslendingar skorti kannski fyrst af öllu sem þetta í alhæfingarnar er ásetningur og markmið, og ég held að þetta sé svolítið svona heilt yfir hjá þjóðinni, að við erum opbóðslegir núistar, við erum rosalega lítið einhvern veginn, mér finnst við ófærum að hugsa langt fram í tíman eða sjá fyrir endamarkmið hlutana að þýltinu til, og til þess að skapa merkingar þrungin sambönd á fullorðinsaldri, það þarf ásetning til. Maður þarf að ætla að vera vinir og maður þarf að ætla að rækta það og sinna því. Og ég er í nokkrum svona samböndum núna þar sem að ég er mjög aktíft að viðhalda ákveðnum samskiptum sem að koma kannski ekkert endilega alltaf bara náttúrulega. Ég á þetta mína bestu vinkonur sem við erum í samtali allan daginn, en ég held að Íslendinga heilt yfir skorti, þá bara smitast á allt, það smitast bara hvernig við erum eitthvað fyrirtæki, það smitast í hvernig við kjósum, það smitast í hvernig við tölum saman, hvað við verslum í, hvað við þurfum að fara oft í bónus í hverju viku, En er þetta ekki svolítið merki ansi veikt samfélag? Og það er líka bara, fólk hefur ekki tíma til þess. Fólk hefur alveg tíma að það setur ásetning sinn í það. Fólk hefur alveg tíma að það setur ásetning sinn þangað. Ég eyður ég veit það ekki, 2 klukkutíma á dag í eitthvað tilgangslust skroll sem að, ég gæti nýtt öðruvísi. Já, er það ekki bara sökudólkurinn, þessir samfélagsmiðlar, ekki bara að kenna þeim allt? Jú, þeir stoppuðu upp í eitthvað svona félagslegt gat. Ég held að það sé alveg ljóst. Það tala að ungmenni sæki sitt félagslíf meira og minna í samskiptum meina. Þau hanga ekkert út í sjopp að hrækja. Sem það ættu náttúrulega að gera. Það ættu allir sem alast upp að fá tækifæri til þess að hanga í sjoppinu og hrækja. Það er lífsmótandi. Það hittir maður jafningar sína. Reykjavíkur skúr mjög mikilvægt finnst mér fyrir félagsmótun. Bara mjög. Og kannski taka svona rúndinn fyrir fólk í dreifbílnu. Akkurat. Já, rúndurinn. Já, smá rúndur. Það aðeins setna, Skúrin er bara svona 14-15 ára. Það bestir eru að þið vitið, út allar borg eru svona lítil hús sem eru svona á vegum Orkuveitu Reykjavíkur. Það eru bara svona stóra svona orkustöðar. Mjög góð staður til þess að fá sér eina smell í þegar maður er 14-15. Bara góð staður til að vera kringum þessa það er yfirleitt Akkurat. Maður þarf auðvitað að fá að gera eitthvað sem er bannað. Og það er betra að gera eitthvað sem er bannað sem er að fá sér eina sígarettu eða fara í sleik eða eitthvað, heldur en það er að verða fasisti á internetinu í kommentakerfinu. Akkurat. Dóttir mín 11 ára spurði mig í gær, mamma, hvað myndir gera ef þú ættir barn, ekki mig og ekki týpur á mér, ekki systur mína, eitthvað annað barn,
sem myndi sittast niður með þetta og segja, mamma, ég er fasisti. Það er mjög góð spurning. Ég sagði, já, hvað segir maður við barnið sitt þá? Ég myndi ræða þetta fram og tilbaka þannig að barnið væri bara skipt um skoðun. Ok, en það myndi segja, mamma, ég er nasisti. Það myndi segja bara, hún getur farið út, held ég. Það er bara hurðinu þarna, sko. En auðvitað myndi maður ekki gera það barnið sitt, maður myndi reyna að finna einhver aðra lausn, skilurðu. Hver hún yrði veit ég ekki, en hún yrði ekki óbreytt ástand, þú veist, hún yrði ekki, þetta er ekki samþykkt. En mér finnst þetta bara gott dæmi, sko. Ég hef miklu frekar að, barnið mitt kaupi rándýran sígarettupakka heldur en að það komi heim og tilkynnum mér að það hafi hræðilegar mannskemmandi skoðanir. Já. Já, þetta er agalegt, sko. Og svo eru sópanar líka bara horfnar. Já, það reyndir aðeins að koma aftur svona í miðbæinn og það eru að koma með innflytjendunum svolítið. Já, sem frábært. Svona corner shops. Já. Og er þetta að fá sígarettu þar? Ég veit ekki hvað það er svo mikið sígarettur. Ég bara langaði sígarettu. Nei, mér langar ekki neitt, sko. Ég reykja ekki einu sinni. Og bara... Að því að verður tala um listina. Það er bara svo bó og listó að reykja síkó. Það er það, já. En sko, þegar maður er unglingur. Ég er þetta alveg þegar maður er unglingur. Ég hef ekki fengið með sígarettu mörg ár. Þú veit ekki að ég byrjaði Já. Það eru næsta spjall, þá kveikjum við okkur öll í og svo tölum við áfram með listina. Já, er það ekki? Það finnst ekki vera bara með réttu þarna. Já, mér finnst það eiginlega bara mannréttindi að fá að reykja inni en ég er ein og þeirri skoðun allavega á þessum lista. Sígarettu bakka. Já. Þetta er alltaf svona einhverjum gömnum upptökum með einhverjum listamennum er alltaf með réttu. Einmitt. Já, þurfum við ekki bara að leyfa fólki að fara aftur í það. Sko, ég held að þurfum að leyfa fólki að gera meira. Já. Ég held að heilt yfir sé þetta samfélag sem er algjörlega með einhver makrós næringaplön, hárnákvæmar einhver æfingaplön líka, makrós matarplön á æfingaplön, réttu leiðina til að greiða þér hárið, réttu leiðina til að klæða þig, réttu leiðina til að gera allt þetta. Protein shaker og Stanley Cup. Já, bara, þú veist, þetta er eina leiðin til að gera hlutina. Allar þessar reglur eru það sem er að spíra okkur í bara fyrirlitningu og hatur og öllum þeim sem ekki geta fyllt þessu nákvæma prógrami, sko. En svo er það sem er svo hættulegt við samskiptamiðlana er að það er ekki face to face samtal. Og ég held að við séum að tapa samkenndinni þar, sko. Það er svo erfitt einhvern veginn, eða það er svo auðvelt að sleppa því að setja sig í spor einhvers sem að maður lesum á internetinu. Já. En þegar hann situr við hliðina á þér og segir þér nákvæmlega sömu sögu, þá kemst ekki hjá því að finna til mennskunnar, sko. Já, en sko, Héðinn Unnsteinsson formaður Geðhjálpar kom með svona viðtal til mín og hann var að segja, ég held að mælanleikin sé það sem er að valda vanlegan ungmenna í dag. Það er að segja að þau eru með analýtisk gögn allt sem gera, ekki bara á samfélagsmiðlum, getur séð hvort að lækin þeirra fóru upp eða niður þá vikuna, heldur eru þau bara með snjallúr sem segir hvort þau séu búin að labba nóg þann daginn, hvort þau hafi sofið vel þann daginn, hvort þau séu að anda nóg, hvort þau séu að borða mikið og þau að setja hvað er búin að drekka mikið vatn og þú veist, allt þetta og svo bara kemur þetta allt í einhver tölfræði pakka frá snjalltækinu og þetta er að skapa streitu og þetta er að skapa taugaveiklun og þetta er að skapa vanlíðan og þú ert alltaf í keppni við ýmist sko eitthvað meðaltal eða við sjálfan þig, þú ert aldrei nógu góður og ég held að þetta sé raun og veru það sem er að kála okkur, sko. Og hvernig getur þú verið skapandi mitt þegar þú þarft að búa í svona ramma? Nei, það er ekki hægt að vera alltaf með eitthvað svona kvarða sem að ákvarða hvað þú ert að gera, þú veist, það er ekki ég held að þetta sé það sem er í sammálunum að þetta sé það sem er að leiða okkur til glötunar þessi áhersla á hið fullkomna lífverðni og Já, ég held að það sé bara mjög slæmt fyrir geðheilsuna að vera alltaf í stað að vera alltaf að teka einhver box, sko. Maður er alltaf eitthvað svona bara gera þetta. Svo finnum við maka eftir ákveðum boxum, skilur, er viðkomandi framagat yfir 1,85 undir 90 kílóum, skilur þú veist, bara eitthvað svona og viðkomandi uppfyllir það ekki að hann er yfir 700 skall í laun eða 800 skall í laun eða þú veist þetta er mjög einmannlegt líf.
það getur fyrir það. Og þú hefur ekki... Við erum svolítið í þessum vasa einmitt. Já, þú hefur ekki tíma til að gera neitt ef þú ert alltaf að pæla í þessu, sko. Bara, herri, ég verð að standa upp hérna og taka 20 spýtukalla þegar annars klára ég ekki hreyfirhring dagsins. Ég get ekki hitti núna af því að ég verð að fara og þá betra eiga bara hund og hundurum krefst þess að maður fara út og labba 2 á dag og þú ert ykkur samskiptum. Já, ég tala mjög mikið við hundin minn, en Baldur. Það er eitt sem mér langar að bara svona skjóta inn í áður en að ég slepp ykkur út í daginn og lífið. Það var einn svona listrænn gjörningur sem var mjög umdeildur á Palestínumótmælunum núna daginn og það var höfuð Þorgerðar Katrínar á Stjaka. Listamæður sjálfur, Pétur Eggertsson, hann segir bara, já, hann er á því að þetta hafi nú ekki verið nein hótun en það hefur verið svona látið að því að þetta hafi verið sko stórkostlegt ofbeldi í garð Þorgerðar Katrínar sem að vildi sjálf ekkert ræða það neitt frekar. Hvað er þetta list eða er þetta hótun? Þetta er allavega ekki hótun, en jú, má ekki bara kalla þetta list. Já, ég er bara gaman að þessu. Já, minnum að það. Ég þarf alveg að mála einhvern tíma svona nýðstöng á Alþingi, fyrir framan Alþingi. Það væri gaman. Minnum að það, ég þarf að mála nýðstöng. Að reisa neyðstöng. En þessi ofsafengnu viðbrögð ég var ekki vör við ofsafengnu viðbrögð. Sigríður Andersen kom fram í Kastljósinu og talaði um að það hefði verið morðhótun. Já, mér fannst þetta ósmekklegt listaverk. Já. Það var mín upplifun. Mér fannst það ósmekklegt og ræddi það við vini mína sem að sendu mér á móti svipaðar dúkkur sem gerðar höfðu verið af Trump og Musk í mótmælum í Bandaríkjunum og ég benti þeim góðfúslega að það að þær fígurur voru með líkama. Skilurðu, það var ekki hausinn sem slíkur sem stuðaði mig, það var ekki slöngubróturinn eða tungan sem stuðaði mig, en það var stjakinn sem stuðaði mig. Ég upplifði ekki sem hótun sem slíka, ég tók því alls ekki þannig. En mér fannst þetta óþægilegt. Að því sögðu þá getur list alveg verið óþægileg. En mér fannst þetta óþægilegt. Þú veist, mér fannst þetta svona stuðaði mig. Hins vegar fann ég mig ekki knúna til þess að fara og lýsa því yfir á samfélagsmiðlum af því að mér fannst og finnst sko þetta bara engan veginn skyggja á málstæðin sem þarna var verið að halda lofti. Þetta er eitthvað eitt mótmælaskilti gegn öllum þeim hörmungum sem eru á Gaza. Og mér finnst það típist fyrir íslenska umræðu að festast í einhverju svona prumpi þegar við erum þegar þjóðin kemur saman til þess að bregðast við þessu ógeði sem er þessi stað fyrir botni Miðjarðarhafs. Og það er bara allt úr þessum ranni, þessum ranni sem þykist vera að tala fyrir tjáningafrelsinu eða þykist núna vera, þau tala aldrei þegar dæmið snýst það sem að þeirra skoðanir falla ekki að. Þau eru ekki að tala um Gaza, þau eru ekki að tala málfrelsi listamann á Íslandi eða þau eru ekki að tala um skemmtikraftana sem var keypt úr útsendingu í Bandaríkjunum, skilur, þau eru bara að tala um tjáningafrelsi últrahægrisins og eitthvað svona kalla sko, þú veist, og þannig að já, mér fannst þessi haus svona stuðandi fyrir mig persónlega en bara bliknar í samanburði við málstæðin sko, það sem er verið að tala um. En þér Strandur, fannst það stuðaði þig þessi haus? Nei, bara engan veginn sko, nei. Og ég veit ekki, þetta var svona kannski, var þetta ekki bara einhver svona leið fyrir
Sigriði að skora einhverja svona keilur, en svo var nú, hann var eitthvað að reyna að fá leiðrétta einhverja frétt af þessu á RÚV, eða ekki? Jú, það sem hefði verið talað um þetta sem morðhótun, þetta eins og höfuð henni hefði verið á stjaka og það hefði verið blóð eða eitthvað svona, þetta var svona eins og svo sem skrifaði greinina eða gaggrindana, gaggrindi þannig gjörning, hafi kannski ekki alveg skoðað verkið sem var þetta. Þetta hafi verið svona eins og það hefði verið búið að afhausa Þorgerðar Katrínu sem var auðvitað ekki raunin, þetta var svona ormstunga. Akkurat, og sko segjum sem svo að verkið hefði verið klárað, það hefði verið annað búkur á því eða bara slönguhali tengslum við, þá hefði fyrstulega Sigríður Andersen ekki geta sagt það sem hún sagði og ég hefði ekki stuðast, skilur mig, og margir aðrir, þannig að svona ég var alveg til í að sá fleiri svona hausa í íslenskum mótmælum, mér fannst þetta mjög kreatív leið til að koma okkur skilabúum framfæri. Af því sögðu, ég skal bara viðurkenna að þetta var fyrsta sem blasti við mér og ég hugsaði, þetta finnst mér ósmekklegt, það var svona fyrsta hugsun, og það er mjög leiðilegt þegar við eigum að vera að tala um mótmælin, við eigum að tala um kröfur almennings, við eigum að vera að tala um tryllingin í Gaza, og glæpi, stríðsklæpi og glæpi gegn mannkyni sem að Ísraelsher fremur okkur með eins degi þarna, það er það sem við eigum að vera að tala um, þannig að ég veit það ekki. Já, og svo líka þegar við erum búin að vera að tala um þetta tjáningarfrelsi sem er svona á hallandi fæti í Bandaríkjunum, það er ekki að gera að nýta það meðan við erum með það, þetta getur verið farið bara innan skam, að gera að bara, meðan maður má, Já, og mér finnst það kannski til marks að tjáningarfrelsi ríkir á Íslandi að þessum manni skildi ekkert vera, var ekki veist á honum, þarna var ekki fólk sem neitaði að tjá sig í pontu þrátt fyrir að hausinn væri í hópnum, Íslendingar virtust hafa svona ákveðin þroska til þess að umgangast þetta tjáningarfrelsi bara af einhverju svona, ef að segja svona æruleysi, En svo er þetta náttúrulega líka, ég meina það var, ég man ekkert hvað hann hitti, það var einhver rússneskur svona, einhver fræðimaður 19. aldar kall sem að kom með þetta hugtak karnevalesk, og karnevalið og sem var svona tími það sem að mátti vera með, mátti gera óspart gís að af bara ráðandi valdi, og leiðtógunum, þetta var svona einhver vika ári eða eitthvað sem að eða 2 í manna ekki, en það sem bara það var í lagi og það var ekkert verið að fetta fingur út í það en svo þurfti fólk að halda sér á mottunni restina af árinu, og ég meina að þetta er svona maður getur fengið ég held að það sé bara holdt fyrir valdið einhvern veginn líka, að fólk getur, það er einhver svona vendill sem að fólk getur fengið pústa úr, Já, og valdið er lykilorðið þarna, við verðum að skilja og geta greint þarna á milli, hvað er valdið og hvað er... Ef hausinn hefði verið af minnihluta hópi, þá hefði hann kannski ekki verið jafnsmart. Nei, það hefði bara verið hræðilegt, eða, hann hefði alveg eins geta verið af einhverjum öðrum ráðherra, fyrrum fattaru, það hefði í mínum huga ekki skiptinu máli hver var hausinn, þarna er Þorgerður bara tákmynd valdsins, í utanríkismálum. Ég var hins vegar að fá hrósa listamanninum fyrir það að maður sá strax hver þetta var, það var bara fyrsta sem sá ég bara, það er Þorgerður Katrín, það var Já, mér finnst þetta skemmtilegt. Það svolítið impressive, Ég vil sjá meira svona kreativiti í skiltum og bara í bæjarlífinu. Mér finnst gaman að sjá allar gasamerkingarnar út allar bæ og það sem fólk kallar veggjakrót, ég er bara held með fullum huga. Algjörlega. Og koma saman svona að gera skilti, þetta getur verið svona líka bara svona
svona skemmtilega svona félagslegt Já, svona, það er það. Ég veit á vorstjarnar hérna í Bólestið 6 stendur auðvitað mjög oft og yfirlega fyrir slíku, þannig að það er fyrir mótmæli, þá er hægt að koma hingað og gera skilti og kannan segja frá því. En ég verða að fá að setja punkt hér fyrir þetta góða spjall. Snærós Sindra og Þrándur Þórarinsson, þakka ykkur kærlega fyrir að koma hérna og ræða búð og bönn og list og pólitík. Það var frábært að fá okkur. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Já, þá er dagskráni lokið hjá okkur við rauðaborðið hér á Samstöðin í kvöld. Við þökkum ykkur hlustendum og áhorfendum samfylgdina. Minnum á það að ef ykkur hugnast okkar efni og leitið það uppi á internetinu, til dæmis YouTube eða annað, þá væri okkur mikill akkur í því að þið myndu dreifa efninu og svona, já, deila því. Við höfum ekki bolmagn til að auglýsa okkur. Þannig að okkur er þið þægði því og vonandi ykkur líka, því að með því að samstöðin vex og dafnar, þá vonandi vængast ykkar hagur einnig. Við lítum svo á sem að við séum í þjónustu fyrir ykkur og svona rétt að minnast á það líka að þau ykkar sem að getið styrt samstöðuna til áframhaldandi góðra verka. Þið getið gert það til dæmis með því að fara inn á samstöðin.is, skrolla niður, finna hnapp sem ástendur áskrift og haka þar við lágmarksfjárhæð 2750 krónur á mánuði sem er nú ekki mikið. En þættinum er lokið í kvöld. Við förum hér aftur í loftið í beina útsendingu í umræðu fréttir klukkan 8 annað kvöld. Ég heiti Björn Þorláksson. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.